föstudegi í byrjun hausts. Það margt í boði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinum þá koma tveir guðfræðingar til mín. Það Skúli S. Ólafsson sem prestur í Neskirkju og Bjarni Randver Sigurvinsson sem guðfræðingur en líka trúarbragðafræðingur. Ég ætla að ræða við þá svona þá kristni sem að Charlie Kirk byggir á, eða byggði á og það sem svona undirliggjandi í makarhefingunni sem að fólk talar svolítið í nafni Krists og kristni ýmis mál og kemur okkur kannski annarlega fyrir sjónir hver niðurstaður Ég ætla að reyna að fá það til að segja mig frá hvaða rætur þarna eru að baki og hversu mynd svona og hvort að íslensk kirkja eða íslenskir guðfræðingar þurfi einhvern veginn að bregðast við því að við vitum það að inn í kirkjuna hafa komið á undanförnum misserum mest drengir innan úr unglingaherberginu þar sem að verða að hlusta á Charlie Kirk og slíka áhrifavalda og koma inn í kirkjuna að leita þeirri kristni sem hafa uppgötvað þar. En áður en að því kemur að þá koma hingað 5 stúlkur til mín sem að sáu leiksýningu Þjóðleikhússins Línu Langsokk helgina. Þetta Jónína María Jónsdóttir, Mía Snæfríður Ólafsdóttir, Mía Þórhildur Bragadóttir, Ingibjörg Lóa Auðar Héðinsdóttir og Silva Dögg Unnarsdóttir Einarsdóttir. Þær eru á aldrinum 7 til 8 ára. Og eru sérfræðingar í Línu Langsokk. Ég ætla að ræða við það þetta fyrirbrigði Línu Langsokk. Hvaða erindi hún á við stúlkur, hvort að maður eigi að vera aðeins óþekkari, hvort að maður eigi að vera óhlýðnari, hvort að maður eigi að vera sjálfstæðari, hvort það sé gott að búa einn ef maður barn og þar fram til göttunum. Það eru mörg álitamál í þessari sýningu sem gaman að ræða við þessa leikhúsgagnrýnendur sem við fáum hér í kvöld. Ég ætla að ræða fallandi fæðingatíðni sem staðreynd hér á Íslandi. Við erum komið kannski orðin lík nágrannlöndunum okkar. Hér var fæðingatíðni yfirleitt mun hærri en á síðustu árum hefur hún fallið hratt. Og þau koma til mín Ásdís A. Arnald sem lektor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, Ari Klængur Jónsson sem verkefnastjóri við Félagsvísindastofnun Háskólans og Sunna Símonardóttir sem lektor við Háskólan á Akureyri. Ég ætla að ræða við þau fallandi fæðingatíðni, hvað veldur, valið barnleysi, fólk sem að kýst að ekki eignast börn og hvort að stjórnvöld geti haft áhrif bæði með því að draga úr fæðingatíðni með því að veikja stuðningskerfi við foreldrakynslóðina eða örva það með einhverjum aðgerðum. Forveitlegt samtal sem ég á hér á eftir. Það í tilefni af því að á morgun klukkan 10 þá verður ráðstefna í Norrannahúsinu þessi mál. Björn Þorláks hann fær útvarpsstjóra hingað að borðinu og ætla að ræða við hann ekki síst svona hvort að RÚV muni breyta fréttaflutningi sínum í tilefni af því að Sameinuðu þjóðirnar tóku undir það sem að svo sem alþjóðadómstólar og eiginlega öll mannúðarsamtök í heiminum hefðu áður bent á að það ásist að þjóðarmorð í Gaza. Útvarpið hefur verið gagnrýnt fyrir það að vera að básúna mikið sjónarmiðum ríkisstjórnar Ísraels en lítið gert með sjónarmið Palestínumanna sem að verða fyrir þjóðarmorðinu. Björn talaði við Stefán Eiríksson útvarpsstjóra þetta og kannski talaði líka Eurovision. Áður en að því kemur að koma til mín 2 verkalýðsforingjar. Það Sonja Þorbjörnsdóttir sem formaður BSRB og Halla Gunnarsdóttir sem formaður VR. Ég ætla að ræða við þær fjárlögin sem eru mikið gagnrýnd af verkalýðshreyfingunni, það sem verið að sækja fjármagn í því að skerða réttindi almennings, til dæmis til atvinnuleysisbóta, en líka verið að sækja inn í lífeyrissjóðina til þess að fjármagna aðgerðir sem ég veit ekki hvert það fara, en það hefur verið gagnrýnt að tekjuöflunin sé ekki til þeirra sem eru helst aflugu færir og þar fram til göttunum. Ég ætla líka að ræða við þær svona þessa niðurskurðarstefnu sem að fjárlögin raunverulega undirstrika, að það óbreytt stefna í ríkisfjármálum sem áframhaldandi niðurskurður sem að við vitum að veikir grunnkerfin okkar og innviði. Ég ætla að ræða við þar hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir samfélagið og kannski pólitíska stöðugleika. Þetta það sem í boði í kvöld. Ég ætla að minna á að það eru þið áhorfendur góður sem hafi byggt upp samstöðuna, dreifikerfið til dæmis, bara með því að segja vinum og vandaminu frá efni sem að þið heyri hér sjáið og ykkur líkar. Þið getið bent á að það með finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum,
í útvarpinu á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, spilari.is er á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í símann, hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni kannski, ég veit það ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðru þáttum Samstöðunnar. Það sem að knýr Samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur, fólk sem átta sig á því að Samstöðun er mikilvægt fyrirbrigði í lýðræðislegu samfélagi og sérstaklega á þessu tímu sem við lifum núna, sem er mjög mikilvægt að halda upp í samræðum í samtalinu og veit það að Samstöðun væri ekki til nema fyrir þá áhorfendur sem gerast áskrifundur. Ef þú vilt slást í þennan hóp, velunnara Samstöðunar, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2.750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Ef þú ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að slást í þennan hóp en ekki látið vera að því, þá hvet ég til þess að gera það sem allra fyrst. En ég ætlum að hafa hér örstutt auglýsingar. Svo komaður hingað inn Sonja Þorbergsdóttir og Halla Gunnarsdóttir og ræða fjárlögin og stöðu verkalýðshreyfingarinnar gagnvart ríkisvaldinu eftir augnablik. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur. Sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Veist þú hvað þú ætlar að kjósa í vor? Veistu hvað fólk ætlar að kjósa í vor? Stöndum saman. Stöndum með mannréttindum. Taktu þátt og skrifaðu undir á félagshyggja.com. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, nú ætlum við að ræða fjárlög sem frumvarpið var lagt fram í síðustu viku snemma og svona hægt og bítandi er að koma fram svona skýrari gagnrýni á fjárlögin og grundvöll þeirra, ekki síst frá verkalýðshreyfingunni og hingað eru konur tvær forystukonur úr verkalýðshreyfingunni. Það er Sonja Þorbergsdóttir sem er formaður BSRB og Halla Gunnarsdóttir sem er formaður VR. Velkomnar. Takk fyrir. Við veist að svona þungi í gagnrýni verkalýðshreyfingarna á þessu fjárlög, ekki síst að svona fjármögnun er sótt í það að skerða réttindi launafólks, bæði til atvinnuleysisbóta og svo er sótt inn í lífeyrissjóðina. Er ekki verið að sækja peninga til þeirra sem eru aflögufærir, heldur verið að sækja peninga til þeirra sem eru síst aflögufærir? Já, ég held að einhverju myndi allavega svara því að það er auðvitað að vera að breyta viðgjöldunum eins og frækt var hérna fyrir sumarfrí. En það eru auðvitað þannig að sko vaxtagjöldin eru stærsti útgjaldaliðurinn hjá ríkissjóði, þannig að það eru auðvitað skiljanlegt að þurfa að bregðast við, en við höfum auðvitað hins vegar sagt að til þess að bregðast við þeirri stöðu og þá er að fara í tekjuöflun en ekki aðhaldsaðgerðir. Það er að einhver leyti verið að fara í tekjuöflun, en það sem að svona líka við horfum út frá sko óbreyttu vaxtastigi og sem er bara viðbragð við þenslu, að þá er alveg ljóst að það er hérna fólk sem að bara hefur það býsna gott. Það er ekki þensla, það var samdráttur í fyrra og það verður samdráttur þessu ári. Það er þessi þensla. En það er náttúrulega einhverjir sem að neyslan er mikil, sem er að hafa áhrif og þess vegna er Seðlabankinn að bregðast svona við.
Og þá auðvitað höfum við verið að benda á móti að taka aftur upp hugmyndir stóreignaskatt og kannski að framlengja eins og skatt á fyrirtæki sem á bara að vera út þetta ár. Þannig, já, kannski stuttasvarið bara við höfum viljað að það væri gengið lengra í svona jafnaðarhugmyndum. Sóttar tekjur, þá skattar til þeirra sem að hafa mesta tekjur. Já. Halla? Já, það eru þetta svona tvennt sem við höfum helst verið að vekja athygli á. Það annars vegar þessi stytting á atvinnuleysisbótatímabilinu og hins vegar það að núlla jöfnunarframlag til lífeyrissjóða. Og þarna verið að sækja mjög mikla fjármuni inn í réttindakerfi launafólks til þess að greiða fyrir einhver aðra þætti í rekstri ríkisins. Og maður myndi nú kannski ekki halda að þetta væri breiðustu bökin, atvinnulausir og og allir lífeyrisþegar sem í rauninni verið að ganga í vasana hjá. Og það sem kannski líka sláandi þetta samráðsleysi sem að einkennir þessi stjórnvöld. Og það nánast eins og það hafi ekkert gerst fyrir þeirra tíð. Það veit enginn af starfshópum sem voru starfandi eða verkefnum sem voru í gangi. Það bara byrjaði upp á nýtt í öllu og byrjaði ákvörðun og síðan samráðið. Og þetta algjörlega á skjön við leikreglur á íslensku vinnumarkaði. Þar sem að mál sem varða vinnumarkaðin yfirleitt tekin til ákvörðunar í samráði við vinnumarkaðin. Þannig að mér finnst þetta mikið ágefni. Síðan það svo, ég nú mikil áhuga konu niðurskurðarstefnu og gagnsleysi hennar til þess að takast á við fjármál ríkisins. Og hún í grunninn þríþætt. Það í fyrsta lagi að skera niður opinber útgjöld með tilheyrandi einkavæðingu og gjaldtöku og öðru slíku. Í öðru lagi hávaxtastefna, að nota háa stýrivexti til þess að pína fólk. Og í þriðja lagi niðurbrot og réttindum launafólks. Og nú erum við farin að tikka í öll þessi 3 box og þetta vond stefna. Hún virkar ekki hagfræðilega séð. Þetta pólitísk hugmyndafræði sem á endanum leiðir til ójöfnuðar, niðurbrots og samfélögum og bara uppgangs öfgafullrar pólitískrar hugmyndafræði. Þannig að ég hef sagt að það algjörlega ástæða að staldra við og endur meta þetta. Fyrir hvernig verið að skera niður, halda vöxtum háum og að þrengja réttindur launafólks? Já, þú veist, þetta náttúrulega hagsmunarafl í íslensku þjóðfélagi sem finnst allt þetta sem góð hugmynd, en í grunninn náttúrulega bara verið að reyna að fara eftir einhverjum undarlegum kenningarama og meiri séu ég held að hún verið varaseðlabankastjóri, rís allt í hennu upp daginn og fyrir að tala að kjarasamningsbundnu launahækkanirnar í fyrra hafi valdið svo ofboðslega miklum erfiðleikum og þess að verið stýrivextir að verða háir. Þetta voru samningar sem voru gerðir eftir forskrift Seðlabankans. Bara eftir forskrift hans. Og þvert að það sem Seðlabankastjóri hefur sjálfur sagt, Akkurat. Nýlega á fundið sem við vorum á húsnæðisfundið inn á. Akkurat, þannig að það algjörlega, það reynda fór hann að tala um launahækkanir héldu uppi verðbólgunni að því að fólk ætti svo mikið pening til að kaupa sér hús. Já. Og maður missir algjörlega andlitið frammi fyrir svona röksamdafærslu. Það svolítið háskalegt ef við erum að hlusta á Seðlabankastjóra sem hefur gríðarlegt vald bara lífskjör fólks ef að þú situr þarna úti í sal formaður að ferð og skilur ekki hvað maður að segja. Já, ég skil hvað hann að segja en ég bara benda á að það sem hann að segja algjörlega fráleitt og heldur einhver vatni og það finnst mér vera með þessa stefnu alla saman og þessar aðhaldsaðgerðir núna til þess að ná niður ríkisútgjöldum í vonum einhvern veginn að þá fari vexti niður og útgjöldin verði minni og eitthvað slíkt. Ég myndi vilja sjá bara evidensuna fyrir því að þetta virka. Því að það búið að skrifa mjög margar lærðar bækur og ekki af einhverju fólki sem lengst til vinstri einhvers staðar á hennu fræðilega litrófi það bara að þessi stefna, hún virkar ekki og hún gerir hið þveröfuga. Hún leiðir til stöðnunar, jafnvel samdráttar, verri lífsskilyrða og aukins ójöfnuðar. En nú hefur kannski margir haft væntingar að þessi ríkisstjórn myndi svona sveigja braut, þarna kemur ný efnahagsstefna. Þú sérstaklega, og kannski þú líka, ég veit ekki, að alltaf fram að það sé ekki í þessu fjárlögum? Nei. Bara same old, eins og sættir? Við vorum að heimsækja kollega okkar á samtök launafólks og opinberu vinnumarkað á Norðurlöndunum í síðustu viku og þá
voru þau að ræða mjög mikið, þetta vitum við hvernig stjórnvöld eru í Svíþjóð og Finnlandi, en eru svo sem sósíaldemókratar í Noregi. En þá var sko þetta að það væri bara viðtekið viðhorf og svona bara stefnubreiting, alveg sama hverju væri við völd og líka þó það væri jafnaðarmannaflokkar, að það einhvern veginn alltaf verið að umgangast ríkið og tala stjórnvöld, ríki og sveitarfélög, eins og þeirra markmiði að vera þau sömu eins og einkafyrirtækjum. Þetta allt orðfæri að borða við skilvirkni og einhvern veginn allt að gerast hraðar og það kom einhver með dæmið þarna og sagði, ég segi oft við ríkisstjórnina, en minna viltu láta symfóníuhljómsveitina spila á tvöföldum hraða, hver útkoman og og hver eru markmið raunverulega með almannaþjónustunni, eru þetta lykilorðin sem við viljum tengja við það? Og svo þetta hlustaði á stefnuræðu forseta og hún svo sem búin að segja það nokkru viðtölum í kring að sko lykilorðið hennar tiltekt. Og ég saknaði svo að við séum ekki, ég meina því aðdraganda kosninga þá sá alveg skýrt hvar hugur fólks lá í þessum efnum. Við vorum að tala heilbrigðiskerfi, við vorum að tala menntakerfi, við erum búin að segja það margoft ástæðan fyrir því að það svona hvað maður segja, samheldni, félagslega samheldni að minnka og bara verri staða félagslega vegna þess að innviðirnir hafa verið markviss veiktir í gegnum tíðina og það hefur ekki verið byggt aftur upp og þá, það þetta hægt að sýna ábyrgð og bregðast við stöðu ríkissjóðs án þess að markmiðið sé alltaf bara að horfa á einhvern veginn þetta sem útgjöld og við höfum ofta rætt Maríönnu Mazzucato við rauðaborðið að stjórnvöld eigi sko að setja sér markmið hvert þau vilja stefna og finna leiðina að því og ég meina þess að bara eins og skýrslu Ríkisendurskoðunar varðandi heilbrigðisþjónustuna að sko mönnunin á Landspítala og heilbrigðisstofnunum hún fer eftir því hvað peningar fást en ekki hvað þarf að gera og þá hugsa maður hvernig þá stóra samspilið varandi þá þjónustu sem þarf á hverjum tíma eða fólk sem bara getur ekki unnið það því að það fær ekki þjónustuna og þar fram eftir göttunum. Þannig að það mér finnst miður hvað við höfum einhvern veginn farið að leið að því að svo auðvitað það líka þannig að við vitum svona almennt að Íslendingar vilja aukin jöfnuð, þeim þykir vænt þessi kerfi okkar og vilja styrkja þau. En kannski minna vegna þess að kerfin eru að virka verr. Já, og hafa bara minni trú á því og þá hætt við að það verða komnar einhverja töfralausnir sem munu alltaf ýta undir ójöfnuð. En ég myndi á móti að þá samt virðist fólk líka svona laðast að þessari hugmyndafræði. Að vera alltaf að tala þetta eins og svona fyrirtækjarekstur og það þarf einhvern veginn bara alltaf að skera niður og taka til. Sem minnst ekki að vera þau lykilorð sem einkenna almannaþjónustuna sem við reyðum okkur á alla daga. Hefur ekki hægrið bara unnið umræðuna og ef þú vilt láta taka markaður þá verður að tala út frá svona sjónarmiðum nýfrjálshyggjunnar? Og breyta bara orðræðinu og fara að tala skilvirkni og einhverju álíka lykilorð. Þú lýsa því að þú verður ríkisstjórn bara gengst inn í þann helli og tala bara eins og áður að tala. Þetta fyrirtæki, ég tek alveg undir með Sonju, þetta fyrirtæki rekst að tala náttúrulega algjörlega óþorlandi og þetta var nú frækt í Bandaríkjunum þegar Elon Musk mætti inn í stjórnarráðið alltaf að hjálpa þeim að skera niður. Það sem hún tókst helst að skera niður var þróunaraðstoð. Það voru stóru peningarnir. Það er sama, alltaf þegar viðskiptaráð kemur og segja öllum upp og maður spyr hvaða störf, segja hvaða störf að segja og það var eitthvað að segja, eitthvað í utanríkisþjónustu eða þú veist, það ekki svör hvað ætlar að gera þetta. Einu færi bílstjóri og eitthvað slíkt. Og þessi störf sem að fólk Sonju vinnur sem að stundum verði alveg vörfið þá tilneyingu hjá þeim sem eru svona almennu markaði að finnast þau störfu eitthvað ofhaldinn og það meginn alveg skera niður og sé fyturlag þar og eitthvað slíkt. Við búum til fjármuni þið eigið þeim. En staðreyndin svo að þessi störf eru líka algjörlega undirstaða okkar starfa sko og þau eru og það eru margir sem halda að þetta skera niður á ríkinu og það finna enginn fyrir því en hvað það sem fer fyrst? Það heilbrigðisþjónustunni í nærumhverfinu. Það stuðningurinn í skólanum, það mönnunin á leikskólanum. Þetta það sem fer fyrst. Þannig að þegar fólk fagnar einhverju svona aðhaldi, þá myndi ég alltaf stíga varlega til jarðar og segja, já og svo náttúrulega gjaldtakan, svo eykst hún. Og nú eins og greining BSIB sýndi fram á að fara að auka gjaldtöku í heilsugæslunni sem var búin að vera markviss stefna. Þannig að þú spyrir breytir þessi ríkisstjórnin kúrs. Ég svona kortur í að lýsa því yfir að hún sé verri í efnahagsmálum heldur en fyrir ríkisstjórn. Hún hún gengur lengra
enda sett hún sér það sérstaka markmið að ná hallalausum fjárlögum ári fyrr og það valla til svona nýfrjálshyggjulegra markmið heldur en að fókusera á fjárlagahalla. Þannig að ég held að hún sé á mjög hallu braut. Fjárlagahalla án þess að hækka tekjur, það náttúrulega sérstaklega nýfrjálshyggjulegt. Já, líka bara þetta fixation á fjárlagahalla bara svolítið undarlegt. Þá ertu farin að nálgast fjármál ríkisins eins og bara heimilisbókhaldið þitt. Og fjármál ríkisins eru ekki eins og heimilisbókhaldið. Ríki getur prenta peninga, ríki getur náði peninga, þetta allt annars konar lögmál. Varðandi tiltektina, þá það þannig að við getum talað við opinbera starfsmenn og þeir myndu segja, já, auðvitað hægt að fara betur með fé. Og auðvitað það þannig, það ekki eins og núverandi opinber rekstur sé bara eins og hann verði allra bestur, það ekki þannig. Þeir eru búin að vera sjálfsagt markmið að taka aðeins til og endurskoða hvort að við eigum að eyða peningunum í þetta eða hitt og þetta ekki bara eðlilegt svona hlutverk í stjórnvalda að vera í linnulausri tildekt eins og hinn hagsýna húsmóður. Þeir eru náttúrulega búin að vera að taka til sem maður halda áfram með þetta orðfæri í núna yfir 20 ár. Ég meina, fyrst eru við með hrunið og bara brjálaða niðurskur þá og svo eru við búin að vera aðhaldskröfur síðan. Og líka fyrir hrunið. Já, og líka fyrir hrunið, já. En það var náttúrulega svona stóri, ég meina, frá þeim tíma þá lýsir okkar fólk því bara hvaða að hlaupa mikið hraðar og að því ég meina ég áttam á því að ég er í forsvari fyrir þennan hóp sem vinnur hjá ríki og sveitarfélögum, en auðvitað snýst þetta líka lífskjör almennings í víðum skilningi og það hagsmunabarátta launafólks í þessum efnum. Þannig að ef þú ert með fólk sem að vinna sér til húðar og jafnvel mitt konur 50 ára eldri fara á örorku eins og nýbúið að koma í skýrslu TR eða þú ert með stóra, þú veist, einmitt svo ég noti annað orð sem að sóun í kerfinu sem nú ekki eitthvað svona megin markmið okkar hálfu að bregðast við en mikilvægt að gera hverju sinni, þá það mannekla, það atgerðisflótti, það starfsmannavelta, það veikindafjárvera. En hér látið eins og aðalvandinn þegar kemur að mannauði ríkisins sé að það sé svo erfitt að reka þá og það þurfa að breyta reglum þarum og það þurfa bara einhvern veginn að rífampa þetta kerfi að það enginn sé að nýta þetta og það bara virðist enginn taka því þegar við erum að benda á sérfræðingar á þessu sviði að segja að það eru fullar heimildir innan núverandi lagaramma til þess að bregðast við að fólk ekki að standa sig. Þetta þá miklu frekar stjórnunarvandi og það sjáum við þetta líka af þeim málum sem að koma inn á borð til okkar að stjórnundur ekki að nýta þetta en óháð því, þú veist að það mútið lappin á hvaða vinnustað sem hjá ríkinu og þá auðvitað að því við verðum að hafa í huga, þú þurfum opinbera starfsmenn mesti fjöldin að vinna í heilbrigðiskerfinu, svo erum við með menntageirann og við erum með félagsþjónustu, þannig að við erum með þessar starfsstéttir sem að við erum vel að bara dáumstað alla jafna, en þegar að tala opinbera starfsmenn þá verðast allir sjá fyrir sér einhvern með olnbogabætur á jakkanum sitjandi og nagandi blýant. Embættismenn, þannig var til þess myndskreiting í Viðskiptablaðinu í gær, það var óþekkti embættismaðurinn sem niðri við Tjörn og komin hellingur á þeim sem voru eiginlega að ráðast á stjórnarráðið. Það var svona hugmyndum að það verið svona embættismenn með olnbogabætur og nagandi blýanta sem að vera að kaffæra okkur. Já, sko svona hvað maður að segja hefðbundin opinber starfsmaður eða starfsmaður ríkis og sveitarfélaga einhver sem yfirleitt í líkamlegum störfum af því þú veist, þau eru heilbrigðisþjónustu eða umönnun barna eða aldraðra eða álíka og þetta eru þeir hópar á vinnumarkaði sem að búa hvað mest álag og mest veikindafjárvera hjá. Þú veist, þannig að þetta einhvern veginn rímar ekki alveg að vera einhvern veginn að mála alltaf upp þessa mynd að því að þetta sé svo aðeinslega rólegt og gott líf og þau sé svo óavalin á kjörunum sínum að þeir líka þar fyrir utan. Við höfum auðvitað fullt af félagsfólki sem að starfa síðan innan stofnana ríkisins og stjórnarráðsins og þú veist, smæð landsins gerir það auðvitað verkum að það eru mjög fáir að vinna, þú veist, mjög mikil verkefni, þú veist, ef maður ber þetta saman eins og hinn Norrlöndin, þá ættur vel að vera miklu fleiri til þess að geta unnið við sambærileg verkefni, sko, sem tengir stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Halla, opinberir starfsmenni með meiri réttindi á sínu vinnustað heldur en fólk á almennum markaði? Já, þeir eru það. Og eru þið til í að verja að þau hafi umfram réttindi á við ykkur? Ég tel að ég jafna réttindin upp á við. Ekki niður á við og það eru fleiri en ráðningaverndin, það eru aðra hluti líka. Ráðningavernd á almennu vinnumarkaði á Íslandi mjög léleg, hún það
og ég finn það á mínu erlenda félagsfólki sem kemur til starfa á Íslandi að þau bara botna ekkert í þessu. Þú veist, bara má bara segja mér upp fyrirvaralaust og án þess að einhvern veginn ég fái nokkur öndurreist og valla skýringar sko. Og jú getur farið fram og eitthvað svona að fá að vita en ráðningaverndin er mjög veik. Dýllinn þar á móti hefur verið góðar atvinnuleysistryggingar. Tekjutengdar, grípa þig og eiga virka. En nú eru stjórnvöld að ráðast að því. Og þá er spurning sko, menn eigum við þá að fara að reyna að krefjast ríkari ráðningaverndar sem að ég held að geta alveg komið til greina. En ég myndi aldrei geta kvittað upp á vinnubrögð stjórnvalda sem að búða verkalýðshreyfinguna fund hvort sem að það er fulltrúarins opinbera eða almenna markaðarins tilkynnaðum ákvörðun og kallaða samráð. Þetta er ekki hægt. Já, og þarna er líka sko sameild með þessu styttingu atvinnuleysistryggingatímabilinu og afnám uppsagnarnefndar og svo þetta líka varðandi jöfnunarframlagið og víxlverkunina er ekki bara samráðsleysið heldur sko sérstaklega varðandi atvinnuleysistryggingar og afnám sko áminningar er þetta að það er einhvern veginn verið að horfa þú orðar þetta held ég grein sko eins og refsistefna þú veist að horfa fyrst eða nálgast málið þaðan í staðin fyrir að sjá sko hver eru markmiðin og hvernig ætlar að betrumbæta þetta og varðandi atvinnuleysistryggingarnar þá hengum við nú þarna í nefndi ég man ekki hvort það voru 18 mánuðir eða næstu 2 ár þar sem vorum að reyna að benda á það að Vinnumálastofnun er ekki að gera nóg til þess að grípa utan fólk sem er í þessum aðstæðum. Það er ótrúlega þungbært að vera svona lengi atvinnulaus og hefur gríðarlega neikvæð áhrif á andlega líðan og getur bara komið líka niður á líkamlegri heilsu. Okkur ber sem samfélag að styðja við þennan hóp. Ég meina við höfum komið á fót hérna virk og það hafi þetta verið einhver úrræði hjá Vinnumálastofnun en það er bara ljóst úr að vera svona langtíma atvinnuleysi að það er mun erfiðara fyrir það að komast aftur inn og í talinu ekki kominu við einhvern ákveðin aldur að það er bara aldursmismun á vinnumarkaði og þá þurfa að styðja betur fólk hvort sem að það er með námstækifæri með öðrum hætti og þau hafa brugðist okkar mati þessum hópi og þá er ekki fyrsta skrefið að fara að taka af þeim tekjumöguleikana með því að stytta atvinnuleysistryggingatímabilið. Að því meina þá þýðir raunverulega bara þau eru að fara á sveitarfélögin sem er nánast engin peningur til þess að framfara sjálfum sér að fjölskyldunni. En þetta er ekki samningsbundið lengd atvinnuleysistímabilsins, verður ekki lengt þarna eftir hrun og hefur síðan í einhverjum áföngum verið að stytta þetta. Þannig það er ekki þannig að þessi verið að brjóta á eitthvað samninga, ekki heldur framlagið inn í lífeyrissjóðuna. Það er ekki samningsbundið. Atvinnuleysistryggingasjóður var náttúrulega komið á eða atvinnuleysistryggingum eftir sko. En ekki lengdin sem getur verið. Nei, en ég ætla að segja þessa sögu því hún er mikilvæg. Ég meina því er komið á eftir harði vítu verkföll hérna til margra vikna sem ég man ekki hvað aðildafélag ASÍ stóð fyrir. Er þetta ekki 56 verkfalli þess að Gvendur Jaki lyfti tunnunu upp á vörubílinn? Já, ég tek því. Og þetta var í höndum sko aðila vinnumarkaðarins og síðan fer þetta yfir til ríkisins og þá eins og þú segir að þá varðandi alla þessar hvað maður að segja stofnanir sem hefur verið að koma upp sem að tengjast vinnumarkaðarinn, menn það er skerðing í fæðingarorlofssjóði eftir hrunið, það er verið að bregðast við og reynda mjög góð viðbrögð þessi hlutarétturinn varðandi atvinnuleysistryggingar í gegnum hrunið, þannig að þú verður að minnka starfshlutfalli fyrir að segja fólki upp í og það er dæmi markmið sem hefur tekist vel og hún er líka manneski En eins og þetta atriði, það er mjög lítið atvinnuleysi á Íslandi og þetta beraði saman við Norðurlönd og segir það miklu styttra tímabil þar og bæði það sem að Halla er að segja, það er bara allt öðruvísi kerfi þar. Ég meina í Svíþjóð gildir sú regla að síðasta manneskjan til þess að vera ráðin og að vera fyrst til þess að fara þegar það eru uppsagnir. Það eru miklu stífar reglur og það er enginn að fetta fingur út eða þar. Af því það þykir bara eðlilegt, af því það vita allir sem er og allar rannsóknir sína það að missa starf er áfall, það hefur gríðarleg áhrif á þig og þess vegna þarfst einhvern veginn að bregðast við því með kerfinu í kring og gera það manneskjulega. Það sem ég átti við með þessu að þetta er ekki í samningum og þar lendi hafið þið raunverulega að fá tækifæri til að bregðast við þessu. Þetta er ekki brot á samningum. Þetta er ekki brot á kjarasamningum en það var jöfnunarframlagi var gert sko samkomulag milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins hvernig því ætti að vera háttað. En þarna bara klippir ríkið einhliða á það og þetta er ríkið með fjárlögin. Og fjárlögin eru náttúrulega bara sett okkur í ári þannig að þegar það kemur að fjárlega liðum þá geta þau gert þetta. Þess vegna er mörguleiti bagalegt að atvinnuleysistryggingasjóður og fæðingarorlofssjóður að þeim hafi bara verið sópað inn í ríkissjóð og svo getur ríkið bara útdeilt eftir eigin höndugleika og það er ekki gott kerfi.
Þannig að það var samkomulag jöfnunarframlagið og það er verið að rjúfa það einhliða, en þetta er ekki mál sem við getum farið í verkfall yfir, við höfum ekki heimildir til þess. Þið lítið á þetta sé svik stjórnvalda gagnvart verkalýðshreyfingunni? Já, sjálfsögðu. Það ganga bak orða sinna. Og ég held að ríkisstjórnin verður bara að velta því fyrir sig, vill hún vera í samvinnu og samráði við verkalýðshreyfinguna eða ætlar hún að gera hlutina bara einhliða og þó að við sem ekki fara í verkfall þá höfum við nú ýmis tæki og tól til þess að koma okkar áherslum á framfæri. Eins og? Ég meina þú veist alveg líka að það skiptir pólitíkina máli hvert viðhorf almennings til þeirra. Við erum raunverulega fulltrúar alls launafólks ef við tökum okkur saman eins og við höfum yfirleitt gert í öllum þessum stórum málum og þetta skiptir fólk máli og þetta þegar að koma svo fjárlög og það er verið að ræða mjög svona fjölbreytta hluti að þá er það auðvitað okkar hlutverk að benda á það sem er ekki að fara eftir þeim hætti sem við viljum. En ég hef áhyggjur af því að þegar maður sér það bara á svona sögu verkalýðshreyfingarinnar að ýmist er gott samtal og samráð við ríkisstjórnir og stundum er þetta bara varnarbarátta og það er svo mikið sóun og það væri svo miður ef að tíminn okkar væri bara að fara í varnarbaráttu núna framundan. Er það óbreytt stefna að hún leiði til niðurbrots á grunnkerfi samfélagsins og hnignunar innviða sem að leiðir að sér pólitíska upplausn? Hvað þá verið varst að segja? Og við erum náttúrulega á tíma þar sem við erum að horfa á pólitíska upplausn í öllum okkar einhluta. Telur þú eða þið að það að breytum stefnu sé, ég veit ekki hvernig þetta orða, bara öryggisstefna, að tryggja það að hér verði friður í samfélaginu, að þá verðum við að fara á þessar stefnu því að óbreyttu þá munum við kalla yfir okkur þá upplausn sem við getum séð í mörgum löndum í kringum okkur. Ég tel að minnstu kosti þetta sé mikill hættuleikur og við sjáum það alveg, núna, það byrja að kenna útlendingum það sé þeim að kenna hvað þetta sé erfitt og alla því að þeir tala ekki íslensku og svo er skorið niður framlagið til þess að kenna þeim íslensku og það hinga til hefur almenningur í Íslandi ekki verið innkeyptur fyrir svona málflutningi en þegar að svona meginströmm stjórnmálin fór að taka hann upp þá breyttist það og fólk er einhvern veginn tilbúnara í þessa umræðu og meira þeir sem eru með færri útlendingi kringu sig. Það er vist alveg líka svona fylgni þar á milli og það er eins og könnunum sem komið daginn sem að fólk sem býr utan Reykjavíkur er reiðara yfir byggingum í Reykjavík án bílastæða en fólk sem býr í Reykjavík á svæðunum þar sem vantar bílastæðin. Þetta er mjög merkilegt en þetta á svolítið við útlendingana líka. Fólk er svona reiðara yfir þeim sem er minni í kringum þá eða minni í kringum fólk og við sáum að ég er bara ennþá með bara kalt vatn á bakinu eftir að hafa fylgst með þessum mótmælum í Bretlandi sem mæta 110-150 manns að myndunum að dæma að stofnunum til kallar, hvíti kallar með enska fánan þú veist, sumir með braska margir með enska Fylgjast Tómi Róbertsson veifandi honum eitt ríkasti maður heims að ávarpa hópinn í gegnum einhvern búnað og segja við fólk í öðru landi en sínu eigin að nú sé komin tíma stjórnarskipti í þessu landi og ef að þau verða ekki með friðsamlega hætti þá verður þau með ófriðsamlegum hætti og þetta er maður sem á brjálæðislega fjármuni og í gegnum þá gríðarlega áhrif. Þannig að lýðræðið stendur bara veikt andspæni svona rugli Þannig að mér finnst þetta mjög hættulega leikur að búa til efnahagslegt óryggi og efnahagslega óánægju hjá fólki í einu af ríkustu löndum í heimi bara til þess að framfylgja einhverju ideológíu þá geta þetta hæglega orðið afleiðingarnar. Og niðurskurðin leiðir til þess að fólk upplifir það að kerfin sé ekki að þjóna mér. Ég er bara á einhverjum biðröðum eftir heilbrigðisþjónustu og ég fæ engan stuðning og óréttlætið í samfélaginu bara eykst. Íktasta myndin af þessu, þú veist, er auðvitað það sem gerist er að hinn er ofsa ríku verða ríkari og millistéttin minnkar, þú veist, og fólk sem áður átt að geta haft það bara fínt, hefur það ekki fínt og bara mjög slæmt. Þannig að hún minnkar og sífellt fleiri búa við
fjárhagslegt óöryggi og við húsnæðisóöryggi og allt svona innviðnir í nærumhverfinu, þú veist, grotna niður, þú veist, menni Bretlandi bóloka bókasöfnum og þú veist, alls konar svona bara merki það að allt sem samfélagslegt sé á undanhaldi. Klara Mattei sem var flutt inn í fyrra hélt þetta mjög góðan fyrirlestur og hún stúderaði þessi niðurskurðarstefnuna þegar hún var til sem var eftir fyrir heimsstyrjöld og hún var til einmitt vegna þess að þá var búið að spandra alveg gríðarlegum fjármunum í stríð og almenningur í Evrópu segir, við erum ekki til í að borga fyrir þetta, sko. Það þarf að finna einhver aðra leiðir. Og ekki nóg með það heldur var þetta fólk líka komið með kosningarétt, sko, einhverja konur og kallar sem átti ekki neitt og þú veist og fóru að krefist einhver velferðarkerfis og einhver svona réttinda og verkalýðshreyfingin verða til og þá bara kemur upp úr því umhverju sprettur þessu hugmynd að það verði bara að pína almenning með háum vöxtum og niðurskurði hjá opinbera og aga allt og alla inn í eitthvað form til þess að bara vernda sko efnahagsskipanina. Það er sagt að þetta sé til þess að ná jafnvægi á ríkisfjármál en í raun og veru þetta til þess að vernda efnahagsskipanina. Sömuleitt er þetta til þess að draga úr afli almannavaldsins í gegnum ríkisvaldið að skerða möguleika þess til fjárfestinga í grunnkerfum og uppbyggingu í samfélaginu. Það er verið að búa til einhverjum svona kenningar það hversu mikið ríki má skulda og hversu mikill halli má vera tiltekinn tíma til þess að draga úr afli þessa mikla valds sem liggur í ríkinu. Og allt er þetta frekar nýjar hugmyndir. Allt er þetta nýjar hugmyndir, nýlegar. Ég er nú gift sakfræðingi sko, sem minnum ofta það ég held alltaf að flest sem hafi gerst svona síðustu 30 árum sko. En þetta eru mjög nýlegar hugmyndir, sögulega séð sko. Hugmyndinu sjálfstæðan Seðlabanka er bara mjög ný hugmynd. Það er svona frá 1980 það er áður hafði engum dottið það í hug en það er ég meina kannski er hann sjálfstæður hann er náttúrulega að vinna bara inn í svona tiltekna hugmyndastefnu hann er ekki sjálfstæður það. Nei, en hann er sjálfstæður frá lýðræðinu. Þú veist, við getum ekki kosið hann í burtu eða Við getum kosið fólk sem breytir lögum Seðlabanka. Já, við getum það, já. En verkalýðshreyfingin er til þess ekki með kröfur það. Hvað? Að það verði breytt grunninum undan stefnu Seðlabankans. Nei, ég hef nú meiri áhyggjur sko uppgangi hægri og öfgapulagi í heiminum heldur en akkurat þessu skipulagi. Sko, mér langar aðeins að ég var alltaf fyrir mig að segja að mér var svo áhugavert að því við vorum svo ég nefni aftur þessa heimsókn til Svíþjóðar þar sem hitta norræna kollega að þá auðvitað voru að spyrja upp og ofan og heyra af niðurstöðu norskra kostninga og þar kemur í ljós að ungt fólk hefði allt kosið sko öfgara hægri flokkinn alveg svo kom svolítið skýrt fram að unga fólki hefði kosið miðflokkinn og svona maður veltir aðeins fyrir sér sko, hvert við erum að fara og svo voru að taka svona stikkpröfur svona hvað umræðan væri og það var einhvern veginn verið að lýsa sko beinagrinda samtali sem var nákvæmlega eins sko Vogue í Svíþjóð og Noregi eins og hér anduðu gagnvart innflytjendum auðvitað eru þau með lengri sögu af því og heldur en við en samt að það sé enn svona meira svona verra viðhorf. Ég upplifði að verkalýðshreyfingin þar væri ekkert að pæli transfólki, ég náði einhver svona samtali það var einhvern veginn átt að má sko hver afstaða þeirra væri, þannig að það kannski að þið vitum það sko allavega sænska kvenréttindahreyfingin að hún talar konur með leg og það sé skilgreiningin á konu, þannig að það eru anti-trans en allar þessar hugmyndir, þannig að maður veltir einmitt fyrir sér sko hvernig verða stjórnmál til framtíðar og að því leitinu til að þá kannski þetta mótsvarið að vera með svona frasa sem að tala allavega ekki inn í mitt hjarta, að tala tiltekt okkur álíka. Þú ert að tala inn í hóp sem er bara það mótaður af svona hugmyndafræði að aðalatriði sé að borga sér minnst skatta og en gera samt kröfur á móti. Þú veist þannig að þetta einhvern veginn gengur ekki alveg upp. Þannig að ég er einhvern veginn aðeins þar, þú er búin að vera eitthvað svona já, smá svona miðminn að velta fyrir mig hvert við erum að þróast í þessum efnum af því að eins og Halla var að koma inn á áðan að ef þetta er einhvern veginn þannig að bakslæði verður í þá átt
að við viljum bara að ríki gerir sem minnst og hver sem sinna gæfu smiður en þá hefur það enn neikvæðar áhrif á innviðin okkar ef við kjósum þannig fólk yfir okkur. Nei, til þess að lýsa svona vanda okkar tíma að það ekki samkomulag lengur hvernig samfélagið að vera og hvernig það að þróast. Og það myndi ég halda, það myndi vera mjög mikilvægt fyrir verkalýðshreyfinguna að það væri eitthvað slíkt samkomulag til þess að geta starfað áfram. Ég meina að verkalýðshreyfingin hafði það á síðustu öld, svona einhverja leiðbeiningar það að við verum að stefna til aukins jafnaðar og við ættum að lyfta upp hinum fátæku og það var svona breiðu línunar, það var tildulega breiði sátt það. En núna erum við komin í stöðu það sem ekki sátt það hvernig samfélag okkar eigi að vera. Það ekki þá þörf fyrir verkalýðshreyfinguna að móta það einhverjar hugmyndir, berjast fyrir þeim kannski og líka ef við erum að tala fjárlögi núna og þá stefnu sem að vera raunverulega mótvægi við stjórnvöld. Það sem náttúrulega framundan einhvern veginn svona allavega eins og blasi við manni svona fyrst og fremst varnarbarátta fyrir því sem við höfum þó áorkað en svo þetta kemur hitt hvað á að gera eins og varðandi heilbrigðiskerfið. Sókn sögð besta vörnin. Já, ég nefnilega sammála því og ég meina þegar við mátt tekið þetta, ég meina stefna ASÍ og BSRB í grunninn óbreytt frá stofnun þeirra og það alveg áhugavert að lesa kröfurnar frá þeim tíma. Að því með það bara verið að tala heilnæmt húsnæði og það verið að tala heilbrigðisþjónustu fyrir öll og reyndar atvinnustryggingar og þessi atriði að þetta náttúrulega við erum ekki að fara að búa til neitt nýtt við eigum þetta í okkar DNA og það bara og finnum það alveg okkar fólki innan BSRB og ég meina við heyrum það alveg þegar við erum að tala saman okkar á milli en svo veltum að fyrir sig hver þetta bergmálshellir að því ég alveg sammála þetta samfélagssáttmálinn eða þetta bara þannig að við heyrum meira af hinnu og erum svolítið bara að bíða eftir einhver annar stígi fram til þess að tala út frá jöfnuði mennsku og bara þessari samkennd og samstöðu. En alltaf fólki sem var út á götum London var að hafna samfélagssáttmálunum og segja að vildu fá landið sitt aftur og eins og að stefna undanfærni ára hafi eyðilagt landið þeirra. Þannig það ekki samkomulag til dæmis það augljóst ekki í Bandaríkjunum en það að færast yfir til Bretlands og víða í Evrópu, það sem bara ekki samkomulag það hvert við að fara með samfélagið og ég bara að spyrja þessu þetta baráttu tæknileg spurning til verkalýðshreyfingarinnar. Þarf að vera samkomulag, breytt samkomulag, sirka hvert við erum að fara eða það kannski ómögulegt að ná því innan verkalýðshreyfingarinnar vegna þess að þessar hugmyndir eru byrjað að skjóta rótum þar og menn vilja bara fara hingað og þangað. Getur verið hellingað fólki innan verkalýðshreyfingarinnar sem að vill miklu harðari hvað þetta kallað útlendingastefnu anti-woke. Já, mér finnst þessi anti-woke umræðar endar að vera á svona intellectual leveli og ég verði ekki inn í mínu félagi þegar ég fer og hitti mitt félagsfólk þá verði ég ekki veru að fólk sé að pæli því hver woke og hver ekki woke og hvað það kostar En hann mér finnst það vera svona innflutt leið til þess að reyna að kljúfa fólk einhverja fylkingar og búa þar til Já, það var eiginlega punkturinn, þetta innflutta allt. Já, það mjög mikið innflutt af einhverju svona átakalínum en mín skoðun svo að það risti ekki mjög djúpt meðal fólks. En Tommy Robinson, þú þekkir nú til í Bretlandi, næstu má eiginlega segja á seinni árum innfluttur frá Bandaríkjunum. Já. Hann var eiginlega bara búinn til aftur sem fórnarlamb skoðunar kúunar Evrópu af Elon Musk og félögum. Já, og mætir þá sem málfrelsisetja og fólk flikkir sér út á götur. En maður sér það er alveg verið að nýta þetta líka. Ég meina hann formaður einn stjórnmálaflokk sem héldi fram að allir væri að telja vitlaust og í raun og veru hefði verið 3 milljónir þarna. En allir líka skipuleikjendur og aðrir hefði verið að telja vitlaust. Og með einhverju svona hugmyndir demografíuna sem þarna á samankomin sem enga myndir rendur stóðmyndir en ég meina, þetta svolítið háfleig spurning hjá þér sem að held að sé að fara með margar áttir. Ég veit ekki alveg hvort að það samfélagssáttmáli. Ég tel að þessi talsverð sáttum að það séu sterk stéttarfélög. Mér finnst fólk vera ánægt með það. Sonja vísaði til þess að sagði að flestir hér á landi vildu aukin jöfnuð og fleira. Hún eiginlega talaði áðan og gekk út frá samfélagssáttmáli eftir því að væri gildi. Já.
Meðal almenning, sko. Já. Kannski eru stjórnvöld að reka samfélagssáttmála nýfrjálshyggju árana. Ég held hann sé það, en mér finnst þetta vera, og kannski það vitleys í mér, en mér finnst þetta svona þessi andstæða við hinsegin réttind allt í hennu, það gera transfólk og eitthvað pínu lítinn minnihlutahópa einhver aðalatriði í öllum umræðum sko. Og útlendingaanduðin. Mér finnst þetta vera svona mál sem búin til af stjórnmálunum, miklu meira heldur en að þetta sé eitthvað svona sem að kraumar undir í meðal fólks og svo brýst upp í gegnum stjórnmálin. En ég hef ekkert fyrir mér í því annað en bara það sem ég sé í kringum mig sko. En það breytir því ekki að það virkar. Og ef að og þetta bara, maður er náttúrulega að sé þetta víð annars staðar og alltaf svo Ísland sé aðeins og eftir sko. Ef að þér, eins og núna, fólk er búið við hávaxtastefnu í 3 ár sko. Bara mjög grófa hávaxtastefnu í 3 ár. Ber gríðarlegan kostnað húsnæðislánunum sínum. Ungt fólk, margt bara fer að hugsa, þetta meikar ekki eins og sens að vera að reyna þetta. Og síðan þessi lýsing Landspítalanum sem kom inn áðan sem bara ríkisendurskoðun setur fram í skýrslu. Erfiðleikar við að komast að því að lækna, minnstu veist ekki alveg hvernig átt að fara að því og það finnst alltaf eins og sért að trufla. Og síðan eru stjórnmálamennirnir líka að segja all kerfiðin séu glötuð og skóliðin glataður. Og svo sett þetta náttúrulega bara útlendingum að kenna. Að auðvitað alltaf einhverjir hópar sem eru móttækilegir fyrir þessu. Að því að við viljum náttúrulega bara einfaldar lausnir og aðgerðir til að komast á eitthvað betri stað. En ég bjó í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan var. Það sem að loforðið sko, hún var enda mjög áhugaverð þegar þeir sem vildu vera áfram sögðu að það ætti allir að vilja vera áfram og það væri stöðuleiki sko. Sem náttúrulega glataður fyrir fólk sem er búið að lifa allt þetta sem verður að lýsa á hann sko. Og ég er ekkert hissa á þeim að hafa ákveð að kjósa frekar kaosið og upplýsnina því að kannski myndi hún leiða til einhvers. Ég vil frekar óvissu heldur en óbreytt ástand fyrir óbreytt ástand tjóna við ekki. En öll loforðin þarna að allt yrði betra í heilbrigðiskerfinu, að skólarnir eru betri og veginni betri, að vera farið úr Evrópusambandinu og til að ná stjórna landamærunum og það kem ekki og vera herðið einhverju reglur og makar með ekki koma eitthvað. Kerfin eru verið nokkru sinni sko. Þannig að þessi loforð þetta eru svikalofurð og þau eru, þetta er svolítið ljótur leikur sko, en hann hefur virkað annars staðar og kannski mun að virka hér, en ég vona við og minnst ekkert gaman að vera í þessari stöðu sem við erum í og upplifa það að maður þurfi bara að fara í varnabartu, en ég veit hins vegar að stöndug og góð stéttarfélög eru lykil þáttur í að verjast þessu. Og við munum gera það sem í okkar valdi stendur til þess að gera það. Þetta er áhugavert umfjöllandi, kannski finn ég leið til þess að fjallum þetta sem er eiginlega staða verkalýðshreyfingarinnar á tímum pólitískrar upplausnar. Og ég meina við erum komin inn í þann tíma, það er bara þannig. Eiríkur Bergmann talar ofta verið löngu komin inn í tíma hinna populísku stjórnmál eftirstríðsárinu eru farin. Þannig að mér finnst fullt tilefni fyrir að velta því fyrir sér hvort að til dæmis grundvöllur sem BSRB og ASÍ voru mynduð á fyrir löngu síðan, hvort að við þurfum að endurskoða hann, hvort að þurfum að leita að einhverju breiðari sátt og samstöðu með það hvert við ætlum að fara með afl þessara félaga. Ég held að þið séu dæmt til svona dýpri pólitísku vangavelna heldur margir forvarðar. Ég nefnilega, ég held að sko barátta og kjarnin í verkalýðshreyfingunni er sem betur fyrir bara sígilt, eða skilu, þessar hugsunir þar breytast ekkert. Ég meina BSRB er stofnað, það eru nokkur stéttarfélög og opinberum vinnumarkað sem ákvað að taka höndum saman út af því að það er dýrtíð. Og þau vilja bregðast við því. Og þú veist, ef maður lesi við stefnundar okkar, að þá þetta eru sömu grunnatriðin og sömu setningarnar og svo ef maður fyrir til Norðurlandana og sömuleiðis í Evrópu og alþjóðlega, líka í löndum þar sem er nánast ekki, þú veist, þeir innræðis ekki í grunninn eða ekki lýðræðislega kosningar og ekkert velferðarkerfi, þú veist, þá er hugsjónin alltaf svo sama. Og einhvern tímann hefur það nefnt að verkalýðshreyfingin sé einn stærsta friðarhreyfingi heimi, þú veist að þetta snýst samstöðuna. Þannig að
Já, en einmitt ástæðan fyrir ég var einhvern veginn að brydda upp á þessu að bæði erum við með þetta út frá sem að var ekki eftir fyrstu kosningar Trumps, þú veist, okkur hann hefði verið kosinn og var þetta að mætti ekki skilja neitt eftir, þú veist, að talaði inn í fólk og en núna erum við líka með sko algoritma og gervigreind og þessa risa, þú veist, sem að eiga þessi tæknifyrirtæki sem einhvern veginn að grafa undan lýðræðinu og það svona ný vitt inn í þessu. Þú veist, þannig hverjir eru straumarnir? Er þetta einn og sami straumurinn? Já, við sjáum það rannsóknum, bara uppgangur hægri öfgaafla sem að hafa áhrif, en ef að viðhorf yngri kynslóðarinnar bara allt annað en okkar, af því að þeirra veruleiki en allt annað heldur en við bara vitum og skynjum og við fullorðna fólki sem erum ekki, þú veist, á sömu lendum og þau á netinu, að við hefum ekki einu svona, þú veist, getum ekki spurt réttu spurningana til þess að draga allavega fram viðhorfið og reyna að ögra því sem þau eru einhvern veginn búin að innbyrða. Þú veist, það er eiginlega það sem ég er einhvern veginn er þessa dagana. Eins og kom í ljós í síðustu viku þegar fólk á ykkar aldri og mínum aldri vissi ekki hvað Charlie Kirk var, en spurðu svo drengina sína sem kom út úr unglingaherberginu og vissu allt um hann. Já, eða þættirnar adolescence, eða þú veist, þetta bara að koma stöðugt meira og meira fram, þú veist, að þeirra veruleiki, bara svona þeirra hugmyndir eru náttúrulega bara mjög mótaðar af ýmsu sem að við höldum þú veist, að bara búið að vera að mæta með börnina í gleðugönguna ár eftir ár og alls konar varandi hinsegin fólk og svo allt komin andu í gagnvart þeim hópi og transfólki sem líka, þú veist, við vorum einhvern veginn eftir löginu kynnan sjálfur að við vorum búin eiginlega með þetta, eða þú veist, við erum bara að fara aftur á bak og hvað erum við þá að fara að gera? Og við erum búin að benda á verkalýðshreyfingin saman út frá rannsóknum Vörðu og fleiri rannsóknum að sko vinnu atvinnuþátttaka innflytjenda er meiri heldur en Íslendinga þannig að þessi hugmyndum og þau séu einhvern veginn komin inn til þess að liggja á kerfinu er alröng. Það er náttúrulega einkenni á þessu tíma líka en að populísku stjórnmála skiptir engum máli hvað er sagt. Nei. Og það er bara hver er afli til þess að koma sinni útgáfu í gegn. Ég ætla að segja verkalýðshreyfingarna sko, hún er óbúslega sterk og glæsileg á Íslandi og ég er mjög stolt af því að tilheyra henni og bara fá að starfa innan hennar, mér finnst það bara frábært. En ég hef aldrei verið í hreyfingu sem rífst eins mikið það sem hún er sammála eins og verkalýðshreyfingunni. Maður getur setið á 3 tíma fundum það sem er lesið yfir manni eitthvað sem allir eru sammála eins og ágreiningurinn sé þar inni og ég er vel búin til ef færi gefst og ég reynir það bara alltaf að minna mig á að þessi hreyfing hefur náð ótrúlegum árangri fyrir Íslands samfélag þrátt fyrir og kannski stundum vegna allra þessara átaka. En ef það á að fara í gulu miða stefnu með að fundi með verkalýðshreyfingunni samfélagssáttmála held ég nenni því ekki Ég held að ég muni reyna að gera eitthvað annað þannig. Ég er alltaf í gulu miða að bransa með mínu fólki í forgangsröðuna því við getum ekki að tala allt. Þú veist, við þurfum að tala eitthvað 1-30 í einu og við náum einhvern veginn alltaf að rýma þetta upp sem ég er mjög stolt af. Kannski einhver kúltúrmunur. Sonja og Halla, takk fyrir að koma hingað að tala fjárlög og hvernig við getum rætt saman samfélagssáttmála því að einhvern veginn alveg ljóst að samfélagssáttmálinn fallinn með einhverjum hætti. Kannski verður aldrei til eitthvað svona, kannski verður það bara góðsögn. Ég held að samfélagssáttmálinn sé þarna, það er bara verið, þú veist, það er kannski að kjarnast úr hópnum, er það ekki meira þannig? Herðu, kæra þakki fyrir að koma, Sonja og Halla. Takk svo leiðis. Takk fyrir. Og við ætlum að halda áfram að ræða samfélag okkar og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum að ræða ríkisútvarpið, Eurovision og fleiri mál varða almannaútvarpið. En í gær ákváðu Spánverjar að taka ekki þátt í Eurovision ef Ísrael fær að keppa. Fleiri þjóðir sýna það sem ég myndi kalla samfélagslega ábyrgð með þessum hætti. Nú, stundum hefur Ísland verið í fararbroddi ríkja kemur að stuðningi við mannréttindi á erlendum vettvangi.
Og hér á landi bíða margir spenntir eftir að RÚV flauti þáttöku okkar af í keppninni miðað við þáttöku Ísraela, svona að óbreyttu, sendi skýr skilaboð og ekki síst í ljósi niðurstöðu undirstofnunar Sameinuðu þjóðanna í gær, þar sem segir að sannarlega sé þjóðarmorð í gangi á Gaza, sama dag og Ísraelar reiðjast fram með landhernaði af áður óþekktum skala, skilsmanni, og eira engu. Útvarpsstjóri Stefán Eiríksson sestur hér við Rauða borðið. Vertu velkomin, Stefán. Takk fyrir. Liggur fyrir á þessu andartaki hvort Ísland tekur þátt í Eurovision ef Ísraelar fá að keppa? Já, það sem liggur fyrir að núna í gangi ferli innan EBU, það sem verið að fara vel og ítarlega yfir afstöðu einstakra aðildastöðva EBU til þáttöku Ísraels í keppninni. Og ef þú skýrir EBU fyrir okkur, svona einhver sem ekki skilur það kannski? Eru samtök evrópskra sjónvarpsstöðva og sjónvarpsútvarpsstöðvarinnar í allri Evrópu og víðar, því að eins og fram hefur komið þá eru Ísraelar þáttakendur í EBU og fleiri ríki sem almennt teljast ekki til Evrópu. Þannig að þetta tegir sig víða og það eru mörg lönd sem eða sjónvarpsútvarpsstöðvar í mörgum löndum sem eiga aðild að EBU, og EBU hefur haldið Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, í að verða 70 ár og þetta gríðarlega stór viðburður. Þetta stærsti sjónvarpsviðburður í heimi ef frá eru taldir íþróttaviðburðir. Þegar ef við bara mælum og metum áhorf og aðra útbreiðslu á þessu efni. Þannig að það eðlilegt að þetta dræja sér athygli af ýmsum toga. En spurningin sem að þú berð upp snýr að afstöðu okkar, og við höfum gefið það mjög skýrt og sterkt í skinn í allri opinberu umræðu og ekki síður á vettvangi EBU að það eru litlar sem engar líkur á því að Ísland taki þátt í Eurovision ef ekki verður breyting á afstöðu EBU til þáttöku Ísrael eða þáttöku KAN sem ísraelska ríkissjónvarpið í keppninni. Litlar sem engar líkur. Litlar sem engar líkur. Það bara staðan eins og henni núna. Við vitum ekki nákvæmlega hvað gerist. Keppnin næsta vor. Og EBU hefur framlengt frestinn sem að sjónvarpsstöðvarnar hafa til þess að tilkynna um þáttöku eða öllu heldur draga þáttöku tilbaka án þess að það hafi fjárhagslegar afleiðingar í för með sér fyrir stöðvarnar til 10. desember næstkomandi, og aðalfundur EBU verður haldinn í byrjun desember þar sem að þetta mál verður væntanlega leitt til lykta með einum eða öðrum hætti. Mér fannst á dögunum að það væri svona eins og eitthvað karp og ekki algjör eining inn í stjórn Ríkisútvarpsins hvort það ætti að koma einhvers konar ráðherraboð inn í þetta pólitískt eða hvernig það væri. Getur aðeins farið yfir það? Er sýn þeirra sem að sitja í stjórn Ríkisútvarpsins að einhverju leyti ólík? Já, nú það auðvitað bara stjórnarinnar og stjórnarmanna að ræða það, en þetta birtist auðvitað bara í fundagerðum frá stjórnarfundum, þar sem að fram kemur að það eru einhverju marki skipta skoðanir það hvaða marki stjórnin eigi að blanda sér í þessa umræðu, og við höfum líka í þessari umræðu undanförnum árum, því að þetta ekki fyrsta skipti sem að þessi mál koma til umræðu innan hús og utan hjá ríkisútvarpinu, bent á það að það í sjálfur sér ekki ríkisútvarpið sem á að vera í forystu pólitíska afstöðu til mála á borð við það sem að þarna undir. Ríkisútvarpið fjölmiðl sem starfar í almannaþágu, á að gæta hlutleysi og hlutlægni í öllum sínum fréttaflutningi og umfjöllun, og það mjög mikilvægt fyrir okkur að gæta að því. Á sama tíma þá höfum við alveg skoðanir á vettvangi EBU, til dæmis það hvort að ríki séu að
starfa í samræmi við þær reglur sem gilda Eurovision keppnina og höfum á þessum árum sem að liðin eru frá því að þetta fór allt saman í gang komið þeim skoðunum okkar mjög skýrt á framfæri á mismunandi stöðum innan EBU og það er það sem við höldum áfram að gera og við erum auðvitað að ræða þetta ekki bara á vettvangi EBU heldur líka við kollega okkar á Norðurlöndunum. Við erum í mjög þéttu og nánu samstarfi, almannaþjónustumiðlarnir á Norðurlöndunum og þar á meðal þetta mál. Er óbræðið þínu munni að við höfum tekið þátt síðast? Ég ætla nú bara ekki að lýsa því sérstaklega en það er auðvitað umhugsunarefni fyrir alla af hverju við erum í þessari stöðu og ekki bara á sviði menningar og tónlistar eins og Eurovision keppnin heldur líka á sviði íþrótta og í öðru samstarfi. En ég held að það sem er mikilvægt að undirstrika það að í þessum málum er það auðvitað pólitísk forysta í hverju og einu landi sem að tekur ákvarðanir utanríkispólitísk mál eins og gert hefur verið í öðrum tilvikum og getum farið nokkur ára aftur í tíman og getum farið áratugi sömuleiðis aftur í tíman og það er auðvitað þá okkar að fylgja þeim línum sem lagðar eru af stjórnvöldum eða af Alþingi svo dæmi séu tekin og á það höfum við ítrekkað bent. Þetta hlutleysi sem þú nefnir til dæmis blaðamennskan í heiminum hún hefur svolítið breyst viðhorf til að sé eitthvað til sem heitir hlutleysi. Þú vísaði til þess að Ríkisútvarpið er að vera hlutlaust. Kann að vera að hugmyndir okkar hlutleysi séu að einhverju leyti sprottnar á göfgun eða einhverjum svona miskilningi að það sé ekkert til sem að heitir hlutleysi og einmitt Ríkisstofnun sá fjölmiðil sem nýtur þeirra forgjafar sem Ríkisútvarpið hefur í formi áskriftargjalda og annars slíks afnotagjalda að sú stofnun þurfi stundum að órenga sig á puttunum og verða leiðandi og sína hugrekki og vera ekki hlutlaus. Nú störfum við bara eins og aðrir almannaþjónustumiðlar á grunni ákveðnar hugmyndafræði almannaþjónustu útvarpið og hlutverk þess og verkefni og það er mjög mikilvægt að þetta sé tryggt og þetta hefur auðvitað þróast með ákveðnum hætti á undanförnum árum og áratugum. Við munum það væntanlega báðir þegar að útvarpsráð pólitískt skipað sáum alla ráðningar, ekki bara ráðningar og útvarpsstjóra eins og er hlutverk stjórnar Ríkisútvarpsins núna, heldur líka ráðningar á einstaka dagskrárgerðarmönnum eða fréttamönnum. Og það var talið mikilvægt að það væri svona einhvert pólitískt jafnvægi innan stofnunarinnar á þeim tíma. Á sama tíma þá gættu fréttamennirnir þó svo að þetta væri bakgrunnur þeirra ráðningar að því að sinna því verkefni að fjalla málefni á hlutlausum eða hlutlægum grunni. Í því felst ekki að fréttamaðurinn megi ekki hafa afstöðu eða skoðun á því ef að til dæmis eitthvað hefur klúrast á vettvangi ríkisstjórnarinnar eða einstakra sveitarfélaga eða hjá einhverjum fyrirtækjum að hafa þá skoðun að þarna sé eitthvað klúður í gangi sem þurfi nú að ávarpa og ræða en fréttamaðurinn á ekki að taka afstöðu, hann á ekki að vera með skýra afstöðu, ræða hana á opinberu vettfangi og samfélagsmiðlum til dæmis til aðildar að Evrópusambandinu eða svo við nefnum svona eitthvað málefni sem er ofarlega á baugi í umræðinni gjarnan hjá okkur. Fréttamaður verður að gæta að því og Ríkisútvarpið sömuleiðis að það sé ekki að taka einhverja slíka afstöðu. Á sama tíma þurfa fréttamenn auðvitað að spyrja mjög gagnrýna spurninga, setja fram spurningar sem að í eyrum og augum einhverja hljóma þannig að þeir hafi einhverja mótaða afstöðu til hlutana. En fréttamaðurinn líkt og þú ert núna, þú ert auðvitað að setja fram spurningar
og spurja að einhverjum atriðum til þess að upplýsa almenning í landinni og fá fram svör frá þeim sem að ráða eða eru í ákveðnum hlutverkum. En þetta bara stöðugt umræðuefni á vettfangi fjölmiðla og blaðamennsku, ekki bara hjá okkur, heldur út allan heim og rauður þráður í umræðu og samtali á vettfangi almannaþjónustumiðlana sömu leiðis. Hefur verið mikil umræða innan hús hjá ykkur efnistök kemur að fréttum frá Gaza og af þessu skelfilega stríði eða innrás eða eyðingu fólks, þjóðarmorðs eða hvað orð maður á að nota, því að þú ert væntanlega því kunnugur að sumum finnst skorta að RÚV hafi sig upp fyrir, segir hann, segir hún, Netanyahu bara með 50% af umræðutímanum og svona að greining og sjálfstæði, það vantar svolítið upp á greiningu og sjálfstæði og sumir segja hugrekki fréttastofuna til þess að leiða gagnrýni umræðu hvað varðar Ísrael. Það eru þetta sjálfsögðu umræða þetta á vettfangi fréttastofunar og vettfangi Rásar 1 og Rásar 2 og Sjónvarpsins. Dagskrárgerða fólk sjá okkur það hvernig eigi að ræða og flytja fréttir af þessum atburðum sem þarna eru að gerast. Og við þurfum eins og ég sagði áður að gæta því að upplýsingar og sjónarmið frá öllum aðilum komi fram, og við finnum það mjög skýrt því að við erum í góðum tengslum við áhorfendur og hlustendur all land, að þeir hafa á þessu skoðun og við fáum gagnrýni úr báðum áttum, þar sem að við erum talin vera eingöngu að útvarpa sjónarmiðum Hamas og Palestínumanna. Maður þekkir þessa öfgaumræðu einmitt. Og sömuleiðis að við séum alltof upptekin af því að leyfa röddum ráðamanna í Ísrael að heyrast í okkar miðlum. Og báðar þessir hópar eða þessar fylkingar kalla mjög eftir því að fréttaflutningurinn verði með einhverjum öðrum hætti og afgerandi hætti í aðra hvori áttina. En nú þegar til dæmis undirstofnun Sameinuðu þjóðanna segir þetta þjóðamorð og það hófst fyrir löngu og liggur fyrir, breytir það einhverju? Ég held að það sé engin vafi að sjálfsögðu breytir það því hvernig fréttamenn og dagskrárgerða fólk á Ríkisútvarpinu talar þegar þetta liggur fyrir. Það urðu ákveðin vatnaskil í gær þegar þetta lá fyrir frá Sameinuðu þjóðunum, þannig að það er óhætt fyrir fréttamenn sem að gæta hlutlægni og hlutleysi í allri umfjöllun að ræða hlutina þá með öðrum hætti. En það er ekki hlutverk RÚV að ýta undir þau vatnaskil sem þú nefnir að voruð í gær, að greiða úr flækjunni fyrir notendur, fyrir almenning áður. Að sjálfsögðu er það okkar hlutverk að draga fram upplýsingar, og það telja að fréttastofan hafi staðið sér bara ágætlega í að gera. Það er auðvitað ekki bara, þessi mál er ekki bara til umfjöllunar á vettfangi Sameinuðu þjóðanna, heldur alþjóðlegra dómstóla þar sem að málin eru sömuleiðis til meðferðar, og mér sýnist á þessum mánuðum og árum sem eru liðin þarna frá, þá hafi ekki verið neitt skortur á fréttum það og þessa þróun mála. Og þegar að hafa komið einhverja bráðabirgðaniðurstöður eins og hefur gerst í þessu tilviki, þá hefur verið greint frá því og reynt með aðstoð sérfræðinga líka að fara yfir þetta. Við höfum verið duglega að fá til dæmis innlenda sérfræðinga sem að þekkja þessi hugtök þjóðarmorð og hópmorð og annað til þess að fara nánar yfir það og hvaða skyldur íslensk lög og alþjóðleg lög setja á herðar íslenskum stjórnvöldum þegar að ráðamenn hér eru til dæmis farnir að tala þjóðernishreinsanir og að þetta allt saman líti út fyrir að vera þjóðarmorð, hvað þýðir það og hvað á að fylgja í kjölfarið. En Ríkisútvarpið á ekki að vera í forystu hlutverki að taka einhverja pólitíska afstöðu til
þessara mála, en hún á að Ríkisútvarpið á að sjá til þessa að umræðan sé eins upplýst og kostur og að allar upplýsingar sem að máli skipta í þessu samhengi öllu komi fram. En ef seinni heimsstyrjöldin stæði yfir núna þá getur við kannski verið sammála það að það væri óeðlilegt að Hitler fengi 50% af fréttatímanum og umheimurinn hinn 50%? Já, við getum alveg hort á þessa hluti fram og tilbaka og velt fyrir okkur einhverjum sviðsmyndum í þessum efnum. Og við erum auðvitað í ákveðnu stríðsástandi víða heim þó að þessi átök séu ekki farin að teygja sig hingað til okkar, en ég heyri það bara til dæmis á samtölu mínum við norræna kollega að umræðan öryggis- og varnarmál er miklu ofar á listanum yfir þau atriði sem við erum að tala saman heldur en var bara fyrir 5 árum síðan. Já. Þú nefndir útvarpsráð og margir líta til þess sem úrelts fyrirbæri sem hafi nú ekki leiti verið gott. Ég sótti nú sjálfur vinnu hjá Ríkisútvarpinu á sínum tíma og var ráðinn vegna þess að ég smaug í gegnum vilja sjálfstæðismanna og framsóknarmanna, en vinstrimenn vildu mig nú ekki borð, en það dugði meiri hluti Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins til þess að ég fekk vinnu á Ríkisútvarpinu og var þar í mörg ár. Ekki fullkomið fyrirkomulag, svo sannlega ekki, útvarpsráð, en svo var það OHF. Og nú svo komið að ef þú sækir starf á Ríkisútvarpinu og fréttastofunni þá held ég að það þurfi ekki rökstuðning til þess að ég held að Ríkisútvarpið beri því við allavega þannig með störf dagskrárgerðarfólks að þar eru til svör frá yfirmönnum Ríkisútvarpsins sem segja nei, við þurfum ekki að rökstyðja af hverju við viljum ekki ráða þennan eða þennan. Og hættan kannski svo þegar við förum úr útvarpsráði sem var yfir í OHF og yfir í það umhverfi sem núna hefur verið töluvert skeið, að það geti skapað svolítið svona klúbbastemning í opinberu fyrirtæki eins og Ríkisútvarpinu og að starfsmannastefna geti orðið full einsleit. Það verði hugað að móral og svona, þú veist, því allt gangi snöðrulaust fyrir sig. Hættan að menn verði ekki of umdeildir. Hún ráði of miklu vegna þess að sannarlega sótt að Ríkisútvarpinu á öllum tímum, sumpart að mínum að með réttmætum hætti en sumpart með mjög ósanngjörnum hætti. Er þetta fullkomið fyrirkomulag og bara af því að OHF Ríkisútvarpsins hefur alltaf verið umdeilt. Ef þú lifðir í hinum fullkomnasta heimi, allra heima, eitthvað sem að þú gætir séð fyrir þér að mætti bæta og gæti aukið fjölbreytileika og traust gagnvart Ríkisútvarpinu? Ekki bara fréttastofunni, heldur líka bara dagskrárgerð og Já, þetta auðvitað ansi stór og viðamikil spurning. Eins og spurningar eiga að vera. Þegar útvarpsstjóri kemur heim svo. Jú, ég auðvitað þekki ekki sem stjórnandi hjá Ríkisútvarpinu annað fyrirkomulag heldur en það sem að núna nema bara þá utan frá og í gegnum söguna og svo framvegis. Og ég held að það sé svo sannarlega breyting til batnaðar sem verður á því að þessar ráðningar sem fóru þá fram og ábyrgð pólitískt skipas útvarpsráðs heyri sögunni til. Reglurnar sem auðvitað hjá okkur gilda eru skýrar. Við eigum að samkvæmt þeim reglum og þjónustusamningi að auglýsa öll störf hjá okkur. Og við erum auðvitað þegar við auglýsum eftir fólki, hvort sem það eftir fréttamönnum eða dagskrárgerðarfólki eða öðru starfsfólki, þá erum við að leita að hæfasta einstaklingunum í hvert og eitt sinn, þann einstakling sem uppfyllir þær kröfur sem við gerum hverju sinni. Þetta fullkomið fyrirkomulag? Hætt á því að það skapist einhver ákveðin stemming í einhverjum ákveðnum hópum? Að sjálfsögðu það þannig. En við eigum auðvitað bara
reyna með öflugu og góðu skipulagi, góðri mannauðsstefnu og annað að tryggja það að hæfustu einstaklingarnir starfi hjá okkur á hverjum tíma og Ríkisútvarpið nýtur nú þeirra forréttinda og hefur gert það undanfarna áratugi að það er mjög eftirsóknarvert að starfa hjá Ríkisútvarpinu. Við sjáum það bara þegar við auglýsum eftir til dæmis dagskrárgerðar fólki að það eru mörg hundruð mann sem að sækja þessar stöður. Síðast voru við auglýsa eftir þölum á rás 1 og mikill fjöldi sem að sótti þar og mikið af hæfileikaríku og öflugu fólki eins og dyggir hlustendur rásar 1 heyra núna hjá nýjum þölum sem eru að svona feta sig áfram í þessu hlutverki og þessum verkefnum. Það færi stundum að heyra að það sé alltaf sömu viðmælendurnir í meira og minna að þetta sé ekkert mjög stór panel sem að þarna inn á gafli eða hvað maður á að segja og oft séu aðrir starfsmenn Ríkisútvarpsins í þáttum hjá öðrum starfsmanni og svona ég man til dæmis þegar ég var á RÚV að það mátti eiginlega ekki fjalla það ef segjum við einhver starfsmaður skrifaði bók þá var mikið höss að það og það var mikil umræða það er að passa það að starfsmaður myndi ekki njóta þessa almanna útvarpið og að hygla honum vegna þessara bókaskrifa. Það var ansi margt breyst frá þessum tíma og stundum velti ég fyrir mér hvort RÚV hefur aðeins slakað á þarna of og líka hvort Ríkisútvarpið er í einhver svona markaðsleik og að keppa við einkarekna fjölmiðla að einhverju leyti hvað var það afþreyingarstefnu og ýmislegt fleira sem það ætti ekki kannski endilega að koma nálægt að það er meiri sáttum með Ríkisútvarpið afnotagjöldin og forgjöfina sem að Ríkisútvarpið fær ef Ríkisútvarpið héldi sig sumpart á öðrum miðum fastar heldur en einkareknir miðlar sem að meira og minna eru allir að drukkna í fátækt og fjársvelti. Eru þið eitthvað að ræða þessi mál? Þetta voru dálítið margar spurningar og ég held að það sé mikilvægt að hafa það í huga að hjá okkur starfar fólk sem að hefur ýmsa góða hæfileika og fólk sem að gefa út bækur eða í annarri menningarstarfsemi og það er alveg klárt að fólk á ekki að njóta þess í umfjöllun hjá Ríkisútvarpinu og þá heldur ekki að líða fyrir það ef það er starfsfólk Ríkisútvarpsins. Þannig var það. Bara því miður, það voru bara að tala um einhver aðra fjölmiðla. Já, en ég held að það sé einfaldlega ekki rétt eða sanngjarnt en það þarf auðvitað að gæta því að þetta sé, það tryggi ekki einhverja forgangsstöðu og við erum ágætlega meðvituð það og dagskrárgerðar fólk hjá okkur. Okkar ágæta dagskrárgerðar fólk eða fréttamenn fara stöku sinnum í viðtöl eða blanda sér inn í aðra þætti af einhverjum málefnilegum og góðum ástæðum sem bara ritstjórnar ákvörðun hverju sinni. Síðasti hluti spurningarinnar sneri svolítið að hlutverki og verkefnu Ríkisútvarpsins, hvort að við ættum að einbeita okkur að hlutum sem að aðrir væri þá ekki að fókusera á og það er þá meiri sem ekki væri markaðsvænir þið hafið rísorsana eða bjargirnar ég held að það sé mikilvægt að hafa það í huga almanna útvarpið, almanna þjónustu miðlarnir sem að eru allir að þessir svona helstu sem við berum okkur saman við að fagna 100 ára afmæli þessar mundir. BBC gerði það fyrir nokkrum árum síðan og norrænu miðlarnir norrænu útvarpsstöðvarnar eru að gera þetta þetta leyti akkurat núna og Ríkisútvarpið verður 95 ára á þessu ári. Og útgangspunkturinn hjá öllum þessum almanna þjónustumiðlum er að upplýsa, er að fræða og er að skemmta líka. Og það er lykilatriði í mínum huga að almanna þjónustumiðlinn sé ekki bara bundin við hámenningar umfjöllun eða eitthvað sem að engir aðrir fjölmiðlar snerta á, heldur sé líka að fjalla dægurmálefni, sé að fjalla nýja íslenska tónlist,
það sem að gerast á menningarsviðinu að öðru leyti og bjóði upp á skemmtiþætti og bjóði upp á hluti sem að sameinar þjóðina fyrir framan sjónvarpið eða útvarpið. Og þetta gerum við til dæmis í söngvakeppninni, þetta gerum við í tengslum við stóra íþróttaviðburði, þetta gerum við í tengslum við kosningar, þetta gerum við þegar að menningaveturinn hjá Sinfóníuhljómsveitinni og RÚV byrjar með klassíkinni okkar. Þetta gerum við á tónaflóði á menningarnótt, þar sem að er svona léttari tónlist í kannski forgrunni. Og ég er alveg bjargfastu þeirra skoðunar að þetta eigi að vera hlutverk og verkefni almanna útvarsins. Á sama tíma þurfum við að gera okkur grein fyrir því að við njótum auðvitað ákveðins forskotts, við höfum og forréttinda. Við höfum útvarsgjaldið og við höfum tekjur af auglýsingum sem hefur nú verið umdeilt hér í dálítið langan tíma og sérstaklega af hálfu annarra fjölmiðla sem telja með þessu móti séu við að taka tekjur sem ella hefðu eða gætu hafa runnið til þeirra. Ekki bara auglýsingarnar, líka dagskrárgerð. Eru þið inn á sviði einkamarkaðarins til dæmis bara með hlaðvörpum. Það er alls konar spurningar sem má spyrja sig að koma böndum á framleiðslu ríkisútvarpsins ef hún sannarlega heggur nálægt rekstraröryggi einkarekinna miðla. Og allt þetta má ræða og við erum ekki að setja í spilara RÚV okkar vinsæla útvarpsefni í formi hlaðvarps til þess að reyna að höggva í áttina að einhverjum öðrum fjölmiðlum, svo sannarlega ekki. Okkur ber samkvæmt lögum að gera okkar efni aðgengilegt almenningi með þeim hætti að fólk geti notið þessa efni sem við erum að framleiða hvar og hvenær sem er og það sem að fólkið sjálft kýs. Og það er auðvitað breytingin sem er að verða og þið þekki mæta vel hér á samstöðunni á miðlun og dreifingu á efni að fyrir áratugum 20-30 árum síðan þá var þetta allt saman í formi línulegrar dagskrár. Þú þurftir að hlusta á útvarpið, að horfa á sjónvarpið til þess að sjá það efni sem þar var í boði. Þá var miklu betra að vera til og öll fjölskyldan sameinaðist bara fyrir fréttir klukkan 20 á kvöldin. Já, ég meina við höfum fortíðarþrá í því. Við höfum einhverja fortíðarþrá sem er ágætt að mörgu leyti. En núna er þetta þannig að stór hluti þeirra sem eru að horfa til dæmis á fréttir sem er okkar vinsælasta efni í sjónvarpi og útvarpi raunar líka. Stór hluti þeirra sem er að horfa á fréttir á hverju kvöldi gera það ekki klukkan 7 á kvöldin, heldur á einhverjum öðrum tíma sem að hendar þá betur fjölskyldumunstrinu eða þörfum hvers og eins. Og það nákvæmlega sama á við útvarpsefnið og okkur ber lögum samkvæmt að gera þetta efni aðgengilegt og það var held ég bara mikil og góð fyrirhyggja hjá löggjafanum á sínum tíma að setja lögin úr Ríkisútvarpið einmitt fram með þessum hætti og setja þá skyldu á almanna þjónustu útvarpið sem að er að framleiða efni fyrir almenningi í landinu samkvæmt þeim kröfum sem að lögin gera og samkvæmt þeim kröfum sem að þjónustusamningurinn við ráðherra gerir. Þannig að hver og einn geti notið þessa efnis og hafi aðgang að þessu efni. Og þetta er meðal vinsælasta útvars- og sjónvarpsefnis hér á landinu eins og almenningur auðvitað þekkir mæta vel. En alltaf spurning hve mikið á umfang ríkisstofnunar með þetta forskot að vera og þessi forréttindi. Við höfum fengið fyrirspurning núna síðan við fórum að stað hér á samstöðinni með beina útsendingu á kvöldin, umræðum fréttir og samhengi frétta og tökum saman helstu fréttir. Við höfum fengið fyrirspurnir frá notendum hvort Ríkisútvarpið er að svara því með því að færa silfrið, við förum í lofti klukkan 8, beinni útsendingu á kvöldin, hvort Ríkisútvarpið sé að færa silfrið til, hvort þess vegna leki kastljósið yfir klukkan 20. Eru þið nokkuð að hegða ykkur eins og þið ætlið að sigra litlu einkareknu miðlana? Eru þið nokkuð að er framkvæmd stefnunar og dagskrárgerðin, tekur hún passið ykkur örugglega nægilega vel á því að huga að ykkur sem allt öðru fjölmiðlafyrirtæki heldur en hinn
fjölmiðla fyrirtækin fást við. Við eigum auðvitað að gera það og við eigum að gæta því að kom ekki fram með þeim hætti sem að þú ert að lýsa og ég kannast alls ekki við það að það sé hugsunin á bakvið þetta. Við höfum verið aðeins að færa til tíman á Silfrinu á undanförnum árum. Það var lengi vel á sunnudagsmorgnum. Áhorfið var farið ansi langt niður. Þannig að við gerðum ákveðna breytingu og færðum þetta í takt við svona þessa umræðu hefð sem að við þekkjum í öðrum löndum og hafa þessa þætti seinna kvöldlagi. Við fengum ýmsar ábendingar frá fólki að það væri ekki hentugur tími og prófum það síðasta vetur að hafa Silfrið á aðeins öðrum tíma, nær fréttatímanum. Og það féll augljóslega vel í kramið hjá fólki, það var aukið áhorf og við finnum það núna þegar Silfrið er komið á nýjan tíma í framhaldi af Kastljósi að það fellur fólki vel í geð. Það er mikið áhorf á Silfrið þessa fyrstu 2-3 mánudaga sem að núna hafa liðið frá því að við settum þetta fram. En þetta er ekki sett til höfus einhverjum öðrum þætti eða annað, heldur þetta til þess að þjóna okkar notendum sem best og þeirra óskum og þörfum. Ég held að sjónvarpsfréttadeildin hafi einu sinni litið við hjá okkur og getið þess að við erum búin að stofna sjónvarpsstöð og fréttastöð og magasín þátt sem að mörgum þykir stórmerkilegur og það var þegar við efndum til söfnunar, vorum með marathon útsendingu og þá kemur fréttafólki eitt frá sjónvarpinu en það var ekki til þess að fjalla marathonsöfnununa þótt við biðum ríkisútvarpinu til okkar á þeim á þeim grundvelli þau í miðri útsendingu á þess að nokkur vissi þegar við héldum að ríkisútvarpinu væri fara að fjalla marathonútsendinguna þá beindu spjótin að Gunnari Smára Egilssyni út af einhverjum deilum innan sósíalista. En er það ekki bara eins og fjölmiðlar gera eins og við erum að gera hér? Mér fannst það mjög á gráu svæði og einhver tíman hefði það verið þannig í gamla daga að ríkisútvarpið hefði ekki gert það. Við erum líka að tala svolítið grá svæði í svokallaða Ástu Lóu-máli. Ég var nú síðast með þingmann í fyrra dag að ræða það. Og þið þurftuð að biðjast afsökunar á einu tilteknu atriði. Fleira orkaði tvímælis að mínu mati. Ég held að ég noti tækifæri nú fyrst að við erum tveir til þess að segja að svona sumpart upplifa sumir Íslendingar að svona hlutverk þessi greinandi en þurra og varfærna fréttadeild sem að sum okkar að horfum rómantískum augum til í fortíðinni að fréttastofan veit ekki alveg hvert hún er að fara. Hún veit ekki alveg hlutverk sitt. Hún svona taki brot af ýmsu sem er í einkageiranum en einhverjum er það kannski þetta greinandi hlutverk sem að fólk saknar að segir hann, segir hún 50% stjórnarandstaða, 50% stjórn. Er þetta ekki þarf ekki meiri greiningar, meiri sjálfstæðar greiningar og þarf ekki fréttastofa Ríkisútvarpsins að passa sig betur en hún hefur kannski náð að gera síðustu ára að aðgreina sig frá einkareknu fjölmiðlum? Já, fréttastofan þarf bara eins og áður að gæta fyrst og fremst að fagmennsku í sínu störfum og ég tel að fréttastofan hafi gert það afar vel þó að það sé alveg hægt að nefna einhver dæmi frávik sem að hefur og hluti sem að hefði geta farið öðruvísu og aðeins betur eins og bara gengur og gerist í allri starfsemi. Við tökum öll þau tilvik alvarlega, förum yfir það og gerum þær úrbætur sem að nauðsynlegt er að gera. En ég treysti því að þú
sért ákafur aðdáandi fréttastofunar og fréttana hjá okkur og horfir reglulega á það og hafi kannski tekið eftir því að liður í þeirri breytingu sem að orðið hefur á undanförnum vikum og mánuðum á fréttaþjónustu í sjónvarpi sé akkurat í þessa átt sem að þú nefnir, að fréttastofan verði í sinni umfjöllun meira greinandi og með hvað ég að segja, svona heildstæðari umfjöllun þau fréttamálefni sem eru til umfjölluna hverju sinni og ég bara nefni dæmi nú nýverið frá þessari viku, ég held að það hafi verið á mánudagskvöldið, það sem var áhugaverð fréttaskýring í fréttatímanum breytingarna sem eru að verða á 2G og 3G farsímaþjónustunni víða land, hvaða áhrif það hefur og þar fékkstu í umfjölluninni viðtal og innslag að austan frá eldri hjónum sem að sýndu það bara í fréttinni hvaða áhrif þetta að hafa á farsímaþjónustu þar sem að er þeirra sumarbústaður og síðan umfjöllur það hverjar og hvers eðlis þessar breytingar eru og innkomu frá fulltrúa fjarskiptastofu í fréttatíman og gólfið hjá fréttalesaranum eða fréttaþulunum þar sem að viðkomandi svaraði þessum spurningum og álitefnum sem þarna er að koma og sama er hægt að nefna þegar að fundust líklega eldislaxar í Haukadalsá þá var mjög víðtæk umfjöllun þetta frá staðnum úr stúdíóinu og með greiningu og upplýsingum fyrir fólk og þetta er stefna sem að fréttastofan er að vinna eftir og þróa og þroska áfram og ég held að veri nú tilvalið að þú myndir fá fréttastjóran og varafréttastjórana í heimsókn til þess að ræða akkurat þetta því að þau eru betur til þess fallin heldur en ég til þess að fara nánar og dýpra í þetta og ræða hlutverk fréttastofunar, fréttastefnuna og þessi álita efni og spurningar hvort að fréttastofa Ríkisútvarpsins segja að aðgreina sig með enn skýrari hætti frá fréttastöðum annarra fjölmiðla. Í grunninn held ég ekki. Ég held að fréttastofur sem að hér starfa á landinu séu almennt að starfa bara á grunni faglegra sjónarmiða þegar kemur að blaða og fréttamennsku og geri það heilt yfir mjög vel. Kannski þyrftu að skipta Þú þarft að fara viku út í einkarekna landslæðið og ég þarf að fara vikuna RÚV og svo þurfum við að hittast og bera saman bækur okkar. Já, ég þekki ágætlega einkarekna landslæðið á fjölmiðlunum þó að það sé að verða rúmlega 30 ára gömul reynsla frá bæði Morgunblaðinu og Tímanum á sínum tíma. Það er eitt og annað sem hefur breyst þá en í grunninn hefur þetta ekki breyst. Þær kröfur sem gerðar eru til fjölmiðla hafa ekki breyst varðandi það hvernig þú kemur upplýsingum og efni frá þér fagleg og góð vinnubrögð. Það er eins og mjög margt breyst í tækninu og miðlunni og hvernig við komum þessum fréttum og upplýsingum á framfæri. En þú sem yfirmaður fréttastjóra, við erum sammála það, ég og þú, að mestu varðar að Ríkisútvarpið beini styrk sínum og forgjöf og forréttindum í það að veita valdinu þar sem það er þykkast og skæðast mest aðhald, ekki satt? Jú, það er bara eitt af verkefnunum að fylgjast vel með því sem er að gerast hjá stjórnvöldum hverju sinni og ræða það með gagnrýnum hætti. Við erum ekki fréttastofa ríkisstjórnarinnar og höfum ekki það hlutverk að miðla upplýsingum frá henni eða einstaka stofnunum eða annað. En aðhald gagnvart fjármálavaldi? Já, allur heimurinn, hann rambar á einhverju nöf vegna þess að veröldin er meir og minna komin í hendur bara örfára einstaklinga og fyrirtækja. Fjölmiðlar gegna mjög mikilvægu hlutverki í samfélaginu og það sem við erum að gera hér, þú sem fulltrúi samstöðurina sem er fjölmiðil, ert að veita mér aðhald, ert að spurja gagnrýna spurninga og reyna að fá svör og upplýsingar sem að skipta miklu máli og þannig að fjölmiðlar að vinna og virka. Endursýningar, endurflutningur.
það kemur fyrir að eitthvert okkar á veikindadag og leggjum heima upp í rúmi og kveikjum kannski bara á sjónvarpinu sem við gerum á annars aldrei bara veikur upp í rúmi og þú veist að tala með línuleg dagskrá og væri nú svona mikið til horfin hjá mörgum okkar og þá finnst mann eins og að fyrir einhverjum 20-30 árum hafa verið framleitt alveg gríðarlega mikið af innlendu efni, alls konar svona gæða efni sem fólk saknar svolítið núna. Það eru spurningaþættir, þetta er svona quiz, þetta er kvikkafþreng, þetta eru ekki kannski þættir með einhvern mjög mikla hugsun. Er það sko, ertu þræðin hollvinni Ríkisútvarpsins og allt þetta, sérðu þessu umræði? Það er alltaf verið að tala um á sama tíma á Ríkisútvarpið tekur til sín meira og meira fé, þá sé meira og meira endurflutningur og fólk skilji ekkert í því hvernig dagskrárgerðarmönnum og fréttafólki hafi tekist að búa til alla þessa vinnu, alla þessa framleiðslu fyrir einhverjum áratugum og svona. Hvað er réttmætt og óréttmætt? Ég held að það sé gott að ræða það að því að þú fullir þér hér að Ríkisútvarpið taki alltaf til sín meira og meira fé. Það er ágætt milljarðarnir eru fleiri núna en áður. Já, en þú þarft nú að verðlags uppreikna þetta og þá held ég að sé mjög mikilvægt að hafa það í huga. Hjá Ríkisútvarpinu starfa í dag 260 manns auk verktaka. Hjá Ríkisútvarpinu fyrir 30 árum síðan störfuðu á milli 400 og 500 manns. Útvarpsgjaldið er í dag 22.000 krónur það bil. Ef að það hefði hækkað í samræmi við verðlag þá væri það yfir 30.000 krónur í dag. En eru þetta ekki bara verktakar sem að koma inn í staðan fyrir... Nei, það er ekki þannig. En kaupið ekki miklu meira efni heldur af öðrum aðilum en áður? Núna hefur orðið svo breyting og var með fyrsta þjónustusamningu sem gerðu var að okkur ber að kaupa af sjálfstæðum framleiðendum. Umtalsvert miklar fjárhæðir, þetta eru hátt í milljarður af okkar tekjum á hverju ári sem fara í kaup af sjálfstöðum framleiðendum, fyrst og fremst í sjónvarpi en líka í útvarpi og svo eru talsetningar á einhverjum barnaefni þarna undir líka. Þetta er auðvitað breyting frá því sem var. Áður voru þessir þættir framleiddir hjá sjónvarpinu og lítið aðkeypt efni. Þetta er bara í takt við þróun sem hefur orðið hjá öðrum almannaþjónustumiðlum víða Evrópu er bara besta mál og eykur fjölbreytnina í framleiðslunni. Hjá okkur byrjar dagskráin í sjónvarpi upp úr hádegi með því að við endursýnum fréttatíman frá fyrra kvöldi og síðan er mjög mikið til verið að sýna efni sem hefur þá verið á dagskrá áður í vikunni í dagskráni og þetta er einkum þjónusta við til dæmis eldri borgara sem hafi ekki átt kost á því að fylgjast til dæmis með þessum þáttum í kvölddagskrá og svo annað eldra efni úr dagskrá sjónvarpsins eins og útsvar og tali með Hemmagunn og Spaukstofan sem er bara sígilt og vinsælt efni hjá okkur. Á sama tíma erum við auðvitað að framleiða fullt af nýju glæsilegu og áhugaverðu efni á hverju einasta ári og þú nefnir spurningaþættina, við höfum verið með kappsmál undanfarin ár sem er einmitt að byrja núna. Við höfum verið með aðra spurningaþætti Gettu betur í gegnum árin og nýja þætti eins og til dæmis á síðustu 2 árum er þetta frétt sem er svona spurningaþáttur á léttum og góðum og skemmtilegum nótum. Þannig að það er ennþá verið að framleiða mjög mikið af efni hjá Ríkisútvarpinu en framlögin, bæði í formi útvarpsgjalds og tekjurnar af auglýsingasölu hjá okkur eru minni heldur en bara fyrir 10-15 árum síðan og mjög einfalt að sýna þér þessar tölur og ég man nú ekki betur en þegar ég kom hérna síðast að ég hafi sendir nokkrar glærur sem aldrei rötuð á skjáin sem að einmitt geymdu nákvæmlega þessar upplýsingar og þetta held ég að sé mjög mikilvægt að hafa í huga og margir hafa verið að ræða það, heyri ég að það sé nauðsynlegt að Ríkisútvarpið hætti að vera í þessu OHF-formi og verði aftur ríkisstofnun og fái framlög á fjárlögum ár hvert og fái þar að leiðandi sambærilegar aðhaldskröfur eins og aðrir hafa fengið. Ég held að Ríkisútvarpið hefði verið betur sett fjárhagslega ef að það hefði verið reyndin undanfarin 10 ár á þessum verðbólgutímum sem að nú eru. Það eina sem hefur unnið með okkur út af því að krónutölugjaldið, sem sagt útvarpsgjaldið hefur
ekki hækkaði í takti við verðbólgu, heldur í takti við bara ákvarðanir í fjárlögum hverju sinni. Ef að þetta hefði verið með öðrum hætti þá væru þessi tekjuþáttur hjá okkur í betra horfi heldur en með útvarpsgjaldinu og það sem ég ætlaði að segja, eina sem hefur unnið með okkur er að greiðendum útvarpsgjaldsins hefur fjölgað. Já, fylgdistu með umræðinni í gær í DVF og Bylgjunni Ómar Ragnarsson? Nei. Það hefði, hann var 85 ára gamall í gær. Já, það var einmitt ágætis umfjöllun á morgunvaktinni á Rás 1 sem ég hlusta á alltaf þegar ég er að hjóla í vinnuna. Þar kom fram hjá kvikmyndagerðarmanni sem hefur verið að gera heimildamyndum, hann spannar 25 ára skeið, að það hefði einmitt verið reynt að selja þessa mynd í Ríkisútvarpinu og vildi ekki kaupa og það hefði gengið mjög illa að hann hefði talað við Kastljós í fréttastofuna og eitthvað fleira og Ríkisútvarpið hefði ekki viljað sinna þessu afmæli í gær sem skildi og það var dregin einhver lína á milli þess að Ómar hefði kannski skilið við fréttastofuna sem umdeildur maður. Ég held að þetta sé nú eitthvað bara á lausu lofti gripið sko. Er ekkert hæft í því að Ríkisútvarpið þori ekki að hampa eigin starfsmönnum sem hafa skapað einhvern umdeilanleika með sjálfstæðum og mikilvægum efnistökum? Nei, það held ég ekki. Og það er ekki verið að refsa? Já, sjálfsögðu ekki. Við tökum bara allar ákvarðanir okkar um kaup á efni á faglegum grunni. Já, ok. En þá hefur brugðist við því, þetta lá í loftinu í gær. Mér langar aðeins að þakka þið fyrir að koma. Það eru nú ekki allir talsmenn stofnana núna sem að maður nær í viðtal eins og þetta og ég vil nú segja áður en lengra er að haldið að þótt ég hafi reynt að sauma þér, þá er ég bara mjög ánægður með að þú ert þú sannarlega í hópi þeirra sem að þú er alltaf komið þegar ég hef beðið að koma í viðtal. Stendur ekkert á því? Ég ætla að hrósa þig fyrir það. En það líður að lokum hjá okkur. Ég ætla aðeins að spyrja þig þetta sem fram kemur sem framkom fyrir nokkrum vikum að það á einhver leyti að skerða auglýsingasölu ykkar, heimildir ykkar til auglýsingasölu er ekki Logi Már sem er yfir ykkar málaflokki. Hafið þið átt eitthvað samtal um það hvernig þetta verður útfært eða hvað nemur þetta stórum? Við höfum ekki átt samtal nákvæmlega um útfærsluna en þetta er hins vegar verkefni sem hefur verið í gangi í langan tíma og í þjónustusamningnum sem að skrifuð var undir fyrir 1,5 ári síðan eitthvað svoleiðis. Þá er ráð fyrir því gert að það verið sett í gang vinna sem miði að því að draga úr umsvifum RÚV á auglýsingamarkaði og við vorum í starfshópi á vegum ráðuneytisins, ég og þáverandi formaður stjórnar Ríkisútvarpsins Silja Dögg Gunnarsdóttir og 2 fulltrúar ráðuneytisins sem að áttum að fara yfir það með hvað hætti væri hægt að draga úr þeim umsvifum og það hugmyndir fóru í formi draga til ráðuneytisins og er þá væntanlega grunnurinn undir þessari vinnu sem að ráðuneytið er með núna hvað þetta varðar. Ég sé það bara Hvað er þetta mikil skerðing? Nú veit ég ekki hvernig þetta verður útfært eða hvert umfangið verður en ég sé bara að þetta er á þingmálalista stjórnarinnar að það sé von á frumvarpi um akkurat þetta. Ríkisútvarpið hefur 1/3 hluta af tekjum sínum í dag af auglýsingasölu og það hefur verið svona látið að því liggja að þetta sé eitthvað einstakt fyrirbæri þegar kemur almannaþjónustumiðlum í Evrópu, svo er alls ekki. Það er hátt í 80% af almannaþjónustumiðlum sem hafa sínar tekjur af sölu auglýsinga. Það er hins vegar mismunandi hversu hátt þetta hlutfall er. Þetta er alveg frá nokkrum prósentum og upp í 100% því að við erum með almannaþjónustumiðla sem eru alfarið á auglýsinga- og áskriftarmarkaði. Getur bara tekið sem dæmi TV2 í Danmörku og Channel 4 í Bretlandi sem er í eigu ríkisins og alfarið á auglýsinga- og áskriftarmarkaði. Þróunin hefur verið svo í Evrópu, það hafa einhverjir ríkismiðlar verið teknir á auglýsingamarkaði en við sjáum það til dæmis bæði í Hollandi og Belgíu núna að það hefur verið að
auka möguleika ríkismiðlana þar til þess að auglýsa og þá til þess að ná betur utanum auglýsingar með stafrænum hætti. Það vettvangur þar sem Ríkisútvarpið má ekki vera að auglýsa og hefur aldrei mátt. Við höfum aldrei mátt auglýsa á vefnum okkar og svo dæmis í tekið. Þannig að inni í, því tekjumódeli sem sett upp fyrir Ríkisútvarpið í lögum, þá felst það að umsvif RÚV og auglýsingamarkaði munu dragast saman eins og hefur verið að gerast undanfarin 10 ár. Því að aukningin á auglýsingamarkaði á vefnum og í þessum stafræna heimi, þar sem við mögum ekki auglýsa, en auglýsingar í sjónvarpi, línulegu sjónvarpi og línulegu útvarpi eru að dragast saman. Við getum verið sammála um það mögulega að það að skattleggja erlendar efnisveitur, það kannski myndi bæta hlutskipti einkarekinna innlendra miðla meira heldur en að vera alltaf að djöflast í auglýsingasölu RÚV. Já, ég hef alveg sagt það áður að mér finnst það vera mikið villuljós hjá fjölmiðlunum að gera það aðalatriði að umsvif RÚV og auglýsingamarkaði séu þetta vonda í fjölmiðla umhverfinu hér. Ég nokkuð viss um það og hef bara nýleg dæmi frá Evrópu um það að ef það dregið verulegur umsvifum RÚV og auglýsingamarkaði þá ekki þar með sagt að þessar auglýsingatekjur muni renna lóðbeint til íslenskra miðla. Vitaskuld ekki, þannig það nú bara. En Stefán Eiríksson, kæra þakkir fyrir að koma og vera hér í eldlínunni, svara gagnrýnum spurningum. Ég óska ykkur á Ríkisútvarpinu góðs gengis og það eru litlar sem engar líkur á að óbreyttu ef Ísrael tekur þátt í Eurovision að við sendum þangað fulltrúa. En þú ætlar að halda forkeppni svona innanlands fyrir hérna. Já, við hefum erum að kalla eftir núna lögum í söngvakeppnina og söngvakeppnin einn af okkar stóru og mikilvægu viðburðum hjá Ríkisútvarpinu þar sem að þjóðin svo sannarlega sameinast fyrir framan sjónvarpið og við höldum okkar striki með þá keppni eins og staðan núna og hvort að við förum síðan með það lag sem að þar vinnur í Eurovision ræðst af því hvað ákvörðun EBU tekur. Ljómandi gott. Næsta skref gæti verið að HSI og KSI, forráðamenn þeirra komi hérna og við förum að ræða íþróttir eins og nefndir áðan á breiðari grunni og hérna. En kæri þakkir fyrir spjallið, gangi ykkur vel. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með rauðaborðið hér eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Við ætlum að ræða fæðingartíðni eða fallandi fæðingartíðni, af hverju það það gerast mjög hratt á Íslandi og hafði gerst mjög hratt í okkar heimshluta áður eða í flestum löndum. Og kannski líka hvort að það sé til einhver ráð til þess að snúa þessari þróun við, kannski hvort það sé æskilegt jafnvel. Það verður ráðstefna á morgun og hinn í Norræna húsinu, byrjar í 10 fyrramálið á vegum Háskólans sem að byrja yfirskriftina lækkandi fæðingartíðni, valið barnleysi og áhrif stefnumótunar á barneigna vilja. Og til að ræða þetta eru komnar aðalstjörnur ráðstefnunnar. Ari Klængur Jónsson sem verkefnastjóri við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Sunna Símonardóttir, lektor við Háskólann á Akureyri og Ásdís A. Arnalds sem lektor við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Verið velkomin. Takk. Herðu, ég fæðingartíðni að falla á Íslandi. Mér fannst það svolítið ört, mér fannst það dúmt
loka þarna eitt árið. Við fjölluðum svolítið það hérna fyrir svona 2 árum held ég þegar þær tölur koma fram og maður beið svolítið spenntur eftir næsta árið og það bara hérna áfram að falla. Ég held þetta að vera eitthvað tilfallandi svona eins og getur verið skekkja í mælingum í litlu þýði eins og íslenska þjóðin en við erum eiginlega bara að verða eins og hinir. Já, heldur betur. Við vorum aðeins seinni í gang með þessa þróun, þannig að hin Norðurlöndin voru á undan okkur. Þar byrjaði fæðingartíðnin að lækka fyrr, en núna erum við búin að vera í þessari þróun í raun og veru bara síðan eftir hrun, ekki satt? Jú, við erum þetta ennþá hærri en hin Norðurlöndin með fæðingartíðnina. Finnar eru læstir, en en við nálgumst hin Norðurlöndin ófluga. Svona pari við Svíþjóð. Fæðingartíðnin á Norðurlöndunum var sko lengi aðeins lægri en á Íslandi en núna erum við eiginlega svona komin að pari við þær þjóðir sem aðeins herri. Þetta þessi þróun byrjar kannski 2010 eftir hrun. Á hverju? Væntanlega tengt hruninu að einhverja leyti. Það náttúrulega voru gerðar breytingar á fæðingarorlofskerfinu. Það var náttúrulega lækkað þakið og fleira slíkt. En það útskýrir ekki okkur lækka það ekki, að þeir sem eru á háum launum að þeir fengu lægra hlutfall launa sinna. Já, og það var lækkað mjög mikið, þannig að fyrir hrun þá voru ekki nema eitthvað 4% feðra sem rákust í þetta þak, en eftir hrun að þá var það næstu í helmingur feðra, og feður eru gjarnan með hærri tekjur en mæður, þannig að þær eru líklegri til að rekast í þakið. Þannig að já, tæplega helmingur feðra var þá með tekjur yfir þessu þaki á greiðslum og fengu þar anleiðandi skertar greiðslur. Og þó að þaki hafi verið hækkað svona aðeins í áfengum síðan að þá höfum við aldrei náð að komast á þann stað sem við vorum fyrir hrun. Ég held samt að það sé mikilvægt að árétta að sko það ekki hægt að tengja þessa þróun endilega beint við einhverjar stefnumótun eða mismunandi stefnur. Þetta er auðvitað alþjóðleg þróun. Já, ég kannski klára það, því að það er ekki bara þetta sem að þú ætlar að nefna fæðingarorlofið. Ef við tökum bara það sem að væri mögulega efnahagslegar ástæður. Eins og Sunna segir, þetta skýrir ekki okkur fæðingartíðnin hefur lækkað víðs eða sko í flestum löndum í Evrópu og kannski aðalega Austur-Evrópa saman svona með ef eitthvað hækkandi fæðingartíðni, hún var mjög lág. En ertu með fleiri dæmi sem að gæti verið eitthvað svona efnahagslegar forsendur? Já, við sjáum það bara ef við skoðum frá aldamótum, við erum alltaf að skoða tímabil. Þá voru sem sagt þær konur sem voru með hvað minnstu menntun, kannski grunnskólamenntun, voru líklegastar til að verða mæður. Núna hefur þetta snúist við og það eru sem sagt konur með sem sagt framhaldsmenntun í háskóla sem eru með hæstu líkurnar á að verða mæður. Þannig að það er alveg klárt á Íslandi allavega að laun eru fann að skipta meira máli en áður. Og skiptið á máli sem hefur verið rætt í öllum okkar heimshluta er versnandi staða ungs fólks í samanburði við aðrar kynslóðir. Sem fólk er á hlutfallslega lægri launum, skuldar meira, er á jaðri vinnumarkaðarins, er á jaðri húsnæðismarkaðarins, er á börnin og er eiginlega með alla með meiri framfærslubyrði, minni tekjur og á síðustu árum eiginlega minni stuðning, það er minni tilfærsla svona innan velferðaríkisins frá milli kynslóða og fleira til þess að styðja fólk á þessum standi. Er þetta í ykkar fræðum svona raunveruleg forsenda fyrir mögulega minni fæðingartíðni? Já, alveg klárlega. Já, og á sama tíma verða meiri kröfur á foreldra, þannig að það hefur líka orðið svona breyting í því hvernig við hugsum hvað er gott foreldri og það verður náttúrulega að þá erfiðara fyrir þau sem að standa kannski höllum fæti að uppfylla þessar kröfur. Að vera frábær starfskraftur, stórkostlegur elskugi, líta vel út og vera geðvikilega góð móðir. Og hafa barnið sem leiðsögn í lífinu. Já, og það er orðið meiri, það er orðið svona öðruvísi ákvörðun að verða foreldri í dag heldur en kannski var áður. Það krefst meiri svona yfirlegu og það er svona gerð krafa að þú sért með allt eitt á hreinu, þú sért í rétta sambandinu, þú sért í eigin húsnæði, þú sért svona svolítið plana svona hvernig þú ætlar
þarna annast barnið og svo framvegis. Það var sorglegt að mín kynslóð upplifði það að svona við lifum í samfélagi þar sem við værum örugg. Já, svona en hlut svo þetta kemur annar reddast. kynslóð sem lifir í samfélagi sem upplifir að þú ert ekki örugg nema þú bara standrið. Akkurat, en þetta er kannski ekki bara spurningum sko breyttar forsendur eða breyttar aðstæður ungs fólks, vegna þess að þetta er líka, þó að þær skiptir vissulega mjög miklu máli, heldur er þetta líka og það sem við erum að sjá úr sko rannsóknum okkar og líka frá hinum Norðurlöndunum, er það að ungt fólk í dag upplifir heiminn sem svona óöruggari stað. Það upplifir meiri svona kvíða og óvissu tengda framtíðinni. Þannig að það, og þetta tengist vissulega því sem þú ert að nefna, en þetta er líka einhver svona hugarfarsbreyting, ekki satt, og þetta tengist umhverfismálum auðvitað, en ekki bara. En af hverju fjölgaði það barningnum í COVID? Það er heimsfaraldur? Já, við rannsökum það nú heldur betur. Við vorum með svona tesi það, hvort það gæti tengst nýju fæðingarorlofslöggjöfina, því að fæðingarorlof var lengt í 12 mánuði á sama tíma. En við komumst til að því að það hafði ekki áhrif. Það var aftur á móti þessi svona hægari taktur í samfélaginu, meiri ró, minna álag á foreldrum, sem var þess valdandi að fólk sem átti börn bætti við börnum, skilurðu. Þannig að þetta er ekki fyrstu börn sem voru að útskýra þessa aðalega þriðja barn. Við sáum að þetta var fyrst og fremst fólk sem var að eignast sér þriðja barn sem að stendur að baki þá þessari fjölgun og líklega hefur þetta verið aðalega fólk sem ætlaði sér hvað sem er að eignast þriðja barnið en ákvað bara að gera það þarna á þessum tímapunkti að því að það var hvað sem er allt í hægagangi og við sáum það í viðtölum sem við tókum við foreldra, þau töluðum þetta við þurftum hvað sem er að fresta utanlandsferðinni og allir þessu. Það lokað inn í fjölskyldinu ákvað að bæta við einum svona til þess. Og þetta voru mikilvægt að taka það líka fram einmitt þá, þú veist, betur menntaðar, betur stæðar konur sem eru að bæta við barni. En ef við horfum til lengri tíma, mamma var ein af 11 systkinum, ég var einn af 4 bræðrum. Ég held að meðaltalið hjá okkur bræðrum séu 2, eitthvað. Þetta er bara, svona er það og það er enginn sem að segir að við myndum enda þarna í 2,1 af því að það væri einhvern veginn eins og náttúran óskaði. En það er bara ef að fólk kemst hjá því að eiga börn þá er það ekki mikið að eiga börn því að sko kynslóð foreldra afa míns og ömmu það var náttúrulega fólk sem var að eignast börn sem vinnuafl. Og ungbandið var hærri. Það spilar inn í annað er líka. Það kemur svona gusa þegar hann minnkar ungbandadauðinn og þá er fólk ennþá að eiga svona mörg börn og svo minnkar ungbandadauðinn og þá koma þessi stóru systkinahópar eða hvað? Já, sko fæðingartíðnin lækkar í upphafi síðustu aldar. Svo er þetta babyboom eftir stríðs sem var á Íslandi svona kringum 1960 pluss mínus. Og það var líka annað einmitt sem að barneignir voru eitthvað óhjákvæmilegt áður fyrr. Í dag er það ekki þannig. Það er val. Það er val og þú ætlar að eignast barn eða ætlar að mennta þig næstu 4 árin í viðbót. Og svo er annað líka sem það eru jafnmargir getnaðir? Nei, það eru farið getnaðir. Alltaf aðgangur að getnaðvörnum, við þurfum alltaf að taka það með í reikningin, sko. En það hefur nú verið lengi, sko, það útskýrir ekki hvað hefur gerst síðustu 15 árin. En svo er annað sem við megum ekki gleyma er sko að það sem við erum alltaf að tala um þetta, þessa fæðingartíðni, total fertility rate, hún er tímabundin mæling. Þegar við skoðum árganga, hvaða konur fæða mörg börn eftir bara árgangum, þá erum við nálægt í kringum 2 börn og það hefur haldist mjög Og af hverju tala þá 1,59? Fyrst og fremst væntanlega er það vegna þess að fólk er að fresta því að verða foreldri en hvort það verði síðan foreldri, það vitum við ekki fyrir við getum mælt hversu mörg börn og eignaðist þú ert kannski 46 eða 49 ára. Og seinkunin er þá mjög lík því sem að þið voru að tala um áðan. Að fólk vill ekki koma með barnið fyrir að það er búið að koma sér vel fyrir. Já, ef það vil koma með barn, því það er einmitt það vitum við ekki. Við vitum að barnleysi hefur verið að aukast aðeins á Íslandi eins og hinn á Norðurlöndunum. Og er það skipt eftir að því að ef þetta sagan er svo að fólk vill ekki eignast börn fyrir að búið að koma sér vel fyrir, búin að koma sér vel fyrir í ferlinum svo kallega. Og þeir sem eru það ekki eru verðsettir og lægra launuð og að þau bara komast ekki í aðstöðu til að eignast börn. Er það þannig að við getum séð að það sé stéttaskipting á milli þess hverjir eiga börn og börn sé orðin svona það sem millistéttin og þarfir ofan getur leyft sér en það er ekki.
sjá mjög sterk tengsl við menntun allstaðar á Norðurlöndunum, Íslandi þar með talið. Já, menntun eða stéttir? Við mælum alltaf bara menntun, en ég menna Svíjarnir eru til þess með stéttagreiningu í sinni hagstofu og hlera, og Bretarnir og bara einhver þrái hér að mæla ekki stéttir. Já, við mælum eftir tekjum líka. Já, við mælum eftir tekjum líka, en þetta er til dæmis samnorræn rannsókn sem vorum að gera og það er þetta sama trend allstaðar á Norðurlöndum eftir menntun, sko, að sem sagt, þau sem eru með lægstu menntunina, þau verða líklegust til að gleyma við barnleysi. Þetta er svakalega vont samfélag sem þú lýsa. Já, það er mitt, hvað ætlum að gera það en ekki börn að eins og í Suður Kóreu þar sem var búið að breyta allum ungbarnabúðunum í hundabúðir. Var það ekki einhver grein um daginn? En líka bara sorglegt ef að fólk kannski langar að eignast barn en er alltaf að bíða eftir að geta bætt stöðu sína og það gerist aldrei. Þannig að, já. Af því það er alveg rannsóknir sem sína, sko, ekki á Íslandi en alþjóðlega sem sína að þegar þú spyrð fólk bara í mismunandi löndum hvað myndir þú vilja eignast mörg börn, að þá er svona meðaltali að þá er fólk að segja að það vilja eignast 2 börn, þú veist. Þannig að ef fólk er síðan ekki að ná því að þá er eitthvað svona bil á milli þess sem fólk óskar og þess sem síðan raungerist. Þeir sem vilja eignast börn, vilja eignast 2, strák og stelpu, bara menningarlegt líklega. En ég var að vera með svona kaltani kenningu á þann, að raunverulega vildum við bara ekkert börn, sko, ef við tekjum sko kynslóð mömmu og okkar og barnan okkar. Hafið þið mælt það? Er ekki bara fleiri sem að vilja eignast börn? Ekkert að þið get ekki að vera að vilja eignast börn? Jú, það hefur líka aukist, þetta valda barnleysi eins og við kallum það. Já, og ég hef sérstaklega verið að skoða það og tekið viðtöl við einstaklingar sem hafa bara tekið þau ákvörðun fyrir sig sjálf og þau vilja ekki eignast börn. Og þetta var auðvitað kannski svona jaðar skoðun hér á árum áður, ekki satt. Þar sem að það var einhvern veginn bara svona innbyggt í hugmyndir fólks kvenleikan eða hvað það er að vera kona, allar konur hlýtu að vilja verða mæður. Þú máttir ekki missa þetta út úr því þá verður allt kvöldið að verja þetta. Einmitt. Og það er alveg áhugavert að ungar konur í dag eru ennþá að verja þessa ákvörðun fyrir fjölskylduvinum, samstarfsfélögum og svo framvegis og upplifa margar hverjar að þetta sé ákvörðun sem að samfélaginu sé mjög illa við og að þær hafi einhvern veginn, já, þær séu einhverju svona þurfa að réttlæta sjálfa sig og vali barnleysi, ég meina eins og Ari sagði, það er aukning á einstaklingum sem velja barnleysi en kannski er það bara ósköp eðlilegt vegna þess að núna erum við kannski að nálgast eitthvað stað þar sem að barnignir eru meira val heldur en áður, ekki bara svona eitthvað sem þú gerir, þú veist eins og þú bara giftist og eignast börn og þannig að það er ekkit óeðlilegt. Er ekki óeðlilegt að velja eignast ekki börn? Nei. Nei. Og kannski óeðlilegt að vera eitthvað að þjarka við unga konum það. Algjörlega. Þess að fyrir að segja, þá getur maður sagt, já, þetta kemur bara ljós. Það getur vel verið ungskiptur skoðu, það er ekki eins og allt sem maður ákvað þegar maður er 25 ára, að það væri bara það sem maður gerði í 50, það er ekki þannig. Akkurat. Sem betur fyrr. Sem betur fyrr. Já, en vali barnleysi er eitt að vilja ekki eignast börn og svo er það að hafa aldrei tekið ákvörðun eignast börn. Ég talaði í helgispjalli síðast, það var kona sem að 50 á ekki börn og hún var að tala þetta að hún hefði aldrei tekið ákvörðun eignast börn og svo svona þegar voru að líða á ævina þá var hún bara fegin að eiga ekki barnið þarna sem að grét í flugvélinni. Þannig að þetta var eitthvað sem gerðist bara aldrei. Það var verið nóg af börnum í sínu lífi og hún þyrfti ekki að eiga barn sko. Hún ætti hunda, góða mann. Já. Þannig það er allt til í þessu. En þetta er komið inn í stjórnmálin og mun verða meiri afli. Það er annars verið svona stjórnmál sem vilja auka fæðingarorlof og annars líkt sem er kannski svona hluti af þessu velferðarkerfi sem við erum að tala sem er verið að tryggja það að fjárhagsleg staða foreldrakynslóna sé þannig að þau séu hæf og góð í góðri stöðu til þess að ala upp börnin okkar.
En síðan það að þetta sem merkjum hnignun samfélagsins. Einmitt. Að hér komin einhver hugmyndafræði sem að fælir fólk frá barneignum og sérstaklega konur sem að myndu eignast miklu fleiri börn ef að myndu beygja sig undir eðli sitt sem það náttúrulega þjóna kallinum og vera heima og eignast börn því að þannig allar þær konur sem ég hef vitt eru langglaðastar sem eiga mörg börn og eru bara heima að baka smákur, við getum sagt ykkur. Sérstaklega álfatímanum. Já. Það er henni sanna lífsfylling. Og þetta heyrum við í íslenskri pólitík. Já, algjörlega. Þetta heyrum við, þetta er stefna Meloni á Ítalíu, þetta er stefna Le Pen í Fraklandi. Þetta er stefna mjög víða, svona hugmyndur það að þetta sé eitt af einkennunum á ónýtri menningu okkar sem það okkar konur, það vil gegna spöld, að menna innflytjendur koma og hrúa niður börn. Akkurat, hnignun vestrænnar menningar og svo framvegis. Já, þetta er bara áhyggjefni. Já, mörgulegt algjör vitleysa. Já, auðvitað. Var væntanlega að vísa þarna í danska, þarna dönsku greininguna sem var sett fram í Dagens Nyheter eða hvað var, að innflytjendur eru, veit ekki hvað, hátt prósent á dönsku þjóðinni. Þetta var alveg galin greining, því að það bara ef þú hefur einhvern erlendan bakgrunn, þá varstu talinn sem innflytjandi. Þannig að mörguleiti er umræðan rosalega skrítin líka. En náttúrulega líka bara rannsóknir sína það að innflytjendur, þeir taka auðvitað eitthvað með frá heimalandinu, eitthvað svona menningu og gildi og eitthvað svo leiðis, en þeir bara rannsóknir á fæðingatíðinni hafi sýnt það að þegar eftir flutning til nýs lands að þá fer minnstrið hjá þeim, hvað var það barneignir, að líkast meira þeim sem voru bjuggu í landinu fyrir. Þannig að það svipað og bara þegar fólk er að flytja úr sveit í borg, að það verður mjög fljótlega. En þetta er náttúrulega bara eitthvað svona, þú veist, populísk hundaflauta, ekki satt. Þú veist, að nota fæðingatíðina sem eitthvað svona, ég veit það ekki, eitthvað svona til þess að skapa áhyggjur og hræðslu framtíð samfélaga og svona einhvern veginn að skilir það, þú veist, tilveru rétt kvenna hvað þar mega og mega ekki gera við lífsitt, þannig að ég veit það ekki. Mér finnst lengi vel fagnaði að þessi umræða hefði ekki skotið rótum á Íslandi, en svona núna maður byrjar að sjá aðeins svona votta fyrir henni, þannig að ég held að við sem erum að stunda rannsóknir á þessu sviði og þú veist, erum að vinna við þetta dagstælega, þurfum bara að vera mjög skýr í okkar útskýringum á þessari fæðingatíðni, þetta sé ekki svona að þetta sé ekki rétt það sem er verið að halda fram. Já, það er fæðingatíðin að falla. Hún er að falla. En hvort þú munir lagast við það að konur fari bara inn á heimilið og... Það efa ég. Af því við sjáum líka samfélag þar sem kynjajafnrétti er mjög báborið. Ég meina, tökum Kóreu sem dæmi, Suður Kóreu. Ég meina, þar eru konur nánast hættar að eignast börn. Þú veist, þannig að það hefur lengi vel í fræðunum verið litið á það sem svona eitt af besta sem við getum gert ef við viljum styðja við fólk til að eignast börn og ná að halda fæðingatíðni ásættanlegri að auka jafnrétti. Það er mjög sterkt og er enn. Þýskaland breytti hjá sér og fæðingatíðnin, hún jókst í kjölfarið, Þjóðverjar tóku svona norræna módelið svolítið. Eins og svona segir Suður Kórea, Japan, Ítalía, Spánn. Þarna hefur fæðingatíðnin verið mjög lág, meðan hún hefur verið há á Norðurlöndunum. En ef fæðingatíðni fellur, þá það er náttúrulega eitthvað sorglegt við að við erum með samfélag sem tekur ekki vel á móti börnum og til þess ekki eignast börn. Ég meina, hvaða dauða kúltúr er það? Getur maður hugsað? Það er dauða kúltúrin. Það er dauða kúltúrin. Ef fólk eignast ekki börn, þá náttúrulega verður ekkert samfélag. Það er svolítið svona, erum við komið þangað? Nei, við erum ekki komið þangað. Nei, við erum ekki komið þangað. Og ég meina, mér finnst líka rosalega mikilvægt að árétta það, ég meina, við erum náttúrulega óbúslega heppin, ég meina, okkur er ekkert að fækka á Íslandi núna, ég meina, við erum óbúslega heppin, það eru innflytjendur sem koma hérna og auka samfélagið og taka þátt í að skapa þetta samfélag með okkur. Það er hægri mennið fór hrollur að segja þetta vegna þess að ef að innfættir að lækka fæðingatíðnin og við vitum það að við lekum, við förum til útlanda. Þannig er það, þannig að við verðum að hafa innflytjendur ef við ætlum ekki bara hreint og mitt að fækka. Þegar fæðingatíðnin fækkar síðan í ofanálag, þá er það innfættir Íslendingar bara
Og ef að hægri menn ná því að reykja útlendingar í burtu, þá verðum við bara 170.000 með öld. Já. Fæðingatíðni innfæddra á Íslandi nær ekki að viðhalda fjölda innfæddra á Íslandi. Já, við fæðum ennþá fleiri börn heldur en það deyja árlega. Við flytjum svo mikið út úr útlanda. Sko. Jú, það er alveg rétt. Það verður lítið samfélag sem hefur kannski fá tækifæri og eitthvað fleira og við sógumst til útlanda og við höfum alltaf gert það. Já, það en svo komum við aftur. Það er miklu minna. Já. Það er bara koma aðeins einu sinni þarna í kringu COVID. En annars legum við út. Já, sérstaklega ef efnahagurinn er slæmur, þá gusust út. Já. En það er samt stór hluti, hann flytur aftur heim. En hvort það taki 3 ára eða 7 ára eða salmon-effekt, laxinn-leitar á heimaslóðir. Já, svolítið erfitt með einhvern veginn þessa hugmynd að við einhvern veginn að meta gæði Íslendinga út frá einhverju svona genatík hefur ekki bara ágætt að því að blandast aðeins meira og fá Ég er að tala út frá, ég tekka mér að vera hægri maður. Já, akkurat. Út frá þeim sem að telja það ekki vera æskilegt. Já, ég myndi bara ekki taka undir þær áhyggjur og ég held að þarna mögulega, eftir 50 ár, 100 ár, þá verður bara barátta flóttafólk. Bandaríkin er að missa vitið núna af því að það er mjög stutt í það að hvíti bandaríkjamennum verði undir 50%. Bandaríkin er reynt að byrja að missa vitið út af því. Helmingur bandaríkjamanna er að missa vitið vissulega, já. Já, hluti þeirra. Það er erfitt að halda sönsum í hóp þar sem helmingurinn er búin að missa vitið. Ok, þetta er eitt, hvað er þetta dauðakúltúr. Annað er það sem að segjum að við séum með samfélag sem að æ fleiri taka ákvörðun að þau geti ekki eignast börn. Og að einhver leyti er þetta benda á að það er ítt undir það með því að kannski að stuðningskerfið veikist, með því að kröfurnar á vinnumarkaði verða meiri, ef ég má tala aftur eins og hægri maður, með því að kröfurnar á konur verða meiri, að það þurfa að standa sér svo vel í að vera það er að vera allt sem áður var en líka frábærar á vinnustað og frábæra mæður, það er bara ekki hægt. Þannig að þær verða að fórna einhverju og einhver að taka ákvörðun að fórna barningnum. Þannig að það er eitthvað í þjóðskipulaginu sem er þannig sem að ýtir undir að fólk tekur það ákvörðun eignast ekki börn. Og ef við horfum frá hagsmunum samfélagsins, þá er það sannarlega ekki hagsmunir samfélagsins. Hagsmunir samfélagsins að fæðist börn. Já. Sunna hefur nú tekið viðtöl við ungar konur sem eru ekki búnar að taka þessa ákvörðun ennþá og þær hræðast þetta hlutverk og Já, þær eru mjög meðvitaðar þessar ungu konur, þær eru semst ekki orðnar mæður en eru svona að máta sig við það mögulega að verða mæður eða ekki og þær sjá þetta fyrir sér eins og að þetta sé svona hlutverk sem að þegar þær gangast inn í það að þá þurfa þær að fórna ansi miklu. Þær horfa á pör og foreldra í sínu nærumhverfi og sjá að þetta kynjajafnrétti hefur kannski ekki alltaf náð eins langt og við viljum vera að láta af því við erum alltaf að monta okkur af því að við séum með mesta kynjajafnrétti í heimi og svo framvegis. Þannig að þær sjá mynstur þar sem að mæðurnar eru svolítið ennþá að taka ábyrgðina, þú veist. Og þeim finnst það ekkert gríðarlega spennandi. En þær eru einhvern veginn alveg klarar á því að þetta sé eitthvað sem að býði þeirra, kjósi þeirra að verða mæður. Þannig að hver eru lausnirnar? Af því við viljum náttúrulega ekkert endilega hafa það þannig. Hver eru lausnirnar? Lausnirnar eru... Ég með alla lausnirnar. Svaraði. Já. Lausnirnar eru að við þurfum miklu betri kerfi til að styðja við foreldra og við þurfum miklu meira jafnrétti í foreldrahlutverkinu. Kerfin sem að okkur vantar upp á akkurat núna eru átakanlega einhvern veginn dagvistunarkerfi á Íslandi eru bara alls ekki nægilega góð. Við erum með ummönnunarbil sem þýðir í raun og veru að frá því að fæðingarorlofi lýkur og þá til að barn kemst inn á leikskóla. Við getum lengt fæðingarorlofið. Að það getur verið meir en ár. Við getum líka lengt fæðingarorlofið, við þurfum ekki endilega að fara niður með dagvistina. Við getum lengt fæðingarorlofið en við erum með eitt lengsta fæðingarorlof í heimi. Á meðan, ef við horfum bara til Norðurlandana, við þurfum ekkert að finna upp hjólið. Við þurfum bara gott fæðingarorlofskerfi sem að
sko veldur ekki ómiklu tekjutapi á meðan fólk í fæðingarorlofi og síðan þurfum við dagvistunarkerfi sem tekur við börnum þegar fæðingarorlofi lýkur. Þetta er einfalt. Kannski þurfum við sérstaklega stuðning við efnaminni foreldra svo að þau eignist börn. Það dugi ekki að bæta þeim upp launin, heldur ættum við að setja kannski 150% á þau. Já, allavega að hætta að sko... Það hafi þetta verið ekki skerðing, eitthvað 70%? Já, 80%. Og ef þú lifir ekki 100% þá getur ég alveg sagt þér að þú lifir ekki 80%. Nákvæmlega, og þetta held ég sé stór hluti af hverju að fæðingartíðnin eða líkurnar er að minnka hjá þeim efnaminni. Það er að því 80% skerðing að lágum launum er bara... Já, kannski má líka benda á varandi að þau erum að ræða fæðingarorlofið að jú, það er 80% skerðing en 20% skerðing 20% skerðing, já, það fá 80% af launum. Þakið hefur smá saman hækkað en lágmarksgreiðslur, það er eitthvað hafa ekkert hækkað, þannig að sko hvað þú getur fengið að lágmarki og fæðingarorlofssjóð er alveg svakalega lág upphæð. Þannig að þú ert nemi eða eitthvað og getur ekki vísað í einhverja tekjur að þá áttur færði enga stuðning til þess eignast barn. Já, einmitt fæðingarstyrkur til námsmanna hefur ekki hækkað, ég veit ekki síðan hvenær sko, en eitthvað bara einhverju sko, hann er mjög lágur. Og þetta tengist líka held ég svona þessari breyttu menningu, af því að ég meina við erum ekkert eitthvað ótrúlega gömul, en þegar ég var ung, þá var svolítið orðræðan þannig í mínum kreðsum að það gæti bara verið frekar hentugt að eignast börn á meðan þú værir í námi, af því að þú veist það er meiri sveigjanleiki, þú veist þú ert ekki fastur í einhverju stimpilklukku, þú getur verið á námslánum, þú veist, á meðan ég held að núna... Þú ert ekki kærulausari þegar bara sér eldri foreldra stundum, það hugsa maður kannski sniður á unga fólki í börnum, því að fólk getur orðið aðeins of upptekið, sko. Það bör gefið barninu smá breyk. Akkurat. En núna erum við náttúrulega að kenna ungu fólki og ég meina það heyri til undantekninga ef þau eru foreldrar. Já, og þau eru yfirleitt ekki á námslánum heldur, sko, þannig að þau eru að vinna kannski bara oft 100% vinnu með náminu, þannig að hvar allar að hafa svigrúm fyrir barneignir og fólk eru að eyða kannski 6 árum í háskólanám, þannig að það er náttúrulega einn þáttur í því að vera að fresta barneignum að þau eru að bíða með að klára sitt nám og er ekki að eignast börn á meðan þau eru í námi eins og tíðkast áður fyrr. En ættum við að hugsa, það er svona hluti af íslenskri menningu, ungar mæður og ungi foreldrar. Eigum við að viðhalda því? Nei, við skulum bara gera það óbærilegt að eiga börn í háskólanámi og svo eignast fólk börnin þegar það eru eldri. Eða er eitthvað hugsun í þessu hjá okkur? Ég held að það sé nú ekki hugsun. Ég held að þetta hafi bara gerst. Þetta sé nú ekkert planað. En við höfum okkur núna líkar til dæmis Svíum varandi þetta eða hinn Norðurlandabúanum. En það var ekki engin ákvörðun, held ég, engin stefnumótun sett í gang. Þetta bara einhver hluta vegna gerðist, hvort sem að sé að því að kerfin þau virka ekki vel og þau gerðu kannski varandi, ég veit ekki, námslánin eða húsnæðismarkaðin eða hvað það er, en fólk virðist þurfa að tryggja sig eða allan finnst eða það hefur orðið einhver breyting að fólk er líklegri til að þurfa að finnast að þurfa að tryggja sig á þannig að eignast börn og þetta er breyting frá því sem að bara þegar við vorum okkur besta. Og svo líka bara held ég að sé mikilvægt að árétta að þú veist þegar kemur að mörgu þá er Ísland oft svona 10-15 árum á eftir trendunum, sko. Þannig að við erum bara að gangi gegnum eitthvað tímabil núna sem að kannski gerðist fyrr á hinum Norðurlöndunum. Já. En það er ekki þannig að þetta bara gerist. Reyndar hefur maður heyrt það þegar verið að tala um þetta. Þetta sé bara svo djúpstætt svona einhver menningarlegt elfa að allt tala að sé þetta breytis og það er ekki. Þessi ákvörðun hvort að þú viljir eignast börn eða ekki. Það sé svo flókið og við séum bara ekki gangi í gegnum eitthvað. Kannski er það siglin í dauðagúltur eða eitthvað, ég veit ekki að orða það. En það sé bara ekki hægt að sveigja því. Hið opinbera ætti kannski ekkert að vera mikið að vera með einhverja beinar aðgerðir eins og í Rúmeníu Ceausescu, það er náttúrulega það sem að voru bannaði fóstureyðingar og getnaðarvarnir og það var bara til bara einhver hliðarveröld. Við þekkjum barnaheimili sem að verður til að því. Já, og bara svartamarkaðsbrask með börn og svo voru þeir sem áttu pening, þeir gátu ennþá keypt sér getnaðarvarnir eða gátu komið í veg fyrir þunganir meðan þeir sem áttu minna melli handana gátu það ekki, þannig að það er alls konar svoleiðis í þessu. Finnarnir gefa ungu foreldrum pakka með
með mat og varðarvóð og einhverju fallegum hlutum og skotarnir voru að taka þetta upp fyrir svona 2 árum eða 3 árum. Þetta er betri leið heldur en að vera með gulrótin er alltaf betri heldur en að vera að neyða fólki hitta þetta og svo getum við tekið Kína sem dæmi líka með one child policy. Það, núna eru þeir bara í stökustu vandræðum að reyna að auka hjá sér fæðingartíðnina því að þeim fara að fækka. Þeir eru reyndar heppnir að þá kemur akkurat róbótavæðingin. Minni þörf fyrir vinnuafl. Stærri hér. Ég held að og það róbótavæðingin er svolítið drifin áfram til dæmis að það með kóru. Maður sér svona, ef maður er að skoða eitthvað frá Japan, að þeir eru komið miklu lengra við í róbótavæðingu líklega af því að þeir vita að þeir þurfa bara að búa til eitthvað sem að gera það sem að menn gerðu áður. Já, akkurat. Tala við gamla fólkið. Alls konar. En ég held að það sé mikilvægt einhvern veginn að hafa það hugfast að sko stjórnmálamenn og stefnumótun á ekki að vera einhvern veginn að vasast því hversu mörg börn við viljum eignast og munum eignast. Bara alls ekki. Aftur á móti eiga stjórnmálamenn að mínu mati og þeir sem að ráða stefnumótun að taka alvarlega niðurstöður rannsóknar sem sýna hvernig er hægt að bæta kerfin, samfélagið, umhverfið til þess að fólk geti betur hugsa sér að eignast börn. Það er það eina sem að hægt er að gera í raun og veru. Og það er náttúrulega ákveð mælikvarði á því hvernig börnunum líður í samfélaginu okkar, hvort að foreldrar vilji bæta við einu barni. Þannig þetta er líka vísbendingum að við þurfum kannski að annars börnin okkar betur að þau alist upp í meira öryggi, fjárhagslega öryggi. Séu velkomnari í samfélaginu okkar, eða ekki? Jú, og ég meina rannsóknir sína líka að foreldrar og þá aftur sérstaklega mæður upplifa mikla streitu þegar kemur að því að mæta öllum þessum ólíku skildum og kröfum. En það er líka eitthvað sem að mér finnst kannski að við getum talað aðeins um. Hvernig getum við dregið úr þessum óbúslegu kröfum? Hvernig getum við skapa samfélag sem er ekki einhvern veginn að beina því til foreldra og sérstaklega mæður að þær þurfa að vera fullkomnar. Ég veit ekki. En það er, svo er það líka þannig að það er náttúrulega álag að eignast börn og hjá því verður ekki komist. Þannig þetta er líka spurning kannski, er það ósengjalt að segja það? Við höfum bara að þola að sumt er bara erfitt í lífinu og þannig er það bara. Allt hefur, það er ekkert allt bara happy-go-lucky í lífinu. Það er bara meiri áttar. Ef ég geti talið upp vesin eða eignast börn, ég geti búið til lista við það. En ég geti líka búið til listana sem er gott fyrir eignast börn en ég geti valið bara þennan lista. Það hefur náttúrulega líka breyst svolítið gegnum tíðina þetta með að það er kannski ekki eins mikið rými í dag fyrir svona erfiðar tilfinningar heldur en var áður, þannig að þú kannski þá er eftir að reyna að forðast að gera lífið og erfitt. Það er svona minna svigrum fyrir þetta bara að stundum líður okkur vel og stundum illa. Ég er að vitna í það sem að ég tala stundum við fólk börnin að það vanti kannski bara meiri seglu og svo líka eins og til þess að áfallastreita, við viljum losna við hana en það fylgir streita áfalli og kannski er það bara ekkert svo eftir svona að losna við streituna, við höfum kannski vera bara betri í að lifa með hana. Þetta er svona allt annað. Herðu, en þegar ég var að fylgjast með Meloni kom upp og reyna að skilja hvaða fyrirbyrð það var. Og það var meðal annars þessi ríka áhersla á svona hlutur konunnar og að sem að þið kannist við þetta, svolítið að tigna konuna svona hálfuleiti en til þess að hún sé þess móðir. Og þar voru ýmsar tillögur það hvað ætla að gera til þess að ýta undir aukna fæðingartíðni. Og þá fór ég svona að leita í sögunni dæmi þess hvort að stjórnvöldum hefði tekist að snúa eitthvað svona við því að þetta hefur komið oft upp. Og ég fann eiginlega bara engin dæmi og meira fór alveg til Þriðja ríkisins, það sem var mikil áherslu á þetta að arískar konur myndu eignast sem flest börn. Og það kom í ljós að það var sýndur árangur. En það var bara tóm lygi vegna þess að þið fóru bara að rændu börnum og fluttuðu og letu eiginkonur SS-manna alaðu upp. Þannig ég hugsaði, það er bara engin leið fyrir stjórnvöld að snúa þessu við. Þetta er eitthvað miklu djúpstæðara menningalegt fyrirbrigði sem ég veit ekki hvort það sé hægt að eiga við. En þekkið þið dæmi Finnarnir fjölguðu ekki barninu með gjöfunum sínum. Nei, en Þjóðverjar Þjóðverjar tókst aðeins
að rétta við hjá sér og það var með því að breyta sem sagt umönnunarkerfinu, fæðingarorlofinu og þessu og svona í meira norræna módelið. En svo það líka sko að því við erum alltaf eins og við tölum þetta hérna að þá erum við alltaf sko að reikna með sko að báðir foreldrar séu útivinnandi. Og þegar það málið þá verður bara að vera til staðar kerfi sem að tryggir á móti sem sagt umönnun. Þannig að það svolítið líka en þetta góðu punktur hjá það er ekkit auðvelt að ætla að fara að fikta í fæðingartíðninni. En númer 1, 2 og 3 þá verður allavega að vera ákveðin grunnur til staðar sem að gera fólki kleift að eignast börn og það kannski eitthvað sem að við þyrftum að kannski að skoða aðeins í ljósi þess sem að hefur verið að gera síðan í hruninu. Og það fóruðið báður að vinna úti. Að ég var að tala mömmu og okkur bræðunar og það. Ég var yngstur og elsti bróður minn eignaðist barn 16 ára og móðurinn var líka á þeim aldri og þau byrjuðu að búa mjög snemma. En nutu þess náttúrulega að eiga yngri bræður sem voru alltaf að passa. Og ég held að ég hafi passað 4-5 sinnum í viku bara frá því ég var 7 ára og til ég var 10 ára. Þetta kerfi, þetta stuðningskerfi náttúrulega ekki til lengur af því það byggir svolítið á þessu að foreldrakynslóðin eigi svolítið af yngri systkinum með einhverju vinnuafli. Já, og það saman alltaf á við ömmur og afa, hérna áður fyrir kannski voru ömmur og afar með meiri tíma til þess að passa, en núna erum við náttúrulega eignast börnin seinna en við gerðum áður, þannig að amman og afinn eru kannski ekki lengur orðin eldri og En ég meina, ég get samt sagt, ég er búin að vera að gera rannsóknir á leikskólakerfinu og tala við foreldra og þau þurfa að styðjast við óbúslega mikla aðstoð frá ömmum og öfum, sérstaklega ömmum, af því að sko kynjaða umönnunarbyrðin heldur alveg áfram út æviskeiðið, þú veist. Þannig að það er bara þannig að það er ofboðslega erfitt fyrir fólk sem hefur ekki bakland eða stuðning að ná að vera í 100% vinnu bæði út á vinnumarkaði og með börn. Og þetta er auðvitað mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa í huga af því að við erum hérna líka með hóp fólks sem kemur erlendis frá, ekki með fjölskyldu, oft í erfiðum störfum sem krefjast viðveru, þú veist ekki svona flexvinnu eins og millistéttin getur oft leyft sér og þetta er fólki sem þarf góð dagvistunarkerfi sem geta dekkað þann tíma sem þau þurfa að vera í burtu vegna vinnu og þá þurfum við að huga því að leikskólinn sé nú sveigjanlegur, hann sé ekki á dýr, að það sé ekki verið að hegna fólki til dæmis fyrir að vera með börnin sín lengur en 6 tíma á dag og svo framvegis. Þá erum við að búa til kerfi til að taka á móti því sem að hið óformlega samfélag sinnir ekki lengur. Já. Og þann kannski það deilan ef það er hægri og vinstri í þessu, að hægrið vill bæta stöðu eins óformlega samfélags, gera ömmunum fært að sinna börnunum og mæðrunum að vera heima á meðan að hérna eru hugmyndir það að við verum að búa til eitthvað óbyrgt kerfi til þess að mæta þeim sem ekki hafa stuðning eins óformlega samfélags. Verði eiginlega sko þetta er svo góð hvernig þú málaðir þessa mynd. Sko, ef konur eiga að vera heimavinnandi þá erum við að fara að missa ansi stóran hluta vinnuaflsins, eða ekki? Ef þá heldur ekki taka móti innflytjendum hvernig ekki rukka mig það hvort það sé hægri þarna gangi þú sko ert að tala sem hægri maðurinn ég spurta aftur hvernig á þetta að virka hjá okkur hver allar að vinna umönnunarstörfin á spítalunum þegar við megum ekki flytja lengur inn filipínska hjúkrunarfræðinga og mæðurnar eiga að vera heima ég meina velferðarkerfi á Norðurlöndum náttúrulega það byggist að stóran hluta upp af því að það þurft að koma konum út á vinnumarkaðinn og þess vegna urðu til þessar pólísir sem við þekkjum í dag. Þannig að sko ef þú ætlar að taka þær aftur út af vinnumarkaðinum þá, þetta er svona, ég jafna hún gengur ekki alveg upp, sko, ekki, að ég sé það allan ekki. Men kannski er eitt í þessu, ef við heldum svo fram, þá það að menn eru alltaf að tala lausnir hér eða lausnir hér.
En að einhver leyti mætti fólk bara ráða. Ég meina ef að foreldrar vilja vera heima með barninu til 2,5, er það ekki bara fínt fyrir okkur að styðja því því? Já, ég held bara kannski ekkit margir foreldrar sem hafa raunverulegt val það. Mér að samfélagi bara þannig í dag að það þarf yfirleitt 2 fyrirvinnur. Já, já. Og svo myndi ég líka bara vilja setja stórt spurningamerki við hugmyndina frjálst val í þessu samhengi, vegna þess að við búum auðvitað í samfélagi sem hefur ég meina það sem ákveði kynjakerfi við lýði, ekki satt, það sem konur eru oft á lægri launum heldur en karlar og þess vegna hendar það yfirleitt betur fjölskyldubókhaldinu að þær drægi úr vinnumarkaðsþátttöku og svo framvegis og verða þannig efnahagslega háðar sínum maka með skert lífeyrisréttindi, minni möguleika á framgangi í starfi og svo framvegis og svo framvegis. Á sama tíma erum við með samfélag sem ennþá mjög upptekið af því að móðurhlutverkið sé á einhvern nátt mikilvægara heldur en föðurhlutverkið. Þú veist. Þannig að þær eru með þessa þennan óbeina þrýsting á sig úr öllum áttum að þær eigi að vilja vera heima, ekki satt. Það henta betur fyrir og við ætlum að beina þangað vegna þess að móðurhlutverkið af öllum þessum hlutverkum sem að koma með það sinni í dag mikilvægast, segir Hægrið. Þannig að þess vegna þess vegna bara kann ég ekki vel við þessa hugmyndum þennan frjálsa vilja því það bara, hann bara háður alls konar ytri skilyrðum. Þetta eru spennandi mál, það ekki? Þetta velta þessu endalist fyrir sér. Og þetta tengir svolítið inn í svona við erum á einhverjum tímamótum svona hvers svona samfélag við viljum þróa og það eru svona meiri hit í þeirri umræðu núna heldur en oft áður. Það eiginlega ekki það ekki sjálfsagður svona elfur sem að flýtur áfram og við sem að fara eitthvað. Það deilt hvert áin á að renna. Og ekki síst sem að tengja þessu. Þess að við erum að tala með lífið sjálft. Hvort að við tökum vel á móti börnum. Eitt af því sem við foreldrakynsluna maður sér sonur minn kom núna með 2 barnastóla í aftursætið og hann mun verða næstu 15 árin að skuttla börnunum fram og tilbaka og í alls konar tómstundir sem búið að sitja í einhverju iðnaðarhverfi og þau fara út úr hverfinu hingað og þangað og þannig að þetta bara eins og að reka fyrirtæki að vera með litla fjölskyldu. Og við sáum það líka í viðtölunum sem við tókum við foreldra sem ákveða eignast barn í miðjum heimsfaraldri að þegar þau voru að ræða ákvörðunum af hverju eignuðustu börn á þessum tímapunkti og þá kom þetta einmitt upp að það var þetta líka að fá frí frá þessu daglega amstri, öll þessu skuttli að þá bara nú er rétti tíminn kannski til þess að bæta við barni út að nú fæ ég frí frá þessu. Þannig að þetta svona lýsir því þetta er verulegt álag á foreldra allt þetta skuttl og þessar hugmyndir að börninu okkar eiga að taka þátt í öllum þessum allur tími basis á að vera skipulagur við erum að framleiða vöru fyrir samkeppnismarkað. Algjörlega, já, 100%. Ég meina þetta er bara svona, þetta er náttúrulega nátengt bara svona nýfrjálshyggju hugmyndum það að við séum að best okkur til þess að standa vel á markaði og ég meina þessi svona millistéttar norm það hvernig við gerum það felast náttúrulega óbúslega mikið í því að foreldrar sérstaklega mæður séu mjög involveruð og taki óbúslega mikinn þátt í lífi barnanna sinna og séu einhvern veginn að passa þau séu að upplifa og gera og taka þátt í öllu sem maður þarf að taka þátt í dag og það tengist líka þessi sem ég var að tala áðan þessar óbúslegu kröfur sem við gerum. Þú veist, það stendur þetta enginn undir þessu þannig að hvernig getum við dregið úr þessum kröfum, hvernig getum við bara farið kannski aftur í svona einfaldari sýn á foreldrahlutverkið, þú veist, ég meina elskaru barnið þitt, ertu til staðar fyrir barnið þitt, hvað þarf maður meira, þú veist getum við líka dregið eitthvað lærdóm á því hvernig fjölmiðlar eru sífellt að hamra á foreldrum fyrir að þeir séu of mikið í símanum, of mikið að, þú veist, þeir gera einhvern veginn aldrei neitt rétt, Þú veist, á meðan allar rannsóknir sína að við höfum aldrei í mannkyns sögunni eitt jafn miklum tíma með börnunum okkar eins og við gerum núna. Nei, kannski of miklum, of mikið, sumir segja það
að það sem að börnunum vanti helst er tími til þess að vera í frjálsum leik sem er ekki skipulagður af foreldrum. Það er stundum bara fínt að lifa á þess að hafa foreldrun á hliðarlínunni. Algjörlega. Kannski ég var stofnað samtök minna skull því að það tekist líka bara eins og öllu umræðum umferð og fleira og að tómstundir barna get ekki verið inn í göngufjarlæði í hverfunum er náttúrulega bara eitthvað fáránlegt rugl. Að vera að eyða tíma fólks svona í eitthvað skull í umferðinni sem er ekki gæðastundur alltaf. Nei, þær eru það ekki. Og ég menn þetta tengist bara þessum svona þessum svona hugmyndum hvernig bara fyrirmyndar samfélagi er ekki satt. Þú veist, það þarf að vera stuðningur og það þurfa að vera úrræði og hlutinni þurfa að geta gengið upp bara í hversdagslega fyrir fólk þannig að það geti séð fyrir sér að verða foreldrar eða eignast fleiri börn. Á morgun þið verða með ráðstöndum, byrjulega 10. Fyrir hvernig það? Er þetta fyrir foreldra? Er þetta fyrir svona aðra háskólamenn eins og þið eruð? Eða fyrir hvernig er þetta? Já, það mega bara allir. Er þetta fyrir börnin sem eftir að fæðast? Þetta er bara opið öllum. Já. En við sem sagt erum búin að vera að vinna rannsóknarverkefni núna í 3 ár og sem er styrt af Rannís. Og þetta er svona loka ráðstefnan í þessu verkefni og nú er verkefninu formulega að ljúka þannig að við sendum út kall til fræðafólks á hinu Norðurlöndunum sérstaklega en líka aðeins út fyrir Norðurlöndin þannig að við erum að fá fullt af erlendum gestum sem hafa verið að rannsaka fæðingatíðni og þannig að við erum að skoða bara barneigna vilja og fæðingatíðni út frá mjög mörgum sjónarhornum og þetta er sem sagt bæði á 5. og 1. dag og það geta allir komið í Norræna húsið og hlustað. Já. Kannski kemur ykkur fullur af barneignavilja en fer út og vill ekki eignast barn. Það er gaman að fá ykkur að tala með það mikilvæg mál, Ari, Sunna og Ásdís, kærar þakkir. Og ég minni á að það er ráðstefna í Norrænum 10 í fyrramáli fyrir þá sem hafa áhuga á að setja sig meira inn í þessa umræðu sem hér er. En við ætlum að snúa okkur allt öðru hér við rauðaborðið. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, þá komið að leikhúsumfjöllun. Ég fór á frumsýningu á leikritinu Lína Langsokkur í Þjóðleikhúsinu á laugardaginn og skemmti mér konunglega. Það var skemmtilegur salur, verði að segja, mikið af krökkum og mikið tekið undir og allir glaðir með þessa sýningu, held ég að verða að segja. En til þess að fjalla þetta, þá var ég ekki með aðstædduðu sýningarnar heldur stelpur sem voru á sýningunni og horfðu á Línu Langsokk. Hérna er Jónína María Jónsdóttir, kölluð Nína, og Mía Snæfríður Ólafsdóttir og líka Mía, Þórhildur Bragadóttir og Ingibjörg Lóa Auðar Héðinsdóttir og Silva Dögg Unnarsdóttir Einarsdóttir. Kærar þakkir fyrir að koma hingað. Þið sáuð Línu Langsokk. Já. Má ég byrja á þér Nína? Var þetta skemmtilegt? Mjög skemmtilegt. Hvað mikið skemmtilegt, svona frá 0 til 10, myndur þú segja að það væri? 8. 8 skemmtilegt. Já. En Mía? Mér staklega 10. 10 bara, og hörku skemmtilegt. Já. Og Mía, hvað? Mér fannst þetta bara mjög gaman. Já. Og ég ætla að gefa sér 10. Já. Af minn nefnilega vinnur í Þjóðleikhúsinu. Já, það myndir þú ekki vera ánæður og þú gæfir þessu ykkur að hraka einhvern. En Lóa, ég er ekki að biðja ykkur að gefa einhvern, þetta var bara þetta með 0 til 10. Mér fannst það bara 10. Hæ? 10. 10? Og Silva? En það var mjög skemmtilega, þannig að ég gefa þessu 10. Ok. Herðu, þannig að allir við borðið mjög ánægð með þessa sýningu. Já. Mjög.
Hvernig fannst ykkur Lína? Mér finnst hún bara mjög skemmtilega og fyndin. Já. Og það var svo, hún er svolítið fyndin og skemmtileg. Já. Hún dansar mjög oft. Þekkið eitthvað svona sem er svolítið lík Línu? Vinkona mín heitir Lína. Hún heitir Lína? Já. Það er nú eitt. En þekkið eitthvað svona, er þið svolítið hissa kannski eða myndu hitta Línu Langsokk kemur í skólan til ykkur? Já, ég myndi segja það. Já, frekar. Þannig hún er ekki lík ykkur? Nei. Hún er líka fullorðin. Já. Lóa, finnst þér Lína lík ykkur sem þú þekkir? Á blaðinu, þá fannst mér hún svolítið lík mömmu minni. Mömmu þinni? En bara því hún var svolítið ung. Já. En ég kynntist mömmu þinni þegar mamma þín var 7 ára og ég get alveg sagt þér að hún var svolítið Lína þá. Hún var ekki alltaf svona, hvað er það sem er verið að fullorðið fólk er að kvarta við Línu og hún sé ekki nú, hún sé of óþekk? Já, eins og hún fer ekki að hátta strax, þannig að hún er að nota öskurrauð, svona, hún þarf að öskra til að láta hún fara að hátta. Já. Hún gerir það bara við sjálfu sér. Já, hún gerir það sjálf. Já. Til að fara að hátta, hún hlýðir ekki, en þegar hún er búin að öskra þá hlýður hún. Já. En gerir þú það kannski stundum við sjálfa þig eitthvað? Þú átt að gera eitthvað, en nennir því ekki eða vilt það ekki, segir þá svona, Silva, þú verður að gera þetta. Stundum. En mér finnst þetta með hvort að Lína sé óþekk eða ekki, mér finnst það svolítið stórt mál. Er hún óþekk? Já, sko, hún er alveg frekar óþekk. Frekar óþekk? Já. En hvað er að vera óþekkur? Svona hlýða ekki og svona gera eitthvað. Hlýða ekki á öðrum? Já, og gera ekki það sem mann er sagt að gera. En ef ég vil gera eitt og svo einhver annar vill að ég gera eitthvað annað og ég geri það sem ég vil, er ég þá óþekkur? Nei, þú veist ekki. Þannig að leikrit er svolítið þetta, ekki? En er ekki alltaf lægi? Hverju má maður að hlýða? Ef fullorðinn segir að fara að hátta, þá á maður að gera það. Ef maður gera það ekki, þá er maður ekki að hlýða. Nei, þá er maður óþekkur. Já. En maður gerir það stundum eða ekki? Jú, svolítið oft. Svolítið oft? Ég þekki mjög marga krakka sem eru óþekkir og sumir af þeir eru nefnilega vinir mínir. Já. Og það er nefnilega... Sumir af bestu vinir mínum eru óþekkir? Já, reyndar. Og ég er líka stundum óþekk. Sérstaklega, já, stundum. Frænka mín er svolítið óþekk, hún hlýðar aldrei þegar hún fara að hátta. Eða tannbursta sig. Og tannbursta sig? Vill það ekki heldur? Nei. En Lína var ekki að tannbursta sig, en við vitum það svo sem ekki, kannski tannbursta sig. Já, ég held hún gerði það. En ég sá hún svaf í skónum. Já, hún svaf líka svona öfugt svona. Já, svona skórinn voru upp á koddanum og hausinn voru undir sænginni. Og svo líka hrjótaði hún þegar hún var vakandi og svo fór hún að sofa. Þannig að það var svona eins og hún var bara búin að hrjóta. Mér finnst það svolítið snjallt. Fannst það ekki snjallt hjá henni að bara drífa það af að hrjóta áður að fór að sofa? Svo þyrfti ekki að vera að hrjóta með að vera að sofa? Sko, hún læsti bara ekki dyrunum þegar hún var að fara að sofa. Þannig hún var bara þykja að hrjóta og þegar ræningin kom inn þá bara sagði hún, já, ég er bara sofandi, sofandi. Það er eitt með Línu að hún er rosalega sterk. Já, hún er það. Hún segir að það er svona alvöru mann, hún lyfti einu mann. Já, allir héldi að maðurinn var mjög gaman eða vera svona mjög góður við Línu og allir héldi að hann var bara að grínast og hann var bara að reyna að láta hann lyfta henni, en það var ekki þannig. En er það ekki vegna þess hvað hún er sterk að hún til dæmis þorir að sofa án þess að læsa hurðinni? Já, og hún og líka þarna þegar hún lyfti manninum þá trúði enginn henni og svo þarna tók hún bara lóðina upp og lyfti henni alveg svo hátt upp og allir heldu að þetta væri bara svona grín en samt trúði enginn henni. Nei.
En sumir svona trúðu Já. þegar fóru að líða á. Sérstaklega lögreglan með svarta yfarskegg. Já, það var mjög fyndið þegar þau voru mjög loftrættir. Já, löggan. Já, þau voru, það var einn maður sem var svona, þetta var ekkert mál og klirfa upp stígan og svo líta niður og voru mjög hrættir. Þá sagði hann við hinn lögreglumanninn, hvað maður horfir ekkert. Og hann gerði það, en svo þegar hann kom svona brottur hliðina, þá var hann svo skar, En það voru þarna persónur eins og þetta með úr ræningjar. Já, það var uppáhaldsflottur minn. Ég elska ræningjarna. Sko, ræningjarnir, þau voru að reyna að stela töskunni, en ég datt niður stígana. Já, það var mér fyndið. Og hinn var að renna sig niður og datt á svona hinn sem datt niður stígan. Já. Þeir voru ógeðslega skemmtilegir. Já, svo byrjaði þau að halda okkur öðrum. Og líka þegar pappinar kom tilbaka og engin þessi kona sem var að fara að senda hann á barnaheimili og þannig og svo sagði hann eitthvað ég með betri hugmynd. Já, og sagði hann ég með betri hugmynd, þú mátt bara búa hjá mér og þá sagði hún ég á pappa og þá trúði engin þá trúði hún ekki því en svo þegar pappinar kom þá náði hún að lyfta pappa sínum og það voru allir sjóræningjarnir komu og svo held ég skipið Skopparakringla eða eitthvað. Já. Hún var sterkari en pabbi sinn. Hún tók hann í Krumlu held ég þetta heiti. Já. Nei, puttastríð. Puttastríð og puttastríð. Já, og bara náði. En eitt með Línu að hún býr ein. Hvernig þetta það sé að búa ein? Ekki vera með pappa og ekki vera mömmu og bara ráða öllu. Og því pappin var svona eitthvað staðar hann var svona datt úr skipinu þegar þau voru saman og mamman var upp í himninum það þýðir hún var dauð. Hún var svona dáin. En Silva, myndir þú vilja búa ein og ekki hafa pappa eða mömmu á heimilinu? Nei. En þú áttu ekki stærri systur. Myndir þú vilja losna við þær kannski? Ég losnaði ein af þeim og við erum oft að rífast. Þannig vil ég losna. En Lóa, myndir þú treysta til þess að búa ein eins og Lína? Bara ef ég ætti gæludýr og ég á gæludýr. Þú átt gæludýr, þannig að þú myndir alveg til að... En eiginlega ef ég ætti hund. Ef þú ættir hund? Já. Þannig að þú áttu kött, þannig að ef þú fengir hund, þá þyrftur ekkert á pappa og mamma alltaf? Nei. Ok, þetta svolítið... Ég bara ef ég ætti eitthvað svona nokkur dýr. En þú, Mía? Ég á kött sem þorir bara að ráðast á flugur, ekki neitt annað. En ég myndi ekki vilja búa ein. Ég myndi kannski bara vilja sjá hvernig væri að vera ein í eina nótt. Myndir þú vilja pröfa það? Já, en svo myndi ég vilja fá mömmu og pappa aftur heim. Þú heldur að þegar þú vaknar, kannski miðanótt, að þá myndir þú vilja fá pappa og mömmu aftur? Já. En Mía, myndir þú treysta til þess að búa ein? Sko, mér myndi finnast það kannski fyrst, ef ég væri fyrst að byrja að búa ein, þá myndi ég finnast það dálítið gaman. En svo myndi mér finnast það dálítið leiðilegt og ég myndi sakna mömmu og pappa örugglega og systkina. En þú, Nína, myndir þú treysta til þess að búa ein? Nei. Hún var svolítið, þóttu að vera svona sterk og ætti mikið pening og ég meina hún var svolítið sjálfstæð, hún Lína. En þá þegar það fór að svona líða á kvöldi þá saknaði hún pappa og mömmu. Já, og líka... Frænka mín svolítið eins og Lína út af því hún er sem á fræknu og hún getur verið ein út og hún er 9 ára. Já. Og líka þarna... Þeir eru nú bráðum að verða 9 ára þannig að... Já, og þarna... Sko, og líka þarna þegar hún var með alla þessa gullpeninga og þjóðarnir reyndi að komast inn, þá var nefnilega, þá var hún ekki hrædd, hún bara bauð þeim upp á dans og
Það var eitt merkilegt sem hún gerir, að þeir komu og ætla að ræna af henni öllu gullpenningunum, en hún ákveður að gefa þeim smá gullpenninga. Hvað finnst ykkur það svona sem siðferðislegt? Þeir sögðu nefnilega að þeir voru öreiga. Já, þeir eru öreigar, vætt ekkert. Það fann hún til með þeim sem ætlaði að ræna af henni. Ef það ég væri Lína þá myndi ég ekki gefa fjórum gullpeninga. Myndir ekki gefa? Nei, og það þeir eru að reyna að stela og til að kaupa eitthvað til að vera frægir. En Lóa, myndir þú gefa ræningjónum gullpenning? Já, allavega eitthvað svona 2 út af, þú veist, ég mun aldrei alveg treysta þeim ef ég segja það. Út af maður á alltaf að segja satt. Já. En myndir þú gefa þeim gullpenning? Já, 2. Eitthvað sem ætlar að koma og ræna þig? 2 mann. 2 mann? Mér fannst líka svolítið fyndið því að þau sem segja bara, rængir segja bara, við ætlum að taka töskuna þína hana sem var bara þannig á gólfinu rétt á þann og hún segi, já, þið megið bara taka hana. Hún vissi að þeir gáðu það ekki og það var alltaf þung. Sko, En ég er ennað með þetta siðferðilega spurning. Myndir þú gefa ræningjum sem ætlaði að stela þér öllu sem átt, myndir þú gefa þeim 2 gullpeninga? Ef þeir myndu segja satt og ég var... Þeir áttu nú svolítið erfitt með þessi 2 að segja satt. Já, og reyndar þessi sem var sköllóttur, þessi sem var, það var einn sem var svona meiri skítugur í framann og einn sem var með svona fínan hatt en samt smá gat á honum. Já, hann var alltaf svona, heyrðu við komum hingað til þess að ræna gullpeningun. Nei, ég meina við ætlum að koma hingað bla bla bla, skilur. Já, hann var ekki leikinn að ljúga. Nei, en hinn var eitthvað, nei, við ætlum ekki að gera það, við ætlum nefnilega bara að koma í heimsókn og bjóða eitthvað á nótt. Mía, myndir þú gefa ræningjónum 2 gullpeninga? Nei, ég held ekki að ætli svona skilja að stela það á mér, það myndi ég ekki alveg treysta þeim. Nei, það voru ekki beint traustsverðir þessir menn hann. En ég ætla að spyrja þig líka, Nína, myndir þú gefa ræningjónum 2 gullpeninga? Ég myndi gefa þeim 1. 1? Ok. Herðu, en talandi það að þessi þarna, þú segir annar ræninginn, hann var svolítið liður í því að ljúga, en hinn var ekki sérlega góður í því og slísast alltaf til að segja satt. Er þið góðar í því að ljúga? Ekki rosalega. Stundum, sko, vinkonum mína, þau eru sammála, ef þið brosum þá erum að ljúga. Ég er svona góð í því að ekki brosa. Ég man eiginlega ekki eftir hvenær ég var að ljúga síðast. Þú ert eins og annar ræningin, þú vilt alltaf segja satt. En samt ég myndi alveg treysta þeim úr það, sko, því sögðu það svona sorglega. Þannig ég myndi alveg treysta þeim. Í endanum á leikritinu, og ég býst við að við getum alveg talað um það, við erum ekki að skemma fyrir neinum, þá þarf Lína að velja rosalega erfitt val. Hún þarf að velja hvort hann ætlar að fara með pappa sínum og yfirgefa vini sína eða hvort hann ætlar að vera áfram með vini sínum og yfirgefa pappa sinn. Já, það var... Rosa erfitt val. En svo valdi hún að pappin getur alltaf komið heimsókn og verið með vinu sínum. Já, ég myndi örugglega velja það því að það er erfitt að láta vini mann svona koma á skipið eitthvað þegar maður er lengst burtu. Ég myndi örugglega velja að vera með vinu mínum og láta bara pappi minn koma á heimsækja. Og skopparagrillunni. Já. Og líka þegar... Og mér finnst dálítið skrítið að hún yfirgefur samt pappa sinn af því að ef þetta væri valið mitt, ég myndi auðvitað velja foreldra mína af því að vinir. Vonandi bara lendur ekki í því að þurfa að velja svona, þetta er rosalegt að þurfa að velja svona. Ég myndi velja svona, pappi myndi koma svona heimsækja mig svona ekki yfir pappa minn, en hann kemur svona heimsókn fyrir kaffi, búð og dans. Herðu, það er skóli í leikritinu. Já, það er. Ég verði eiginlega að segja að þetta leit út fyrir að vera hundleiðilegur skóli. Já. Og líka samlækning. Er ekki gaman að samlækningu? Stundum ekki.
Hún var ekki sérlega góð reynda kennslukonan, hún var að leggja saman og það var ekki alltaf rétt hjá henni. Nei, og líka þegar hún og líka þegar hvernig hún sagði samlækning, þetta var svo fyndið orð hjá henni. Já. En kunnið þið hérna farkföllunartöfluna? Nei. Já, ég er búin að æfa hana en ég er búin að gleyma dálítið mikið. Ég kann hana en ég hef samt ekki lært hana í skólanum. Nei. Ég bara lærði hana eitthvað tíma, já, þegar ég var að lesa bókina Matthildi, þá lærði ég hana. Já, lærði það ekki í skólanum. En Lína er ekkert sérlega, hún hefur ekki mikla trú á svona skólanámi. Nei, hún gerir það ekki. En finnst ykkur það vera gáfulegt hjá henni að vilja ekki fara í skóla? Svona ég myndi alveg fara í skóla, en hún vildi hætta og það var alltaf svona búin að spyrja. Þannig bara henni fannst það svona svo leiðilegt. Ég finnst alveg stundum gaman í skólanum. Já. Sérstaklega að leika við vini mína og já, bara ekki endilega, þú veist, að reikna og þannig bara mæta í skólan og hitta alla vini. Og já. Lína, hvernig finnst þér í skólanum? Gaman. Má ég spyrja því hvaða skóla þú ert? Grandaskóla. Hæ? Grandaskóla. Grandaskóla? En hvað skóla þú? Ég er í Hjallastöflunni. Hjallastöflunni? Og þú mér? Ég er í Álftamýraskóla. Álftamýra. Og Lóa? Vesturbæjarskóla. Og Silva? Hjallastöflunni. Já, eru þið saman í skóla? Já, bara ekki saman í bekk. Já. Ég er í 4. bekk og hún er í 2. bekk og ég er í 4. En maður gæti haldið að til dæmis eins og Hjallastöflan hafi verið búin til fyrir svona línur, námsokkur. Já, ég veit það ekki. Það því að maður þarf ekki alveg að sitja svona við borð og... Já, maður getur bara, við setjum oft bara á mottunni og já. Mér finnst líka þegar hún þegar hann er að, já, herra Níels og hesturinn, þegar mér finnst apinn svo fyndinn stundum þegar hann hoppar á alla gestina sem koma inn til Línu. Já. Allir svona hálf hræddir við hann. Já. Er það ekki einkenni á fullorðna í þessu verki? Að það er eiginlega skítrætt við lífið. Það er hrætt við allt sem er öðruvísi, hrætt við apan, hrætt við hestin, hrætt við að vera upp á þaki. Fullorðna fólkið er eiginlega skítrætt við lífið. Já. Já. En ég fattaði hvernig Lína stökk niður á þakinu. Já. Hann föst í bandi. Já. Og svo stakk hún svona band hér frá aftur sem festist við hana. Og svo þegar hún komin niður þá komst þetta svona losnaðist einhvern veginn af. Ég sá hana sagt eitthvað svona fett í bakinu. Ég held hún bara náði þessu af alveg sjálf. Já. En stundum við satt í leikritum að sé svona boðskapur. Er boðskapur í þessu leikriti þannig að það sem verður að segja við stelpur eins og ykkur? Ekki vera svona þægar. Verið aðeins meira óþekkar. Upplifðu þið það? Nei. Aldrei. Ekki? Nei. Ég kom einhvern veginn út og ég ætlaði að vera aðeins meira óþekkur. Með því að ég var alltaf stiltur einhvern veginn. Og líka, það hefur aldrei verið sagt við mig. Ég er alltaf á að vera hlýðin og þannig. Er sagt við þig? Já. Mamma, hún vill að ég verði dálítið hlýðin stundum. Já, mættir eiginlega vera meira svona, mættir vera aðeins meira óþekk? Nei, ég er stundum. Mamma mín segir þarf að vera bæði. Já. Svona smá óþekk og smá góð. En kunstinn er kannski að vita hvenær það er við hæfi að vera aðeins óþekkur og hvenær er við hæfi að vera þekkur. Ég ræði það bara sjálf. Ég myndi segja að maður myndi vera duglegur í skólanum og eitthvað. Já.
mætti samt ráða að vera óþekkur kannski í frímínútum eða eitthvað. Já, kannski eru frímínútur til þess. Herðu, en mælið þið með því að fólk fari að horfa á þetta leikrit? Já. Það er ótrúlega skemmtilegt. En samt bara, sko, veit ég hvað var aftur? Já, í fyrsta sinn þegar hún hitti Önnu og Tomma, þá bara, sko, þá sögðu þau að hún væri eitthvað, ég man ekki alveg, eitthvað, það var eins og að ljúga henni og bara, þau segja eitthvað annað. Skrökva. Já, skrökva. Já, það Og trúðu hún ekki. sagði já, en ég var ekki alveg viss um að hún var skrökva. Þau heldum að vera skrökva og hún byggja ein og Já. þau bara trúðu ekki að þetta væri að gerast. Já, og þau héldu líka að það var ekki satt á að pappina var ekki svongi og alls konar þannig. Já, og þegar svona Anna sagði eitthvað, en þegar hann datt, hún héldi, sko, hún héldi að Lína Langsokkur var að skrökva eitt svona dóteri sem ég man ekki. Svona, hún átti fullt af peningum. En svo man ekki hvort hann sýndi það ekki. Myndir þú vilja eiga svona tösku fulla af peningum? Já. En þið, myndir ekki vilja eiga svona tösku fulla af peningum? Jú, ég myndi eiga silfurpenning og það heitir silfa og gullpenninga. Herðu, en þið mælið með Línu Langsokk, þetta er vel ykkur sýning. Mér finnst allir vera að skemmta sér það er þetta að við erum að tala um Línu Langsokk og það er leikkona sem að leikur hana. Já. Stendur hún sig ekki vel? Jú. Og það var líka mjög mikið hlegið í salnum. Rosa mikið hlegið. Já. Sérstaklega þegar ræningarnir koma. Já. Það var eiginlega bara, ég held að sé sögulegt hvað salur hló mikið að þeim. Já, það var. Mér finnst ekki ótrúlega fyndið þegar hann að fara detta á stólum og það heyrði svona, þá sagði hann þetta eitthvað svona, þetta voru síðasta, eitthvað svona, hann var ekki svona, það kom svona, hann sagði svona, eitt ræningi svona, þetta er síðasta orði sem ég segi árin í degi eitthvað. Það var ótrúlega fyndið. Þetta var mjög skemmtileg sýning og gaman að fá ykkur að spjalla um hana. Þetta er nú sýning sem að snýst svolítið ykkur, ungar stúlkur. Hvað er Lína sem gömul? 11 ára? Er það svo gömul? Nei, ég segi allavega. Allavega, já. Allavega, ég heldur að segja eitthvað svona 8 ára. 8 ára? Já. Þú veist, leikonar sjálfur er eitthvað svona 10, held ég. Já, 10. 10? Ég held að leikonar sé sko nálgast 30. Já. En sko, á einni blaðsíðu í bókinni sem var bara frí að mátti taka, þá sá ég svona 5 leikonur og ég sá hana sem var að fara að leika í þessu leikhús, þú veist, á þessu leikriti. Og mér fannst hún svolítið svona ung, svona eitthvað, svona táningur held ég, eitthvað svona 13. Já, hún er svolítið svona grallaraleg svona. Og ég sá hann í einu verki í fyrra og hún var með svo skemmtilegar hreyfingar. Og þið Birta Sólveig Söring Þórisdóttir sem leikur hana. Ótrúlega skemmtileg svona hreyfingarnar á henni. Já, og það voru sumir sem voru í leikhúsinu, voru svona tengd svona með Línu Langsokk, svona bangsa, Níels. Og svo var líka þetta hárkollir. Já, sumir voru með svona rautt hár. Já, svona með hárkollir, svona með hárið hennar og ég sá hérna með svona hárkollir og svona frekkurnar sem voru hér. Og það var einu svona tveggja ára stelpa sem mætti bara í sjálfum gallanum. Bara í búning, bara eins og Lína út í sal. Lóa var með litla brúðu af tuskudúkku af Línu. Frænka mín
prjóna hana eða hekla hana og líka það sem þú varst að tala þú veist 4 eða 3 stelpa. Ég held að ég sá hana líka sko. Langar ykkur að fara aftur? Já, mér langar að fara aftur. Ég líka. Það nú fín meðmæli. Ég búin að fara 2 svar. Já. Þetta búin að fara 2 svar? Já. Það var bara að vera frumsýna helgina. Hvernig náðu því? Nei, ég fór á æfingu á miðvikudaginn. Rosalega ert þú heppin. Herðu, en kæra þakki fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og ræða Nínu Vangsók, Nína, Mía og Lóa og Silva. Kæra þakki. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið og ætlum að fara að tala við eitthvað allt annað. Hér eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Herðu, við ætlum að ræða kristni og ástæðan er að við erum að reyna að skilja bandarísk stjórnmál, ekki síst eftir morðið á Charlie Kirk sem að lagði mikil áherslu á kristni og talaði alltaf eins og kristinn maður og boðberi kristninnar. Og kristnin er stór hluti af makabyltingunni sem á sér stað í Bandaríkjunum. Og til þess aðeins að glögga okkur á þessu, að þá verðum við að skoða kannski kristina á bakvið þessu og til að hjálpa mig við það eru hingað komin Skúli S. Ólafsson sem er prestur í Neskirkju og Bjarni Randver Sigurvinsson sem er guðfræðingur og trúarbræðafræðingur. Já. Og þú náttúrulega guðfræðingur en það er ekki prestur. Herðu, hvað þekkið þið til Charlie Kirk? Ég frétti á honum bara í kjölfar þessa ódæðisverks. Það hefði verið ráðinn á dögum og í framhaldinu fór ég svona að fylgjast með þessum framgangi hans og ég auðvitað bara hann er birtingamynd þeirra tíma sem við lifum. Maður sem að hefur þann kjark náttúrulega að taka þátt í opnum samtali við andmælendur sín og andstæðinga með þeim hætti að ég svona bara af minni yfirborðslegu yfirferð ég sé ekki betur að þarna séu 2000 sem hann hafi rætt við svona með þessum hætti svona svipað eins og við erum að gera núna. Það er kannski aðeins öðru, það er svona meiri svona burtreiðarstíll á þessu. Já, burtreiðarstíll á þessu og þetta höfðar til auðvitað fólk vill fá átök og vill heyra sem tekist á grundvallaratriðin. Svo aftur á móti það sem að manni sýnist málflutningur hans byggjast upp á er mjög frábrugðinn því sem við stöndum til dæmis fyrir í þjóðkirkjunni og það er mjög áhugavert finnst mér því að við erum sem samfélag í þjóðkirkjunni svolítið mikið að velta fyrir okkur stöðu okkar á tímum mikilla breytinga að við getum borið okkur saman við hreyfingar sem að skilgreina sig sem kristnar en eru í grunninn afskaplega ólíkar okkur á mörgu leyti. Þjóðkirkjan er ekki með þessa hvað getur maður sagt herská ádráttarlausu sýn á ýmis grundvallarmálefni sem varða siðferðisleg atriði til að mynda þungunarrof, stöðu samkynhneigðra sem varu tíma
mikið deilumál innan kirkjunar, en það var ekki vegna þess hvort að fólk var að deila það hvort samkynhneigð per se væri æskilega eða ekki, heldur vorum við að tala hjúskap samkynhneigðra og niðurstaðan var svo að við höfum gengið alla leið í þeim efnum og erum reyndar að ég held fyrsta trúfélag í heiminum sem að gengur þá vegferð og var það mikil blessun. Þannig að við sjáum það er mjög mikill munur á þeirri hugmyndafræði sem menn eins og Charlie Kirk standa fyrir og því sem þjóðkirkjan stendur fyrir. Hvort ekki er sagt vera kristni, þú ert að tala fyrir kristni og hann er að gera það og þið hljómið bara eins og úr bara sikkur deildinni. Hvað svona kristni er það sem er þarna undir makarhefingunni? Sko, hún er fjölbreytileg. Kristindómurinn eins og trúarbrögð gríðarlega fjölbreytt og jáfnvel þegar við smættum þetta niður í ákveðnar kirkjudeildir sem slíka að þá þegar betur skoða þá geta þær sömulegis gríðarlega fjölbreytilegar eins og rómversk-kaþólska kirkjan sem er helmingur kristinna manna tilheyrir, svo dæmi sé tekið. Í Bandaríkjunum þá er þarna að ræða í grófum dráttum tvo megin strauma kristindómsins sem makarhreyfingins sækir stuðning til. Það er annars vegar evangelískar hreyfingar svo kallar innan Bandaríkjanna og hins vegar svona íhaldsamari angin af rómversk-kaþólsku kirkjunni. Evangelísku hreyfingarnar eru í rauninni sem ein heild mjög óskipulögð. Þetta er í rauninni stefna sem við finnum innan fjölmargra kirkjudeilda sem eiga rætur að rekja til mótmælanda á sínum tíma eða eiga að hafa komið fram síðar sem klofningshópar. Og evangelismi sem slíkur er í rauninni vakningakristindómur sem snýst það að leggja áherslu á að þú þurfir að taka persónulega afstöðu til Jesú Krist, taka mót honum sem persónulega frelsara þínum og eiga þannig náið samfélag við Guð. Þessar áherslu sem einkenna... Einhver geti haldið að þegar þú segir þetta svona, að þú sett bara að lýsa manneski sem tekur það skref að ákveða að lifa sem trúi manneskja. Jú, að sjálfsögðu við getum alveg sagt að þetta enginn er rómversk-kaþólsku kirkjan, réttrúnarkirkjan og það fram til götunum. En þessi ofur áhersla á persónulega trú, það sem tekur trúarlegum sinnaskiptum, þessi evangelismi mótast í Evrópu tölv mikið á 18. öld og þróast yfir í innan mismunandi kirkjudeilda eftir hvaða lönd er að ræða og þegar þessi stefna berst til Bandaríkjanna, þegar Bandaríkjanna er að þenjast út á 18. og 19. öld og fram eftir 19. öld, þá verður á ýmsum ástæðum grundvallar munur í ýmsum kenningalegum efnum og áherslum milli evangelismans í Bandaríkjunum, Norður-Ameríku og í Evrópu. Og það kemur til að því að það myndast ákveðin lítill setrárhópur í Englandi, Bretlandi snemma á 19. öld sem kallast Plymouth-bræður og upphafsmaður þess hóps hét John Nelson Darby. Hann var upphaflega anglikanskur prestur, prestur í ensku kirkjunni en hann hrökklaðist hann í burtu vegna ýmissa sér áherslna sinna og hann stofnaði sér trúarhóp innan kristindómsins sem lagði í fyrsta lagi gríðarlega áherslu á óskeikuleika biblíunar, allir texta biblíunar séu jafngildir og það sem var sérstæða hans að hann boðaði útfærslu á
endatímunum í formi ráðstöfunarkenningar eins og það kallast á ensku dispensationalismi sem snýst það að heimsögun er skipt í 7 mismunandi tímabil þar sem Guð miðlar náð sinni með stigvaxandi ætti og 5. tímabilið tímabil lögmálsins sem endar með krossdauða Jesú, sem kemur tímabil náðarinnar sem kirkjusagan og það sem hann býður síðan eftir í 1000-áraríki sem yfirvofandi þá og þegar og hann gerði ráð fyrir og þetta er svo öðruvísi framsetning en við finnum hjá öðrum kristnum trúarhópum fram á þessum tíma og á þessum tíma er að hann sagði að 5. tímabilinu var ekki lokið, það var nokkur ár eftir, 7 ár eftir af tímabili lögmálsins og hann sagði að þegar tímabili náðarna líkur sem verð þá og þegar, þá mun náðatími lögmálsins sömulegis ljúka en áður en því kemur voru öllum kristnum mönnum safnað saman sem sannkristnir og þeir hrifnir upp til himna það er svo kalluð uppurtrimningarkenning og hann segir að við tækið þá þrengingatímabil í 7 ár undir stjórn Antikrist sem verður síðan steypt á stóli þegar Jesús kemur í annarsinn, Jesús kemur í fyrsta sinn til þess að hrífa hina kristnu upp til himna, sem kemur aftur í lok þrengingatímabilsins og steypir Antikristi af stóli og við tekur þess að 1000-áraríki, hið fullkomna kristna ríki undir beinni stjórn Jesú Krists og Þetta segja þetta vegna þess að stór líklega marga milljónir bandaríkjamanna upplifa það að þessi tímamót séu framundan og það séu okkur ætlað að taka þátt í þessari baráttu. Já, og það skilgreinir kannski svona ákafan og heiftina sem eru í makabyltingunni. Hann sem sagt sendi trúboða markvisst til Bandaríkjanna til þess að styðja kristna trúarhópa sem að breiðast út eftir því sem Bandaríkinn þenjast út og hann gefur út alveg gríðarlega mikið af prentuðu efni þar sem hann færi rökstuðning fyrir þessu öllu. Bandaríkjumenn höfðu ekki svo mikið af svona útgefnu efni og hann fyrir sjálfur til Bandaríkjanna og vingast við leiðtoga innan hinna ýmsu kirkjudeilda sem skilgreina sig sem vakningakristindómssinna og það þýðir að þessi sýn hans á heimsöguna á endatímana móta rosalega mikið Norður Ameríku menn að þetta hefur ekki áhrif á evangelisman, vakningakristindómin í Evrópu, í Þýskalandi, á Norðurlöndunum til dæmis. KFM með dæmi vakningakristindómshreyfingu en algjörlega ólíkt þessu í Bandaríkjunum og það ekkert svona. Þvert á móti evangelismin í Evrópu á þessum tíma gengur ekki út frá því að það sé einhvað bókstaflegt 1000-áraríki framundan heldur tákræn merking lögð í þetta og 1000-áraríki getur verið alltaf miklu fremur sem bara kirkjusagan sem heild þannig að antikristur sístætt fyrirbrigði við getum greint antikrista út allt andkrista eins og við talaðum í Nýja testamentinu mótmælendur áttu það til að segja páin í Róm væri antikristur og það skiptir ekki máli hvaða pái þetta væri en þeir í Bandaríkjunum er að bíða eftir ákveðna einni persónu sem kemur. En svona birtingarmyndir antikrist eins og andstæðan við transfólk og annað slíkt er það inn í þessari hefð? Sko vegna þess að þið skilgreina sig sem bókstafstrúarmenn og leggja jafnan skilningi alla texta biblíunnar þá Ég gera það reynda líka við stjórnarskrána ef það er ekki stjórnarskráni þá er þetta bara ekki til. Jú, þegar við komum til makarhreyfingarna sannarlega þá náttúrulega öðlast stjórnarskráin sama vægi og ég get nefnt í því sambandi að þú getur keypt Trump-biblíu í Bandaríkjunum það sem búið að bæta stjórnarskráni bandarísku við biblíuna það er bara hluti af helgirítasafni biblíuna og ég misst önnur grundvallarrit bandarískra þjóðurni sinna eru konar þar með og þú getur keypt jafnvel áritu eintök af þessari biblíu af
Trump. Finnur bara að googla þetta og finnur síða sem getur keypt þetta. En sko vegna... Ég sá viðtal við mann daginn sem mætti með 2 biblíur og meðal annars Trump-biblíuna. En sko það sem fylgir þessu að þeir hafa gjarnan mjög íhaldssama afstöðu til siðferðisefna, til kynferðisefna, til hjónabandsins og það sem bættist líka við það að til dæmis þegar Charles Darwin kynnti til sögunar þróunarkenninguna á 19. öld að þá voru það Plymouth-bræður sem höfðu forust það í Englandi að ráðast gegn þróunarkenningunni og gefa út rit þar sem þeir stiltu upp sem sagt sköpun og þróun sem andstæðum og reynda að steypa sköpun á textum biblíun og sköpun á sögum biblíunar. Strax í upphæð biblíunar 2 aðgreinda sköpunarsögur. Vegna þess að þeir líta svo á að þetta sé allt saman ein heild, þá reyna þeir að samþætta þetta allt saman í eina sköpunarsögu, stilta þessu upp sem andstöðu og setja þetta á oddin í Bandaríkjunum sem þýðir að evangelískar hreyfingar í Bandaríkjunum hafa tölverða tilhneiging til þess að fara í stríð við þróunarkenninguna og að vilja sköpunarkenningin sé líka í skólum? Já, eins og þeir stilla þessu upp. Þetta var ekkert svo mikið vandamál í Evrópu innan vakningadóms kristindóms sinns þar eða annar kristinna kirkjudeilda. Þetta var fyrst og fremst sektist fyrirbrigði í Englandi upphaflega, Plymouth-bræður, sem skila sér inn í kristindóminn í Norður-Ameríku og margir kristni trúarhópar í kjölfarið sem voru þá nýjir eða komu síðar fram eins og þess vottar Jehóva þeir sem sagt sömuleiðis settu þetta á oddin. En vegna þess að Plymouth-bræður höfðu aðgengi að evangelistum innan ótal trúarhópa kalvínskra, þar með baptista, lúterskra og... Þetta voru áhrifavalda síns tíma sem að beittu samskiptatekninni á lukkulegan hátt fyrir sig. Já, en fyrir vikið sko, þetta flóran sem makarhreyfingin og inngróin inn í bandaríska þjóðarsál allavega hluta af Bandaríkjamanna. En ef ég má flækja málið aðeins, þá þó að evangelismin sko sé í rauninni stefna sem meðal fjölmargar kristinna trúarhópa og kirkna í Norður-Ameríku, að þá getum við líka sko greint evangelisman á skalanum frá frjálslyndi yfir í fundamentalisma og allt þar á milli. Það er að segja að þeir sem skilgreina sig sem evangelista, þeir eru sem sagt á skalanum frá frjálslyndi þar sem þeir samþykkja gagnrýnar biblíurannsóknir, leggja textan ekki að jöfnu, eru að verða í sívaxandi mæli jákvæðir gagnvart samkynhneigð. Eitthvað svo svipað á íslenska þjóðkirkjan? Já, eins og skoðanakannanir sína, yfir í að verða mjög íhaldsamir, til dæmis meðal íhaldsamasta anga evangelista eru Suðuríkja baptistar eins og Jerry Falwell eldri sem látin og sonur hans Jerry Falwell yngri sem var tengdur Kirk sem var myrtur núna daginn og var samstarfsmaður hans tíma og síðan ákveðin klofningu sem verður 1920 í Norður-Ameríku meðal evangelista þegar það kemur í rauninni sérstök hreyfing fram sem kalla sig fundamentalista, sem bókstafstrúarmenn og þeir eru í rauninni ultra bókstafstrúarmenn sem líta svo á að evangelíska flóran sé í rauninni allt of frjálslynd og jafnvel Jerry Falwell og félagar eru allt of frjálslyndir og þessir aðilar eru meðal þeirra sem sko
eru harðir stuðningsmenn makarhefingar á Trumps. Skúli, við lifum, stundum sagt að við lifum innan bandarísku öld, við lifum einhvern veginn inn í menningarheimi Bandaríkjanna og það sem er gert í Bandaríkjunum kemur hingað. Getur verið bara hugmyndur mataræði og alls konar hluti sem einhvern veginn flæða hingað yfir. Og einhver leyti hafa þessar hugmyndir sem eiga rætur í þessari evangelísku kirkju Bandaríkjamanna koma inn í pólitíkina hérna kannski án þess að vera átakamál inn í kristni hér. Það er ekki þannig að það spretti fram kröfur, nú segi ég bara krossinum eða eitthvað svoleiðis baráttu gegn þungunarofi eða annað slíkt. Heldur við það bara koma beint inn í pólitíkina þessar hugmyndir. Til dæmis að kynin eru bara 2 sem ég veit ekki hvort að þessi deilt þetta innan kristna söfnuðu hérna, en allt í einu er þetta orðið risamál í pólitík og við værum líklega ekki að ræða nema út af þessum grunni sem að Bjarni var að fara yfir. Akkurat, og náttúrulega glæsileg yfirferð hjá Bjarna sína í rauninni þessar sögulegu rætur og það má svo sem kannski ekki, það er nú ekki miklu við þetta bæta en það er til dæmis mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig ákveðnir, í rauninni hvernig þessi angi sem hann er að lýsa tegir sér til að mynda til Suður-Ameríku. Það sem að voru kaþólskir prestar, svo kallar frelsunarguðfræðingar sem héldu uppi mjög virku andófi gegn herforingjastjórnum í þessum löndum og gultu fyrir það með lífi sínu og færðu fyrir það mikla fórni, voru sættu pyntingum. Það er ekki beint skoðanabræður Charlie Kirk? Aldeilis ekki. Það eru sem sagt guðfræðingar sem sjá köllum sína í því að bæta félagslega stöðu fólks í þessu samfélagi, greina með mjög skýrum hætti ofbeldisöfl sem að kúa fólk og steypa samfélagunum í rauninni fram að bjargbrúninni eins og dæmin sína. Og það sem er svolítið áhugavert það ekkert, mér finnst það afar áhugavert satt að segja, það til dæmis að á þeim tíma þegar að þessi mál standa sem hæst í Suður-Ameríku þá njóta þessir guðfræðingar ekki stuðnings frá Vatíkaninu. Jóhannes Páll Páfi sem er þá við líði var auðvitað mjög upptekinn af hægri og vinstri, kommunisma og vestrænum hugmyndum og auðvitað mikill andstæðingur kommunisma, sá í þessum guðfræðingum vinstri sinnaða hugmyndafræðinga og í rauninni veitti þeim ekki þann stuðning sem þið þurftu á að halda og þá gerist það að í því tómarúmi sem myndast í Suður-Ameríku að þá kemur einmitt þessi straumur amerískra hugmynda inn og þetta sjáum við birtast á margvíslegan hátt. Bolsonaro til dæmis sem var forseti Brasilíu, hann er til dæmis hluti af þessum hugmyndaheimi og afstaða hans til að mynda til náttúruverndarmála með Amazonskóginn og það allt saman, það fléttar svolítið saman við það sem Bjarni var hér að tala með einhvers konar heimsenda hugmyndir sem að jafnvel eyðing regnskóganna gæti flýtt fyrir einhverju slíku. Þetta er alveg skelfileg hugmyndafræði og hér sjáum við í rauninni hvernig það gerist þegar jákvæðu öfl innan kristninnar, eins og ég leyfi mér að kalla frelsunarguðfræðingana, þeir voru, þegar að þeim er ýtt til hliðar með ofbeldi og skorti á nauðsynlegum stuðningi, að þá koma þessu öflin í staðinn. Og svo getum við spurt okkur, hvað hefur gerst á Íslandi? Sko, íslenska þjóðkirkjan eins og við þekkjum hana á rætur að rekja til hugmynda á meginlandi Evrópu frá aldamótunum 1800 sko, eftir upplýsinguna og í kjölfar og svo þegar Napóleon æður allt og turnar henni gömlu skipan Evrópu þá koma fram þær hugmyndir að kirkjan í þessum löndum verði í eigu þjóðarinnar eða fólksins og þaðan eigi raunverulega kirkjan að sækja vald sitt. Og upp úr þeim hugmyndum mótast samfélag kirkjuna sem er ekki lengur málpípa yfirvalda, heldur endurspeglar á einhvern hátt þá grósku og þá fjölbreytni sem býr í samfélaginu sem kirkjan er hluti af. Við aftur á móti. Íslenska kirkjan hefði nú mátt stíga lengra í þá áttina.
Maður hefur stundum á tilfinningunni að kirkjurnar í Svíþjóð og Noregi hafi gert það með leikmannakirkjum sínum, en við höfum verið aðeins svo mikil embættismannakirkja eða hvað? Já, og þegar við greinum þau megin á kirkjunum okkar, þá erum við líka speglana við þær hugmyndir sem hún á að byggja á. Það er bara akkurat til undirstrikunar á því hvert eðli kirkjunar er. Það sem hefur verið að gerast, ég held að við þurfum ekki að fara aftur nema kannski 3-4 ár. Heil kynslóð ungs fólks, heilu árgangarnir eru lokaðir inn í herbyggi. Þeir sitja með skjáin fyrir framan sig. Þeir fá inn hugmyndirna sem Bjarni er hér að lýsa filterslaust. Það komið fram hér að þegar ég hef spurt fólk hvort að vita hvað Charlie Kirk var, að þá er það yfirleitt svarið það að ég vissi það ekki, en ég spurði börnin mín. Og 17 ára strákur minn, hann held sko langa fyrirlestur Charlie Kirk. Og hann er bara hans helsti vinur hann inn í herbygginu. Akkurat. Þetta er sú breyting sem ég held að hafi orðið og við getum tengt það við í rauninni sóttkvínar sem þjóðin var í á tímum faraldursins. Að þarna koma þessar hugmyndir svo sterkt inn og við erum auðvitað voða róleg með börnin okkar inn í herbyggi. Þau eru ekki út á götu í myrkrinu en þarna koma allskins hugmyndastraumar inn sem eru okkur framandlegir fyrir mér sem að náttúrulega er bara samgróin þjóðkirkjunni þá koma þessar hugmyndir frekar óvæntri átt. Það er að segja að þetta er ekki hugmyndir frá einhverjum svona þessum jaðarhópum í trúarlega litrófir sem við kannski munum eftir hérna frá árum áður, Gunnar í krossinum og svona. Nei, það er að koma bara svona eins og bara svona hreyfing af ungu fólki sem að hefur tilengað sér þessi sjónarmið. Sem er ólíkt að því að krossin á kannski að rekja ætti sínar í veginn og ungt fólk með hlutverk sem er hreyfing sem að kemur frá Svíþjóð eða ekki eitthvað. Þetta er ekki svona amerísk hreyfing er það? Nei, ekki alveg þeim. Krossin er klofningur úr Hvítasunukirkjunni hér á landi og Hvítasunukirkjan er aðgreind frá náðgjafavakningarhreyfingunni sem skila sér hérna 1972 og áfram og hún kemur inn að þjóðkirkjunar og K5 og K og sem er innan þjóðkirkjunar og náðgjafavakningin hún síðan klofnar í ungt fólk með hlutverk ákveðin vakningarhreyfingu sem vildi starfa innan þjóðkirkjunar en marg klofnar síðan í ýmsa trúarhópa eins og veginn, trú og líf og þjóðkirkjan kannski tók ekki á móti þessari... Já, þeir gáðust upp að þjóðkirkjunni í þessum efnum en sko þarna erum að reynda að ræða vakningarhreyfingu sem kemur frá Bandaríkjunum sem sagt birtingamynd evangelismans í Bandaríkjunum og þá skila sér þessi viðhorf sem ég var að lýsa í gegnum þessa nýju trúarhópa en Hvítasunukirkjan reyndar á líka ræturreiki til Bandaríkjunum í upphafi 20. aldar en það var mikill munur á milli krossins og hinnar trúarhreyfing hinnar hópana og mikil spenna þar á milli og svo fór að sumir af hinum trúarhópunum voru á mörkunum að samþykja krossin jafnvel sem kristið trúfélag vegna þess að það var svo mikil kenningaleg munur í ýmsum efni. Ég skrifaði bók um þetta sem háskólaútgáfan gaf út fyrir aldamót þar sem ég fór ofan í kenningar krossins, bakgrunn þess og spennuna sem var milli krossins og hinna trúarhópana. En sem sagt náðgjafavakningarhreyfingin er með ýmislegt sameiginlegt frá Hvítasunukirkjunni, það er þessi áhersla á náðgjafar heilags anda að tala tungum og skýrn eða fyllingu heilags anda eftir því hvernig það er skilgreint en náðgjafavakningarhreyfingin var sem sagt með Hvítasunu áherslur en skilaði sér inn í aðrar kirkjur, inn í rómansk-kaþólsku kirkjuna, inn í lúthersku kirkjunar, kalvínsku kirkjunar og þannig koll á kolli og úr þeim spruttu síðan fram fjölmargir nýjir trúarhópar sem ég vil kalla sig bara evangelískar kirkjur víðsvegar í Bandaríkjunum og eru með
þessar náðgjafavakningar áherslur geta unni með hvítasunumönnum vegna þess að þeir eiga svo margt samilegt en skilgreina sig ekki sem hvítasunnumenn. Nei, en ég ætlaði nú ekki að draga aftur að þessum kristusöfnum hérna á Íslandi vegna þess að kenningin eiginlega svo að áhrifin af þessum hugmyndum, svona heimsenda hugmyndum, ekki að koma frá þeim, hérna frá veginum og krossinum og hvítasunum. Jú, sannarlega, það koma frá þeim. Hér á landi. Já, hér á landi frá Bandaríkjunum, en það sem að kemur inn í samfélagið og inn í samfélagsumræðuna sem við sjáum á samskiptamiðlum og svona, kemur úr þessari rót sem að Skúli var að vitna í sem eru drengirnir oftast, sem eru inn í herbyrgi og þar kemur þetta bara beint af YouTube, beint frá mönnum eins og Charlie Kirk og miklu fleiri sem eru að boða einhverja stjórnmálastefnu í krafti Jesú Krists og var að segja og veifa Biblíunni og segja kynin eru bara 2 réttur staður konunnar að þjóna karlinum, þannig hún hamingjusöm, þannig þær konur sem ég þekki eru hamingjusömmar sem þjóna karlinum, það konur sem eru að reyna að lifa lífi karlsins eru óhamingjusömmar og það nú bara sagt frá því hérna í Biblíunni að þetta leiðin sem að konan á að fara og svo farum við til göttunum. Þannig það verið að veifa Biblíunni sem ég býstu að ykkur þykir vænt Já, það náttúrulega gengur þá inn í mjög áhugaverða leyfi ég mér að segja túlkunarsögu á Biblíunni sem að það sem að menn hafa til að mynda litið sem svo á til þess að Gamla testamentið með öllum sínum í öllum sínum tilbrigðum rit sem náttúrulega skrifað og unnið á gegnum fjölmargar kynslóðir að það sé í rauninni við túlkum það út frá ákveðnum hætti. Það er náttúrulega sko uppgjörið við bókstafstrú ævafornt innan kirkjunar má rekja í rauninni til bara skrifa kirkjufæðrana á fyrstu öldum kristninnar þar sem að þeir eru í rauninni að vinna með það hvernig við túlkum þessa texta Biblíunar út sumt af því bókstaflega sem sögulegar heimildir og sumt af því til sem allegóriur og sumt til huggunar En sko, má ég skjóta inn, það ekki þannig að það er bókstafstrúamaður að taka það bókstaflega að það myndi að trúa að allt sem í Biblíunni var jafnsatt en það ekki þannig þessi menn sem að veifa Biblíunni þeir sækja það sem í Biblíunni sem styður þeirra hugmyndir og þeir horfa fram hjá alls konar hlutum öðru sem getur grafið undan því. Þannig að bókstafstrúamaðurinn, hann ekki bókstafstrúamaður, hann notar Biblíuna sem vopn. Já, hann gerir það. Vandinn í þessu að þegar maður skoða þá sem skilgreina sig sem bókstafstrúamenn, hvort sem þeir viðkomandi trúarhópar kalla sig fundamentalista eða að ræða slíka einstaklinga innan hinna ýmsu kirkjudelda eða trúarhópa að þá eru þeir ekkert sammála það hvernig eigi að túlka textan. Þeir geta sagt, jú, textin óskeikull og allir textarnir eru jafnir en innbyrðis allur gangur á því hvernig þeir túlka textana og vissulega getur þetta tekið á sig þá mynd að þeir eru í raun að nota viðkomandi texta til þess að réttlæta það sem þeir vilja í pólitískum efnum eða í daglegu lífi fólks. Skori, má ég spyrja einu? Hefur orðið var við drengi sem að horfi inn í unglingaherbíð og fundið þar Krist eins og hann boðaður hjá svona YouTuberum og áhrifavöldum og sem að koma og banka á kirkjuna og vilja fá þjónustu í slíku söfniði. Þetta mjög góð spurning. Ég myndi nefnilega greina þarna sterklega á milli. Ég auðvitað kynnist fjölmörgum ungum einstaklingum sem að hafa orðið fyrir miklum áhrifum frá þessum áhrifavöldum á samfélagsmiðlum. Þeir eru að koma til okkar í kirkjuna. Og það finnst okkur að vera alveg stórkostleg tækifæri og við erum í miklu samtali við þessa einstaklinga. Eins og ég hef reynt að útskýra þá og Bjarni enn betur, þá mjög mikill munur á þeirri hugmyndafræði sem við höfum stöndum fyrir og boðum og svo aftur á móti þessum evangelisma vestanhafs. Svo það fyrir okkur. Það þessi drengi sé að koma í geitarhús að leita ullar? Ég held ekki, ég held þeir séu bara leitandi. Þeir eru, þessi kynslóð eru margt mjög áhugavert og sumuleyti framúrskarandi. Þau eru náttúrulega að fá alveg óhemju mikið efni til sín og þau eru vön því, svo tökum dæmi
þennan voða atburð sem átti sér stað við byrjuðum að tala sko þetta einstaklingur sem er í kappræðum við allt og alla sko. Þetta er dýnamík. Það verður bara að segja eins og og þetta eru einstaklingar sem eru vanir því að það er enginn sem talar í krafti einhvers embættis. Já, viðkomandi hefur sannfæringarkraft, viðkomandi hefur panel, viðkomandi hefur fylgjendur, þá leggja þeir eyrun við því. Þannig að þetta er ekki svo höfðingja hollusta sem kannski okkar kynslóðir eru aldar uppi. Ef einhver var með einhver titil að þá buktaðu mennsi fyrir honum eða hvernig það nú var. Þannig að þetta eru einstaklingar sem eru leitandi, koma líka. Svo ég fái nú kannski aðeins að greina ástandið úr hinni áttinni. Úr ákveðnu afstöðu leysi sem hefur einkennt áratugina á Íslandi. Hér hefur verið mjög sterk undirliggjandi boðun það að halda fólki frá þessu, ekki koma inn í kirkjurnar, höfum ekki krossin sýnilegan, við erum ekki kristin þjóð, þetta heyrum við út um allt. En hvað erum við? Fyrir hvað stöndum við? Svo er bara heil kynslóð ungu fólki sem fær boðskapinn til sín, þessum að eru menn sem eru grjótharðir sinni afstöðu, hversu ósamála sem við kunnum að vera þeirri afstöðu við miðaldra fólkið, og þetta hefur bara mikil áhrif á þetta fólk. Svo koma til okkar eftir messu, spurja áleitinna spurninga og hvílík gæfa sem það nú er að fá að eiga í samtölum við þetta fólk sem að sumu leyti, eins og þú nefndir áðan, hefur miklu meiri þekkingu á samtímanum heldur en nokkuð tíma ég. Vegna þess að þetta er samtíminn. Samtíminn er í rauninni allar þessar raddir sem óma í hlaðvörpum og myndbrotum og myndskeiðum og öllu mögulegu á veraldavefnum. Og ég tala nú ekki þegar að gervigreindin bætist í þann kór. Þannig að við erum bara, og þetta fólk sem við erum að vinna með, við erum mikið gæfu fólk að fá að vera innan þessa ungu menn sem eru að koma, og það skal alveg vera skýrt í mínum huga að þetta eru afbragðs einstaklingar. Þeir hafa fengið vissulega mjög svona áhugaverða en hugmyndir sem ég get ekki nokkuð ná tekið undir, ekki í þessum siðferðislegu efnum. Þar af leiðandi finnst okkur líka dásamlegt að geta spjallað við og rætt við og miðlað okkar hugmyndum. Kristur er náttúrulega fyrirmynd okkar, gengur inn í samfélagið, finnur fólki sem stendur þar á jaðrinum og á samfélag við það. Já, Skúli, Kristur er líka það sem við búum til, og það getur einn kristimaður bóðað ykkur að kristmynd og annar gert það með öðrum hætti. Og stundum er fólk bara eins og Jón Helgason segir, að nugga sér upp fyrir Krist og að taka hann til vitnis að ég hef rétt fyrir mér. Já. En hver er kristmynd þeirra evangelista sem að hér hefur verið lýst? Þeir leita í lögmáli. Þeir leita í handahófskæði eða svona bara reiði Guðs, velja eftir því sem þeim hentar tiltekin ákvæði, einkum úr Gamla testamentinu, eitt úr Guðspjöllunum. En yfir það heila þegar Guðspjöllunum eru lesin í sínu rétta samhengi, þá finnum við það að boðskapur Jesú er iðulega sá að gefa gaum að því fólki sem stendur í jaðrinum. Og þegar þessi flotti fyrirlestu Bjarna trúarhreyfingar vestanhafs, þá má ekki gleyma því að það voru kvekarar, kristintrúarsöfnuður sem að steigu upp, fyrst reyndar á Englandi á 17. öld og svo enn meira í Bandaríkinu, William Penn sem Pennsylvania fylki heitir eftir, sem að voru þeir sem að í rauninni komu því til leiðar að þrælahald var afnumið í Bandaríkinu. Fóru frá einum búkari til annars, rættu við búkars eigendurna og afnundu þrælahald á þeim grundvelli að allir menn eru skapaðir jafnir og að gullna reglan eigi að gilda í samskiptum fólks. Þannig að hér er sannarlega mörgu að taka, og þegar við erum auðvitað með svona breiða fylkingu eins og kristið fólk nær líka langt aftur í tíman, að þá kennir það ýmissa grasa. Þessi Guðs sem er boðaður af þessum áhrifavöldum, þetta er hvítu Guðs, okkar hvítu karla. Ég
ég hef séð hellingaefni frá makaliðum þar sem við getum hæglega stilt þessu þannig upp eða skilja þetta þannig með allir þessi áherslu á vægi hvítra og hvíti séu útrýmingarhættu og demokrata séu að vanda sig við það að stuðla að slíkri þróun. En þetta það sem svona hluti af þessum efsta degi sem við höfum að taka þátt í barðunni. Já, þetta er samt ekki við erum undir árás. Þetta er samt ekki alveg einsleit sko og þessar kristnar hreyfingar sem Maka sækir stuðning til, þær eru eins og ég sagði sko margvíslar, til þess að við skoðum hvað Kirk var að segja þessum efnum að þá jafnvel þó hugmyndir hans hafa verið að þróast í gegnum árin að þá þetta ekki heldur einhlít hjá honum. Hann í góðu samskipti fjölda blökkumanna til dæmis. Að má finna ýmsa texta frá honum og ýmislegt sem hann segir sem bendir til þess að hann hafi verið hallur undir hvíta kynþáttahyggju í ýmsum efnum. Hann til dæmis talaði það að það væri stemdi í það að hvítir eruðu undir í bandarísku þjóðfélagi og það skiptan máli. En hann mikið það að sko rasismin í Bandaríkjunum beinist gegn hvítum. Það sé ofbeldi svartra og annara kynþátta gegn hvítu sem eiginlega vandamálið. Já, hann gerir það. En hann sagði líka sko það er bara einn kynþáttur sem skiptir ekki máli hvort þú ert hvítur eða svartur. Ég er búin að hlusta myndbönd með honum til dæmis það sem var að tala það að gagnvart Guði þá er engin munur á fólki hvaðan svo sem það kemur hver upprunnin þeirra og það fram til göttunum. En ég hef séð síðan líka sko, ég tók með mér hérna eina Maka-bók sem var metsölubók í Bandaríkjunum í fyrra, Unhumans, sem er svona eitt af gallharðasta sem ég séð í þessum efnum. Þar er náttúrulega hvít kynþáttahyggja sett á oddinn og þar sá kristindómur fordæmdur sem leggur áherslu á miskunn, náð og það er sagt trúvill að tala að Jesús sé svo náðugur og jákvæður og góður. Hann þvert á móti konungurinn, sá sem drottnar og nýtir vald sitt. Og samfélagið á að vera alræðis þjóðfélag undir sterkum leiðtoga sem er kristinn og tryggir það að þjóðfélagi sé því sem stjórnað eftir í rauninni ígildi lögmáls. Þannig að fagnarendi þarna verður í rauninni að ísköldu lögmál og það sem er svo óhugnalegt líka við þessa bók er að sér það titlinu Unhumans að hún skiptir mannkyninu í tvennt. Það er að segja annars vegar þá sem eru mennskir og hinna sem eru ekki mennskir, eru djöflar, eru illir og þeir sem eru ekki mennskir, það eru allir þeir sem eru skilgreindir sem vinstrimenn af höfundunum, allir þeir sem eru uppteknir af mannréttindamálum, djöflar eins og Nelson Mandela eða Martin Luther King og þá fram til kótunum sem allir stórhættulegir. Íhaldsmenn á hægri vanginu með mikla einfeldningar vegna þess að þeir vilja fylgja leikreglum lýðræðis og ræða og vinna með vinstrimönnum. En fyrirmyndirnar eru hérna jákvæðu, það eru Rómakeisar, það er Napoleon Bonaparte, það er Franco á Spáni, fasistinn, Pinochet og ýmsir slíkir. Og hvert er vægið þessara bókar?
Af hverju dreg ég hana fram? Jú, vegna þess að hún ekki bara var metsölubók í Bandaríkjunum síðastlið sumar. Formálinni skrifaði Steve Bannon sem færi það rökstuðning fyrir því að þetta sé sín makarhreyfingarinnar og þeir sem að hampa bókinni hérna og rökstyðja það af hverju þeir að hampa bókinni J.G. Vance, núverandi varaforseti Bandaríkjanna. Sá sem að tók við podcastinu hans Charlie Kirk. Já, til dæmis. Og Donald Trump, yngri, svona núverandi forseta. Vinur Charlie Kirk. Michael T. Flynn og Tucker Carlson og þó að Kirk sé ekki nefndur á nafni í bókinni að þá kemur hreyfingin hans mikið við sögu. Þetta væri við ekki að tala hann ef hann væri stakur maður, við erum að tala við hann því að hann hluti af stóri hreyfingu. Já, en hreyfingin sem hann stofnaði Turning Point? Turning Point USA, hún lögð til grundvallar sem eitt megin víð í að berjast gegn þeim sem ekki mennskir og Christman Crossman. Já, og bókin gengur út á það að það eigi að taka upp starfsaðferðir þeirra sem ekki mennskir og beita það gegn þeim. Það að segja, ef þeir halda sér ekki á mottunni, þá bara gera eins og var gert í Suður-Ameríku, fljúa með þá í þyrlum að hafa út að varpa þeim í sjóinn, drepa þá. Og víti til varnari til þess Lúðvík 16. sem barði ekki niður frönsku byltinguna, þeir segja að það það sem við þurfum að gera. Þess vegna Franco hetja, þannig Pinochet hetja og þetta það sem staðan í Bandaríkjunum í dag. Það verður að brjóta aftur demokrata, lýðræðisöflin, allir þá sem skilgreina vinstri, afnema í rauninni lýðræði og þeir tala líka þeir leggja mikla áherslu á algjört málfrelsi, en algjört málfrelsi snýr bara að hægri mönnum, vegna þess að hinir ekki með í pakkanum. Þeir eru ekki mennskir. Þeir eru aðmennskar. Þetta bara eins og þeir undirmenns. Það eru mikla samsvaranir milli þessa þýska rits frá nasistímabilin sem ég held á hér og þessari bók makarhreyfingar Unhumans. Meginmunurinn sá að þessi skilgreini gyðinga sem undirmenns reyndar í sósíalista og ýmis konar hópa aðra í leiðinni. En makarhreyfingin, það má finna gyðingahatara þar og nasista að mínu mati, en að langmestu leyti virðist með makarhreyfingin ekki vera nasísk, þó að við getum fundið ýmsa hliðstæðu við það sem að gerast milli Þriðja ríkisins og kannski hvernig Trump að taka ýmsum málum. En það fjöldin allur af gyðingum sem eru bæði andstæðingar Trumps og gyðingar sem eru í kringum Trump og nánast stuðningsmenn eins og Stephen Miller. Og sér náttúrulega það einkenni bandarísks evangelisma að stórun hluta, ekki öllu hluta, en að stórun hluta hann síonismi. Það að hann tekur undir gyðinglega síonismas og setur Ísraelsríki á oddinn og styður Ísraelsríki no matter what. Og þeir líta á Netanyahu til dæmis fasísk hetja í þessari bók. Herðu, Skúli, þetta allt gert í nafni Kristínar og þú ert prestur. Þarft þú að adressa þetta? Þarf íslenska þjóðkirkjan að horfa til þessa og kunna ykkur svör? Já, ég held að sé alveg hárrétt að við þurfum að hlúa að okkar boðskap og okkar stöðu og okkar aðkomu að þessum brýnu málum. Það sækir stundum að manni svo grönur að þessi viðleitni að etja saman hópum eins og Bjarni lýsir að það verið að gera hafi þann tilgang að fá fólk, sérstaklega ungt fólk, til þess að beina athygli sinni frá þeim málefnum sem ættu að varða þau mest. Þar til að mynda að tala umhverfismálin. Þessir hópar hafa til dæmis mjög lítinn áhuga á því að ræða hlýnun loftslagsins,
hækkun sjávarborðs, eða aukin ójöfnuð í samfélaginu og aukin ójöfnuð í samfélaginu. Alræði auðvaldsins sem leggst yfir samfélagið. Já, það eru bara þessi málefni sem eru, ég meina það hefur sennilega aldrei verið jafn mikill munur á þessu 1% sem heldur utanum mest auðæfi í heiminum og völd og allra hinna eins og akkurat núna. Og að mann sækir svo grunur að þetta sé hluti af þessum, já, ég tala stundum klið sem allt í kringum okkur. Það alltaf einhver afþreying í gangi, en þetta gengur lengra. Það verið að nýta í rauninni orkuna sem býr í okkur til umbóta og að grípa til aðgerða með því að benda á að það sé einhver annars konar hætta sem vofi yfir okkur. Hvíti kynstofnin sé í einhverju hættu þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir því að það er jafnvel að verða, já, eins og sumir fræðimenn halda fram, bara sko ein útrýming fjölbreytileikans á pari við það sem var fyrir 250 milljónum ára þegar risaeðlurnar fóru, sko. Þetta þannig að þjóðkirkjan sem í rauninni, já, bara samfélag fólksins sem hún á að vera, grundvölluð á kristnum gildum mannúð og skilning og virðingu og kærleika á gullreglunni, það ætti að vera okkar hlutverk að tala inn í þessar aðstæður. Þess vegna segi ég það, það er svo stórkostlegt þegar við fáum einstaklinga inn í kirkjun okkar, fólk sem hefur svona kannski tekið á móti þessum hugmyndum, ekki komið út úr, ekki slökkt á skjánum með fullkomlega mótaða sýn á það hvernig heimurinn eigi að vera, heldur mikið af spurningum í kollinum, frekar. Hvað segir hérna presturinn í kirkjunum minni hérna hinum megin við göttuna það sem að ég var að hlusta á rétt áðan? Það getur verið erfitt að eiga í slíku samtali í tíma þar sem að kannski spurningin hvað sannleikur? Og það er sama hvað þú segir, það eiginlega endalaus sönnun fyrir því að þú ert að ljúga vegna þess að það sem þú ert að segja stangast á við það sem að ég trúi. Sko, og þú hefðir náttúrulega aldrei sagt annað en það sem þú ert að segja akkurat núna, og ég hefði alveg getað sagt það fyrirfram að þú myndir að segja akkurat þetta. Þið kannast við að það er eins og sér og þið sko klofið samtalið, sko. Já, og það er bara svona, en að því sögðu, sko, sá verulega að því að Bjarni er að bera saman, sko, hryllingin sem var í Þriðja ríki nasismans við það sem við erum að horfa på núna. Sko, maður spyr sig enn að því hvernig venjulegt fólk gat unnið þau hryllilegu verk sem þar voru unnin. Ein skýringin kann að vera svo að það var náttúrulega gegndarlaus áróður. Það voru útvarpstæki sett í öll almenningsrými og þar gargaði Goebbels sinn boðskap það einmitt að það væri einhver meintur kynstofn í hættu og þau væru fórnarlöm gagnvart einhverju. Þetta er ekkert ósvipað í rauninni þó að það sé þetta mikil blæbrigði þarna á milli. Þetta er ekkert ósvipað. Það er verið að tefla saman hópum fólks þegar við ættum í rauninni að vera að vinna saman saminuð í átt að bættum heimi. Þetta var í rauninni svo mynd sem við höfðum fyrir okkur þegar til dæmis kommunismin féll í lok, kommunistaríkin féllu í lok 9. áratugarins. Þá spáðu menn því sem frægt að mannkynssagan hefði runnið sitt skeið. Það er að segja mannkynssaga átaka og styrjalda hefði runnið sitt skeið og við værum núna að fara að ganga saminuð að markinu að búa til betri heim. Og svo náttúrulega hafa menn bent á það hvað eftir annað hversu léleg sú spá reyndist vera og sannfærandi því að við sitjum uppi núna margklofin fyrir sjáanleg eftir því hvar við stöndum á hvorum megin víglínuna við stöndum, en eftir stendur þetta atriði sem við ættum öll að hafa í huga og spurningin sem við ættum öll að hafa í huga þessi áróður sem dynur yfir okkur, sérstaklega yngri kynslóðnar, hann til þess að ætlaður að fá okkur til þess að líta fram hjá þeim málefnum og þeim hagsmunum sem varða okkur mest. Þannig að nú segjum við amen eftir efninu, Skúli og Bjarni, kæra þakkir fyrir að koma hingað og við látum þetta verða lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hingað komið og Birni og Maríu fyrir að taka viðtöl og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breyta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafið byggt dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamennum frá efni sem þið hafið heyrt hér eða séð og þau finna okkur þá á ýmsum stöðum, en ég minni líka á að það eru sáhluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur sem að raunverulega knýja áfram samstöðuna og
valda því að við getum byggt hann upp. Ef þú ert slást í þann hóp bakhjarla tilur að samstöðin sem mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi okkar, þá hvet ég til þess að gerast áskrifandi sem fyrst. Þá ferð inn á samstöðin.is þar hnappur smástundur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2.750 krónur. Þú mátt bara góða meira þú vilt. Og því sem kjósið getur látið áskriftina þessi félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er með Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En ég þakka fyrir í kvöld. Við sjáumst aftur hér annað kvöld, þá var það sagða fréttir á samstöðunni á slaginu 8. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.